Ég er alveg Ég er alltaf mjög reglulegar. Ég var að mun eftir einu. Við erum í svona svolítið chill dæmi. Ég var að mun eftir einu sem við glemdum að senda útstíkastjórn. Þannig að ég ætla að fá að gera það bara. Ok. Það er verkfærasalan. Sko, við vorum inn í gær. Vorum inn aðeins að setja upp, prófa, græða. Við vorum að setja upp og þú sast kyrr. Já, Dói sagði um mig. Þetta er flottur, Tryggvi. Já, ég veit. Hey, þú er flottur. Hvað sagði þú? Hvað varst að setja upp? Dói sagði við mig, já, ég geti trúið því, Tryggvi, að þú sett ömurlegur svona handyman. Og þú var ekki góður smiður. Og það er hárrétt. Þannig að ég hef því miður ekki heimsótt verkfærasöluna nýlega af því að ég kann ekki nota neinn tól, sko. Nei, ég veit það. Nema mitt eigið það svolítið. Ég er búin að gera þetta, ég fer mjög reglulega í verkfærasölu. Ég þarf öll þessi tól og tæki og allt þannig. Þú ert handyman. Ég er nefnilega, Já. Hann er með stærsta pall í Evrópu, sko, og hann sagðist það. Hann er með það. Þannig að við verðum bara að treysta því. Það er ekki alveg stærsti. Ég fekk uppfæra listendaginn og hann er nummið 3. Sem er ákveðin skellur, sko. En fólk er að stækka við sig í COVID og svona. Nei, en hérna, öllu ganni slepptu, þá er verkfærasalan the shit. Já, en ég held, sko, ég heyrði daginn og varst þú ekki... Ég var alltaf að reyna varst ekki eini áhorfandinn þegar hann setti bávastakörfuna á pallinum. Hann allar hann Þannig að ég held að Dói var eini. Ég er að reyna að gleyma. Eini var, já, hann var Jóna Jarðaber og ég vil ekki vita hvernig búningurinn var. Þetta voru slæm og ónæmisviðbrögð, hann nakinn. Herðu, það er ekki bara verkfærasalan, það er líka Ólís, óbílíkillinn, tilboð allt árið í kring. Þetta er náttúrulega svaðalegur þessi óbílíkill. Ég ætla að segja ykkur að þessi óbílíkill, hann er bara að opna svo marga dyr í tilboðsheiminu fyrir mér. Já, þetta er ótrúlegt og hann heldur áfram að gefa. Það er líka bara hendur í burger og hann kostar ekki raskat. Já, ég veit það og hann er alltaf opinn, sko. Það kemur fullur heim og þá náttúrulega virkar ekki líkillinn lengur, gamla fólkskiptin lás. En þessi er alltaf virkar Ólís. Það er líka bara svo góð tilfinning að tilheyra loksins vinahóp. Já, það er gott. Já, láttu mig þekka það. Það komið að því. Heyrðu, svo er það Coke Zero. Það er magna líka því að Óli er búinn að lifa í 100 ár. Búinn að sjá allt, kynnast öllu. En að þessi óbílíkill er virkilega konum óvart. Er að opna nýja dyr sem, þú veist, mér finnst það magna. Ég elska líka bara hvernig þú kallar þetta óbílíkill þegar þetta er augljóslega vinahópur Óli, sko. En hérna... Heitir þetta ekki óbílíkill? Vinahópur Óli, sko. Já, vinahópur Óli. En þú ert samt, en þú ert samt flottur, skilja. Ok, já, takk. En hérna, vorum við einu sinni búin að bjóða áhörðum bara óskaðum gleðilegt nýs árs? Nei, ekki óskaðum gleðilegt nýs árs. Strákar, bara velkomin, bara skál fyrir nýja ári. Þessu ári. Ég verð að fá starra glas. Skál fyrir ykkur. Nei, hún fari ekki starra. Óli, þú ert látt þarna hana, við bara svona... eins og með eplasafa í þessu. Þú ert vanur að hafa lítið í hendina, þannig að þetta er allt í góðu. Þetta er rosalegt. Já, heyrðu, við erum líka með það Coke Zero hérna og þetta er alltaf kryddpilsan, þannig að Dominos kom hérna með Dominos kryddpilsur sem er bara pepperoni veisla. En heldur að trúið einhverjum að kassin er lokaður? Nei, opnaði bara. Ég heldur eitthvað að Dói komst eitthvað í dag. Réttu mig slæsu. Já, ég réttaði slæsu. Ég er ekki viss að sé neitt eftir. Það er hættu þessu, það er alveg hellingur eftir. Jú, það er eftir, 2 eftir. Eru 2 eftir? Þetta er gráðum. Þetta er rosalega. Æ, hérna, svo náttúrulega er okkar bestu hérna bakvið. Já, við erum ekki, það er ekki bara við 4 hér. Við erum hérna með hann Benna úr sandkassanum. Getur eitthvað mjúta Dóa á meðan hann borðar? Mjúta Dóa. Það er alveg allt í lagi að taka smá auka ASMR hérna í boði Dóa. Næstu 6 mínútur. Næstu 6 mínútur að hlusta Dóa borða kryddpilsu. Þeir eru svo Móna hérna líka. Hún er að hjálpa til. Þannig að það er fólk hér bak við tjöldin. Og við erum líka að fá góða gesti hérna á eftir, drengir. Það verður gestkvæmt hjá okkur. Bæði á staðnum og online. Eða ekki? Gerum Discord. Já, mér skilst það, sko. Eða eitthvað bara. Já, við erum alltaf nokkuð segið tæknilega. Dói er hér. Benni sér tæknimálum. Ég sett allt upp. Hæ? Hann reyndi það. Benni, hver gaf þér leyfi til að sjá þig? Þetta er rosalega. Ég er bak við takana núna. You have no power. Þetta er tæknilega sig Guð að tala. Ég er ánægður Sjáum til. Já, þetta er mjög fallegu Guð. Rauðbyrkin og flottur Guð. Svo mæli ég með að fólk kíkja aðeins í channel points að það er á Twitch í kvöld. Það gæti leynst smá gleði þar. Já. Varstu búin að fara yfir sponsona? Nei, ekki alveg. Ég var að koma, sko, ég var komið Coke Zero og þáttur. Nei. Við erum alltaf að trúpa. Herru, svo Elko, við fengum óvænt að senda ykkur frá Elko í dag. Topplistan yfir söluhæstu leiki í Elko og PlayStation fyrir árið 2021. Við revílum hann hér á eftir. Þú munt ekki trúa því hvaða leikur er nummer 1. Nei, og jafnvel heldur ekki nummer 2. Hann er, þetta var skrítið ár. Við erum að koma inn á hérna eftir. Þetta var mjög skrítið leikjár. En hérna, þetta er mjög skrítið alls. Þú veist, við erum búin í loftinu núna í hvað klukkan? Hún er bara svona 6 mínútur og Dói
byrjar að borða pítsu og þurrka sér í náttbuxurnar sem eru öfur, það sést kannski ekki. Það sést ekki að ég sé í náttbuxum, af hverju þurfa að minna staða. Þess vegna hann í þeim öfum, svo getið þurrkað síðan, svo fer hann í það réttar á eftir. Þá það bara með, það ekki? Það ekki að gera annars. Herra, við erum líka í boði ljósleiðarans og Vodafone, þar netið eins og að vera Vodafone með fjölskyldupakkan og þannig að það er allt orðið klárt. Eru þið klárir í það, drengir? Ég hef aldrei verið meira klár. Ég sé allavega, ég og Tryggvi erum hérna með chatti í gangi. Hvað er að gerast í chatti? Það er komið gott, þetta er svona Karolina-fund sem í gangi hérna. Þetta er svona, hvað kölluðu þetta? Hópsöfnun, hópfjármögnun? Það er hópfjármögnun fyrir bara góðgerastarfsemi í rauninni, fyrir einhverju special event. Og þú veist, ég held að ef ég ætti að taka þátt í einhverju söfnun, þá myndi það vera þessi. Þú vilt ekki missa þessu. Ef við veit ekki hvað að tala þá bara, þetta sést í chattinu, það er fólki að byrja að dæla í, sko. Er það ekki? Fólki byrja að dæla í söfnun. Er eitthvað upphæðir eða? 43k. Já. 43.000 channel points eru mætt. Já. Og veistu, ég ætla að taka þátt í þessu söfnu. Já, ég ætla að djóka. 100%. Sjá hérna. Ég ætti kannski bara vipp upp símaðið minn. Ég ætla að henda 2 skalli. Já, einmitt. Það er komið 2 skall frá Motti. Og það er bara mjög gott. Herru, þetta er glæsilegt. Þannig að það er söfnun fyrir þig, Dói, í kvöld. Þannig að það verður gaman að sjá hvað kemur út. Það er væntum kæru vinir ef við getum bara sleppt þessu. Ég bjóst við því að þetta myndi kannski vera svona revílað seinni part kvölds. Þetta verður revílað seinni part kvölds. En það stefnir allir í að söfnun klárist bara snemma, sko. Við ættum að vera í svona charity eventum. Við varum bara búin að rigga upp nýjum landsspítala hérna bara fyrir 100%, sko. Það er ekki afmeld fólk. Twitch-chatti okkar væri búið að búa til nýjan landsspítala. Hvað er gengið á channel points yfir í krónur í dag? Ég held að sé 1 channel points, 1000 kall. Er það ekki? Já. Krónan er náttúrulega, sko, channel points á GameTV er náttúrulega auðvitað mjög stöðugur gjaldmiðill. Já, algjörlega. Það er ekki búið að vera neitt, það komið áramót, date með mér hækkaði ekkert. Nei. Ólíkt til dæmis þeim sem að sátu hérna í kryddsildin í gær að rífast eitthvað eitt er alltaf að fara upp og niður og channel pointin eru bara mjög öruggur gjaldmiðill og alveg spurning hvort hreinlega Ísland ætti að taka upp sem gjaldmiðill. Svo er miklu betra hljóð hjá okkur heldur en í kryddsildinni. Heyrðu þetta? Það var bara horfir ykkur á kryddsildinni. Þú veist, hvernig veistu það? Þú ert að baka tjöldin, sko. Þú ert ekkert að heyra þetta. Ég heyri, ég veit alveg hvað þú settir upp hljóðið, þannig að það er alla líkur að heyrist ekkert í okkur yfir höfuð. Kristján. Ætla það sé ekki alveg hægt að setja upp eitthvað svona echo-effekt bara til þess að líka eftir kryddsildinni. Sveita Guðspenni eða svona echo-effekt. Leipa þinn, ég tek í þig. Ég er ekki að tjóka. Heyri, drengir, það er annað. Sjáðu hérna á borðinu. Við erum með gjöf sem við þurfum að opna í beinni hérna og vorum beðnir að opna í beinni. Gerum það eftir, en ég bara pæli, sko, þú veist, erum að fara að þóra þessu. Þetta er náttúrulega, sko, Kaldari og okkar allra besti. Senda okkur þetta. Sko, er ekki dottið út tísku að vera að senda miltisbrandi pósti? Jú, ég held að. Þetta lítur ekki út fyrir það, sko. Það kom gæi með þetta til mín, bara beint heim til mín, frá póstinum, og það stóð Dói Critical á pakkanum. Ég bara, hvernig vitaði hvað ég var heima? Já, það er bara þannig. Þetta er ekkert... Ég meina, þú heitir Critical í símaskrána, eða ekki? Já. Hvað ertu búin að gera? Það kemur samt ekkert óvart, sko. Já, nei. Bara occupation streamer. Já. Nei. Það kemur ekki óvart, sko. Fyrrverandi rafíþróttamaður. Atvinnumaður rafíþróttamaður. Einu sinni. Er það ekki? Jú. Hvað kassaði þér miklu út þá? Best tímanir, sko. Skulum ekkert að tala um það, sko. Tímakaupi var ekki gott. Nei. Ég get sagt það, en hérna... Sko, ég held reyndar. Ef þú googlar það, Benni, nei, við skulum ekki vera að googla. Þá er hægt að googla earnings með minnir að sé bara hérna á HLTV. Við skulum ekki vera að googla earnings. Það er mjög vandræðilegt hvað ég fekk mikið. En það vantar fullt af pening sem ég fekk, sko, þarna. Til dæmis eins og prentarinn sem ég vann fyrir að vinna skjálta. Hann er ekki þarna, sko. Ég fekk að prentara og þú setur ekki verða það, sko. Gjafir í ísbúð eða eitthvað ásköldi. Já, það er alltaf ekkert með til fjár. Þeir eru skoðum bara... En fyrst og fremst þá er bara svo gott að opna þessa síðu alla. Já. Og það er mynd til staðfestingar á þetta sé Dói. Já. Og það er svona... En Kristján, hvað við þú unnið í rafvirðutum? Allan að við höldum áram? Við getum alveg að tala um kammarsferði. Já, en sko... Þetta er svakalegt. Við erum ekkert að posta því. Ég vann aldrei prentara samt sem hann. Ég get alveg sagt þetta. Varstu svona ekkert þetta. pening? Já. Næs.
Ég var sko, tók þátt í Íslandsmeistaramótinu í bakmann og ég hef verið í 5. sæti. Bakmann? Hvað er bakmann? Hanna, sjáu á skjánum. Hanna er lifetime earning. Getur þið summað þess inn á písa? Þessi mynd er tekin, ég var veikur þegar þessi mynd er tekin. Af hverju allar tölur rauðar hann? Er alltaf niðurlega. Brefin er rauð í dóa. Ég var in-game leader, þú fær engin kills sem in-game leader. Oh my god. Nei. Þetta er bara svona. Af hverju þetta hlæja? Hvað er það? Já, þetta er bara... Það er allt raukt. Já, hefur þú spilað á hæsta level eða? Viltu pröfa það? Nei. Ekki vera svona sár. Ekki vera svona sár og reyður. Af hverju þáttu bara þið að drullið upp mig? Nei, það er ekki þannig. Þetta er góð punktur. Þetta var bara mjög gott inn í þessu umræði. En okkur vantar earnings. Earnings að einhvers Please ekki. Þú veist, earnings þetta er kannski vitlaus síða. Ég mögulega senda bara þangað út í að myndin er þarna. En það er til eitthvað rafíþrótta earnings, sem bara e-sports earnings, og þar getið þið fundið dó. Já, við þurfum að hvetjum ykkur til að fara þangað inn. Og getur svona reiknað tímaköku. Við erum ekki verið að googla í beinni, Benni. Við erum takið út af skjánum og setja aftur inn. Já, definitely ekki googla í beinni, please. En þar getur verið gift certificate on Dairy Queen, eða eitthvað. 10 pieces of ice cream. I like to live dangerously. Þetta er áramóta þáttartekir og við ætlum að snerta á ýmsu og við gerum könnun meðan áhorfenda. Og það er ennþá að taka þátt, þetta er náttúrulega lifandi þáttur. Já. Það er að fara inn á kryddpilsan.gametv.is ef þið viljið taka þátt. En nú ert þú ekki einu svona með tölvu til að segja okkur niðurstöðu? Ég er með síma gamli minn, já, ég veit allt klárt. Þetta er gamli skólinn hérna, ég viðurkenni það. Þetta er flott, skilur, þetta er svona presentable að vera með pappi fyrir fram að þá getur það gert svona nákvæmlega þetta. Hann er líka búinn að loosen up, sko, hann er búinn að vantar eina tögu. Það var í 2, sko, og bara heldur kvöldin heftir að lamma. Drengir, fyrst ætlum við að byrja því að velta fyrir okkur og bara ræða okkar á milli hérna og tjátt ekki tekið þátt. Hvað var það svona sem ykkur fannst standa upp úr leikjáru 2021? Eitthvað svona atvik eða atburðir eða eitthvað hérna á Íslandi, erlendis? Sko, Íslandi er náttúrulega 100% bara Riot-mótin sem voru hérna 2 á handinu. Það er náttúrulega stór... Við erum að standa upp úr jákvæð hérna núna. Þetta er bara gott. Stærsta góða á Íslandi er 100% það. Við erum ennþá áttugur á hversu stórt þetta verður og hversu mikil áhrif þetta hefur fyrir Ísland. En fannst ykkur ekki magna með þetta mót? Þetta er sko heimsmeistaramót í þessu, risaleik. Og maður bara tók ekki eftir, það var ekki eitt fáni sko á göttum borgar. Nei, mér finnst það skýta. Já, mér finnst það leiðilegt sko. Buks. Já, ég er sammála því. Það var fullt af fólki sem kom inn það og ég verð bara að segja að ég persónulega var fyrir miklum vonbrigðum með, ég veit ekki hvort það er borgin eða hvað, að einmitt sko, þú veist, hvar var hérna bara vegurinn sem var bara með fána bara alla leiðina niður að Laugardalsvöll. Akkur þetta hafi ekki gerst, ég meina þetta er risa viðburður. Þetta gerist alltaf þar úti, sko. Já, þú veist, ég þekkti hittugura sem var að vinna þarna, eitthvað svona hjúkað eitthvað og hún skildi þetta ekki neitt. Nei. Hún bara, þú veist, hérna eru bara einhverjir strákar og þeir eru bara trýtaði sem einhverjir guð, einhverjir súperstjörnur og ég bara skil ekki, þeir eru bara að spila tölvuleiki. Talar hún svona það? Sko, hún skrifaði þetta til mín, en ég las þetta svona og ég held að hafi meint þetta svona. Ég ætla að hafa það henni. En ég las þetta, ég var bara, þú veist, en þú veist, fólk bara skilur þetta ekki. Já, ég verð að segja að Tinderspjallið er dýpar en maður heldur. Ég veit það. Þetta lítur að vera smittan, sko. Þetta er ekki bara tipparmyndir og skilur eitthvað svona, skilur, þetta er alls konar bara, maður höfð djúpt í hlutina. Ég er sammála, sko, það var, við verðum með handbolta, heimsumstöðunar í handbolta þetta. Það vissi allir að því. Já, nei, það var ekki bara aðal. Var aðal líka? Já, við tókum held ekki eins og þátt. Er ekki meira áhorf á þessu móti heldur en þessu handboltamóti? Það er meira áhorf á þessu móti heldur en eiginlega alla aðra íþróttaviðburði heims. Það er svo skömmusulegt að það var bara ekki, þú veist, bara risa event. Hvað er þetta bara... Mér fannst við gera á lítið sko úr þessu hérna innanlands. En það var mjög áhugavert. Nú vinn ég í markaðsbransanum svona dagstæðlega og svona meðan að móti var í gangi þá voru rosa margir sem var svona herri, þessar rafíþróttir, þú ert nú eitthvað inn í því. Getur þú frætt með það? Og hérna, en þú veist, eitthvað svona að byggja ón á þetta til þess að einmitt gera þetta eitthvað meira. Þú veist, við erum að tala um það, bara fyrsta vídeóið sem kom, þegar var hérna bara eitthvað þú veist, og nú er ég að tala fyrir MSI, sko, sem er litla mótið sem kom fyrst, að þegar var svona revílað að væri hér, þú veist, þetta er bara stærsta túristöflýsing sem við höfum fengt. Já, það var rosaleg vídeóið sem voru gerð, sko. Og auglýsingar frá, var ekki Benz eitthvað sem gerði tóku rafmagnsbílana sína hér og ég minna, þú veist, þeir voru með allt Reykjavík stúdíu og sparendur aukaefni, þú veist, þetta er galist og náttúrulega, ég held ég verði að sammála þessu, spurningin kemur náttúrulega út frá því
með hvaða stærsta árinu. Það eru nokkri hluti sem standa upp úr England. Það er klálega, þú veist, ég er ótrúlega stoltur að horfa þetta ár og horfa á stækkunum og Game TV, allar yfirtökurnar, Bay Patrol Queens og Sandkassin að mæta inn, vöxtin á Vodafone-deildinni og allt sem að gerast í kringum hana og svo bara svona yfirallt. Þetta stúdíó sem við sitjum í náttúrulega í Arena, fólk hérna frammi bara að fá sér kaldan og horfa á þáttinn og spila leikinn og þú veist, bara allur þessi vöxtur. En svona eitt dæmi, það hlýtur að vera eins og segir, mótið. Það verður ekki stærra en það. Og náttúrulega það sem er stærst í þessu, sem að fólk kannski átta sig ekki á, er að við fáum fyrsta móti af illri nauðsyn hjá Riot. Þú veist, við erum eitt af því fáa sem að, eitt af fáum löndum sem bara gætt búið upp á rétta sóttkví og allt þannig til þess að koma þessu inn. Já, algjörlega. Það gengur svo vel að þú veist, Riot kemur með stærsta mót ársins, bara stærsti ívent í rafíþrótta heiminum, mætið. Kom ekki eitthvað upp á þessu allir upprunalega að vera? Það var svona last minute breyting eða eitthvað? Þeir voru með einhverjum nokkra staði. Taka ákveðin einhverjum 8 vikum fyrir. Þeir voru með einhverjum nokkra staði. 8 vikum fyrir svona stórt mót. Já, það er rosalega. Svo einhvern veginn, Líðið Fugl sagði mér að eina vandamáli sem kom upp með fyrra mótið, sem sagt MSI, var að það var svo óbúslega mikið að dóti fast í einhverju skipi sem að lá á hlið í skurðinni. Suez-skurðinni. Evergreen var þarna eitthvað. Það var eitthvað smá vesen og ég heyrði þetta á því að þegar tryggingakleimið var sent það var allir með allt mördsið, þannig að bara eitthvað 4.000 tímóbangsar. Það var mjög skrítið að finna það út, þannig að það er gaman að þessu. Og þeir bara sjáum hérna, þú talar bara lokal hluti og það sem er búið að gerast með þetta stóra mót. Þetta er bara stæðsti viðburður sem haldi bara, það er búið að halda hérna tónleika með Ed Sheeran, það er búið að halda hérna risa tónleika með ýmsum böndum. Og þetta bara toppar allt slíkt, sko. Þannig en samt tekur kannski almenningur í Íslandi ekki eftir því, en svo þegar við tala hina hlutina, eins og Vodafone-deildin stækkar, rafíþrótti fleiri í Íslands streymi, þetta er eitthvað sem fólk finnur kannski. En það er samt almennt skítanúli að íslenski fjölmiðlar hafi ekki hæpað þetta upp og bara að borgar, að ríkir... Íslenski fjölmiðlar, ég ætla að gefa sjátt á, þú veist, Vísi, á RBS og náttúrulega á Stöð 2 e-sport fyrst og fremst, sko. Það er búið að byggja þetta allt sem upp. En ég er meira að hugsa um þetta, ég vildi sjá, þú veist, bara Reykjavíkurborg fara á henni. Já, ég vildi samt sjá bara að fólk myndi vita hversu stórt þetta væri. Meiri fréttir það. En annað, ég meina, hversu stóri er þessi leikur hérna á Íslandi? Það er eina vandamáli með LOL, sko. Hann er eða bara í Evrópu? Á Íslandi. Er hann stór í Evrópu? Já, hann er það. Stærsti leikur í heimi. Hann er stór. Ok. Ég er aðeins að renna yfir Citizen Skyrim. Er í lægi með þig? Já. En hvað segir þú? Þeir sjá ekkert að skjá, menn af hverju er þetta bringið upp? Ég spilaði töluleik. Hvað var þér standað upp úr? Nei, ég er rauninni bara sammála þessu, sko. Ég held að ég hef... Rólegur að stela bara okkar. Já, ég veit það. Ég er alltaf með það sem þú settir þetta inn, sko. Ég er með þetta allt vel undirbúið. Já, það. Þú segir hérna, World of Warcraft Season of Mastery. Já, erum við að tala um bara góð, við erum að tala um bara góða hluti. Já, þetta var þetta sem ég sett í slæma hluti. Nó, ok. Þetta er svolítið góðu hér, sko. Því að fyrir neðanstættur Ísland heldur risamót, fannst þið það líka slæmt? Nei, mér finnst það gott, sko. En ég held að ég bara setti allt inn sem að mér fannst bara svona skera fram úr gott og slæmt. Season of Mastery? Já, þetta var svona það sem mér finnst aðstæðlegt, sko. Já, ok. Ef við ætlum að ræða það, sko. Nei, við komum inn á það þér. Já, segðu okkur bara frá því. Það er til að blanda þessu saman. Sko, þú veist, eins og alheimur veit, Blizzard, allt niður sig. Elskaða fyrirtæki fyrir skiluru nokkrum ári síðan, með allt niður sig. Algjörlega. Og þeirra stærsta barn, World of Warcraft, er gjörsamlega búið að skýta á sig, sko. Þeir gáðu út, já, þú veist, nýjasti leikurinn er bara Svorp, sem enginn er að spila, þannig að þeir gáðu út fyrsta leikinn aftur núna fyrir 2 ári síðan, sem að gekk bara fáralega vel. Bara miklu betur en þeir höfðu nokkuð sem að þorað að vona. Algjörlega. Hann klárast núna bara í lok, bara þessu ári held ég. Snemma þessu ári. Ég man ekki nákvæmlega hvernig það var. Voru við ekki að byrja í... Hvernig vorum við að byrja? Classic, það var bara einhvern februar-mars. Já, þá voru þeir ákveðir, gefum út næsta leika, því það var bara allt búið í fyrsta, gefum út nummer 2. Hann gekk ekki alveg nægilega vel, þannig að bara, þú veist, 6-7 mánuðum síðar, þá bara gefa þær aftur út fyrsta leikinn, bara aðeins tweakum eitthvað svona sem að segja mér bara, þú veist, hversu desperate
hversu desperate ertu orðin á að gefa út leik og að reyna að mjólka þetta samfélag. En ég meina, ef að Dominos geti selt þér sömu pítsuna aftur og aftur, það er það mjög gott business model. Ekki sambarlegt. Já, ekki sambarlegt, sko. Ég meina, þú veist, pepperoni veisla er alltaf góð, sko. Skilurðu? Kannski ekki þú búin að borða hana og... Já, þú veist, ef ég væri búin að borða pepperoni veislu í 1,5 ár. Ég var að meina actual sömu pítsuna, einhver hringrás. Já, ég veit ekki, þetta var bara svona, þú veist, þetta lyktar bara eins og desperation, sko. Og þú veist... En byrju seasonal mastery. Já, þeir sérst gáðuð fyrsta leikinn aftur, nema þeir eru búin að breyta hann aðeins. Og laga ykkur að galla. Laga ykkur að galla, gera hann aðeins erfiðari, breyta smá. En basically nákvæmlega sami leikur afturmættur. En eru ekki ennþá með Burning Crusade í gangi líka? Jú, svo er Burning Crusade í gangi, svo er Burning Crusade ennþá í gangi, gengur illa. Aðaleikurinn þeirra er í gangi, gengur örugglega ekki vel. Ég hef spilað hann eitthvað smá. Og svo kemur þetta og maður er bara... Þú ert reiður. Get your shit together. Maður sér það, þú ert reiður. Ég meina þú veist að ég held að það sé engin leikur í heiminum sem ég hef eytt miklum tíma í. Hvað heldur þú að hafa eytt miklum tíma í World of Warcraft? Wow, bara hoppa hringi í Aeroforts. Viltu vita það? Það er bara að skjóta það. Ég myndi segja örugglega nálgast svona 250 daga. Wow. Síðan hann kom út fyrir hvað? Hann kom 2003 eða 2004? Já, ég held ég að vera 14 ára þegar hann kom. Já, skilur við. Þannig að þú veist, það er vandræðilega mikill tími og mann er þykir vænt þetta. En svo horfum maður á þetta og þetta er bara, þetta er svo slæmt. Þetta er nefnilega það. Svo slæmt. Mér finnst mjög líklegt að þú hafi spilað sko meira heldur en 250 dag. Já, ég veit að ég var að vera óæð, það eru örugglega 300 sko. Af því að ég veit hvað ég er með á mínum main karakter og það er yfir 356. Hvernig klúrar ykkur svona eins og WoW? Þetta er bara staple fyrir MMO. Hvernig klúrar þessu svona rosalega? Þeir, sko, eins og, það munið alltaf til frægu setningunni sem kemur frá forstjóra Blizzard það er allir að biðja fyrsta leikinn aftur. Þetta er fyrir nokkrum ári síðan. Það er allir að biðja hey, hafið ykkur sem íhugað að bara gefa út fyrsta leikinn aftur og leyfa fólki bara að spila það. Og gæinn sem er forstjóri á þessum tíma, Blizzard bara segir, þið haldið að þið vilja en þið viljið ekki. Það reyndist náttúrulega bara alls ekki satt, sko. Og þeir voru bara búin að vera að gera alltaf svona þægilegur og allir þessi leikir eru byggðir á samfélaginu, communityinu, þú skilur. Þú veist, þú spilaði með einhverjum og þekkti nafnið hann, skilur. Og þú veist, og það var það sem þetta byggðist á. Síðan bara þróa leikinn þannig að þú þarft ekki að tala við þig. Þú bara ítir okkur takka, joinar þetta, frábært, þú færð bara sjálfur ykkur gæja með þér, þarft ekkert að segja við á, þið bara gera eitthvað, þú lífar, þú sér það aldrei aftur. Það er það, held ég, sem það drapina leik. Já, þetta var alltaf bara mega tengslamyndun og... Þetta var mega tengslamyndun, þú þekktir fólki sem var hljóð fram hér, bara hei, ég gerði þetta með þessum og þetta og það bara breytist. Svo líka, sko, eftir að endgameið, þannig að vandamáli kannski líka sem gerir svolítið með endgame WoW alltaf, var að ég man Vanilla upphaflega þegar ég var bara galið spenntur að reyna að leysa eitthvað dungeon með en náttúrulega leið og það eru konið gætar fyrir einhvern einasta hlut sem það fyrir að gera. Það er alltaf einhvern búinn að lesa það í 40 manna reyti. Já, en þú veist, og mann hélt það þegar fyrstileikurinn kom út aftur, það er allir búinn að gera þetta milljón sinnum, það er allir búinn að lesa það kunnut allir og maður hélt kannski að þetta myndi ekki ganga neitt óslega vel, en þetta gekk rosalega vel. Bara, þú veist, fárlega vel. En svo bara einhvern veginn náður ekki að finna næsta skref. Þetta er held ég bara svolítið vandamáli með töluleikja fyrirtæki og við held ég allir sett niður vonbriðin bara með kannski, þó tökum vonbriðin aðeins inn í þetta bara með leikjaútgáfun á árunni. Það er náttúrulega COVID spilar eitthvað inn í eitthvað meira vesen hjá leikjum en það er að koma út bara endalaust á brotnum leikjum. Það er bara Battlefield og það er bara þema ársins. Ég hef reyndar áhyggjur af tvennu þegar kemur að því. Ok, fyrsta leið er að fá endalaust á brotnum leikjum. Svo hef ég smá áhyggjur að líka hvernig eiginlega allir leikir sem kom út fá betri view. Þú veist, mér finnst búið að skemma leiki áður en ég prófa það. Því þú veist, þetta er svona eins og það kemur einhver mynd í bíó og það segir allir hún sé bara glötu og fer ekki á hann í bíó. Og þú ferð með það hugafarinn og meira sem þetta þykir fín þá var hún bara svona, hún var samt frekar léleg, sko. Það er búið að benda þér á flóinni. Og mér finnst Battlefield til frábært dæmi. Ok, hann er brotinn, hann er astnalegur, það er allir fjandinn að honum. En ég meina þegar við veitum eftir með Battlefield, þetta er skemmtilega konunglega. Það er náttúrulega ekki leikur, það er svolítið ekki leikur, það er bara, þú veist, uppkristan af leiknum sem er skemmtileg. Það er gaman að vinna saman að markmiði. Og ef við ætlum að skemmta okkur, við myndum skemmta okkur alveg jafn vel í Battlefield 5. Battlefield 5 myndum við skemmta okkur betur. Kannski. Heldur en Battlefield 2042 og það er málið. Það er leikur svo erfitt að halda áfram með einhverja seríu að þú veist, það er náttúrulega, þú veist, átómatískt bara ákveð að þú er að toppa. Þú veist, Lion King 2 er sannlega mestu vonbrigði mannkynssögunnar. Þú veist, það er ákveður að toppa það sem var á undan og þeim er ekki að takast. Nei, svo þú veist, þegar Call of Duty kemur út á hverju ári
En Battlefield gaf sér bara, hvað ekki, 4 eða 5 ár síðan síðasti Battlefield kom út. Og þeir, ég veit ekki hvað voru að nota tíman. Þetta bara, verðist eitthvað þegar það bara þeir underdelivera bara á öllum levelum í Battlefield. Ég skemmti þess að tímanum, mér finnst það alveg góður. En ég keypti hann, sko svona pre-keypti hann, gæti spilað hann einhverjum nokkru dögum áður en allir aðrir, borgaði þetta 20 evrur auka fyrir það. Og hann var ræður. Ég komst ekki inn á hann, það var bara server error og þú veist, en ég borgaði meira en hinir og ég, þú veist, loksins þegar ég komst inn, þá átti ég að bara hjálpa þeim að laga hann. Og þetta svolítið trendi, skilur við. Þú varst bara basically að testa hann. Þú varst að borga fyrir að beta testan. Ég var að borga öðrum fyrir að testa. En þetta líka bara svolítið orðið trendið mitt. Þú varst að pre-order einhverja leiki sem eiga verið að delivera á einhverjum x tíma. Og þegar þú voru svona pre-order einhver leik sem leikið hann auður, skilur, þá verður það bara til liver á þessum tíma og svo bara kemur út þetta sorp. Ég séu Cyberpunk, breyðið 2020, hann var óspilanlegur á PlayStation 4. Samt bara kemur út, þeir lokkuðu bara augun og sagði, já, við býðum bara eftir. Búin að fresta með 3 ára eitthvað, bara nú verðum við bara. Hversu slæmt getur þetta orðið? Já, en við sjáum að Cyberpunk í dag, hann er mjög flottur í dag. Hann er spilalegur og skemmtilegur, en hann er samt ekki það sem hann var að búast. Okkar maður Rósegrans er að skjóta inn Battlefield 2042 klúðursögu segja hann hafi verið Battle Royale fyrir 18 mánuðum fyrir release og sveitsa svo yfir í multiplayer á mjög stundum tíma. Kemur ekki óvart. Við hefum spilað mótið í honum sem er sem sagt Battle Royale mótið. Henni svo hefði bara sagt, við ætlum ekki að gera Battle Royale, breytum þessu eitthvað aðeins. Þeir fóru okkur mótrófi, við ætlum ekki að vera svo hinir. Við gera eitthvað nýtt, brjóta hefðina. Ég held líka sem Battle Royale, þá virkar Battlefield líka alveg, því að þú veist hversu pirrandi væri bara eitthvað, herri, þú ert í Battle Royale, en það eru bara hérna eitt lið sem eru bara á einhverju Apache Warcopter, einhverju þyrlu, sem að bæða við, ég fór til með bróður minn núna daginn, og hann er mjög góður í þessum leik, ég hef aldrei spilað Battlefield með maður og var bara eitthvað á byssunni og hann var að fljúga. Þetta var svo ógeðslega gaman sko. Þú veist, ég satt bara þarna bara. Já, það er mjög gaman. Þú veist bara ekki að plaffa niður liðið sko. Og ég er alltaf mjög gamall og hægur svo þið þekkið í öllum skotleikum. Þannig að mér er mjög þægilegt að hlamma mér upp í skriðdrega með einhverjum góðum og bara slaka á. Ég bara legg frá mig pinnan og bara Já, það er bara draumurinn af þér. Að vinna með liðinu. Já, ég er bara bóraskur stuðning og segi ég bara nei, how do you do? My name is Ole Jóhann from Iceland. I'm sitting in the back of your tank. Já, þannig er þetta bara. Heyrðu, við tókum könnunum meðal áhorfenda þetta líka og ég er með sláandi, lifandi niðurstöður. Það var hátt í 300 mann sem tóku þátt í könnunni sem var mjög gott. Og 30% sögðu að það sem hafi staðið mest upp úr leikjárunni hafi verið skortur á núverandi svona generation of leikjartölum, PlayStation 5 og Xbox. Það er 30,2%. Já, þeim finnst að þetta er náttúrulega, þetta er hræðilegt. Þetta er COVID alveg í sinni tærustu mynd. Er þetta ekki líka einhverjir kubbar og eitthvað vesinn? Þetta eru skjákort og þetta eru öllur En af hverju er skortur á því? Hvað vil það segja? Það getur ekki það. Nei, hvað af hverju er framleiðslan niðri á þessum íhlutum í þetta? Er ekki bara vöntun á efnunum sem þarf í þetta til að náma? Ég held að sé bara sambland af fullt af hlutum. Er það samt ekki mjög öllu líkindum eitthvað tengt Bill Gates og 5G-flugunum sem hann er að framleiða? Jú, það er mjög líklegt. Ekki í sjónvarpinu, Kristján. Þetta hann báði okkur að tala ekki um þetta. Herri, en í öðru sæti er vöxtur rafíþrótta á Íslandi 22,4% sem er bara mjög gott. Streymin er með 18,8%. Mikil aukning í íslensku streymum, fólk er að fíla það. Já. Og ég ætla bara að segja hérna Riot Games með mótin sín sem við komum inn á hann. Svo er einhverju búinn að setja þetta inn mánudagskvöld. Ég er að fíla fólk gætt bætið, það er mánudagskvöld og já, skortur á Nvidia, það er alltaf svona kemur inn í þetta allt saman. Það er skemmtilegt. Já, það er gaman að því. Þannig að mánudagskvöld að mati 0,8% þeirra sem kusu, þá standa mánudagskvöldin það er hellingsfólk. Og ég held bara að klappa fyrir okkur bara 0,8% af kjósendum, kannski ekki alveg þjóðinni. Nei, þetta var alveg hálf manneskja. Af þjóðinni. Nei, þetta eru nokkrar. Þetta eru nokkur 100 svör, kallum. Já, það er þetta mjög gott. En hérna við, sko, úr þessu yfir í svona vonbrigðin, hvað segir hérna, sko, við settum þetta niður eitthvað slatt af margir tölum GTA Trilogy sem kom út. Já. Definitive Edition. Ég leit ekki svona vaða þetta, sko. Ég er búinn að prófa hann. Sko, þarna kemur aftur að sko, það er búið að gera svona fanútgáfur af GTA-leikjunum gömlu sem eru bara að lúkka eins og nýji GTA 5. Geggja flottir. Rockstar skýtur þetta allt niður og vill ekki sjá þetta. Svo koma þær með eitthvað að þeir bara sko, það er eins og þau séu bara að reyna að bóna eitthvað með skít sko. Það sé ekki daginn þegar við kært eitthvað sem var að búa til svo gefa þær út leikinn og hann er bara bilaður. Keiftu náttúrulega líka hérna kóða af einhverjum gaur sem að
og fólk bara, vá, hvernig mikil peningur, en það actually kemur einhver forritari sem að laga þeim loading tíma. Já, ég get sjá online. Það var bara eitthvað, vá, borguðunum $10,000 fyrir þetta. Þú veist að Rockstar, það ekkert fyrirtæki sem mjólkar jafn mikið af peningum. Svo basic hluti sem var bilaður. Já, ég held að GTA Online eitthvað tekið og þessi bara leikur allra tíma, held ég. Hann alltaf toppinn. Við skuldum, nota bene, annað hæst og roleplay kvöld. Við þurfum að fara í roleplay meira. Ég væri til í, ef það er einhver tjattur að henda Polly í gang og já. Hvort að við hefum að detta í roleplay eftir það? Því að við komum yfir á eftir, við spurðum klippur ársins og ég held að 3 af 5 bestu klippur ársins komu úr GTA bæði hæst eða roleplay. Og það er eitthvað sem við hvílt lengi þannig, ég held að við getum gert roleplay svo miklu betur núna með alla græðina sem við erum konum með. Þetta verður eitthvað svona lélegt eins og seinast þess að við heyrðum ekki allt og hljóðum voru ekki ljóðu gott. Já, ok, þannig að okkur vantar græjur til þess að roleplaya betur. Ég held að ég vanti bara miklu starra glas heldur ég með að vekna saman. Ég viðkynnt á þau, skilurðu. Ég náttúrulega, ég fór í karakterinn Anaconda og ég held að ég hef klárað heila hvítuslösku á þessu kvöldi. Og hún var náttúrulega bara graður og graður eftir þessu leið á kvöldi. Hvítunni. Eins og hvítunni er þekkt að gera. En er það eða? Halló. Ég er bara að spyrja. Já, algjörlega, en þú veist, ég fannst það mjög gaman, en þú veist, ég var svo búinn að því, eftir þetta kvöld. Við vorum að 30 með, en djúvill var þetta gaman. Megum við fá eitt rósmundur. Rósmundur. Bara eitt. Rósmundur er svona alveg svo Óla dæmi, sko. Þetta er svona betra. Rósmundur, þú gerir ekki neitt rétt! Ég er kannski bara að sjá þrjár vikur, sko. Ég fór í styrt í fjötunum. Einhver high-pitch kallmaður búið með hvítugflösku og öskraði. Þetta er alveg hræðilegt. Það var líka svo fyndið, þetta bara þróaðist. Þetta var ekkert eitthvað planað. Þetta bara þróaðist svona og svo var þetta bara eitthvað mín. Það eina sem var planað þetta kvöld var það eina sem endaði eiginlega ekki á að gera neitt fyrir okkur. Já. Það var einhver sögu þar. En vá, sagan sem var búið að búa til fyrir okkur af heiminum hana. Já, geggjum. Þú veist, allt þetta lif, þú veist, ég gleymi því aldrei þegar að Óli er að labba, að læðast á bak við einhverja gaura með regl. Já, það er þegar við erum að stela flugvélinni og þið segir mér að fara fyrst og ég á að tæla hann einhverja 3 gangstera. Gæjar á traktor. Já, og svo fyrir við lengur og þá eru 3 gæjar eitthvað að gera með bíl og ég á svona vera distracting. Og ég átt að vera distracting fyrir það, þannig ég stendur frá mér eitthvað að reyna mig og þið að læðast og svo eru þið bara allir bakum með Óli með reglíf. Já, maður verður að vera með. Erum mættir mótmælendur? Mér sýnist að við séum með mótmælendur. Hvað gengur hér á? Djús mórall er þetta? Kryddpjöldur, hvað stendur þarna? Snáa þig! Streaming er ekki annað að vinna. Streaming? Herðu, við getum. Hver er þetta? Já, þetta er alveg. Við tökum, á næsta ári verðum við eitthvað að koma upp fyrir þetta. Þetta er aðlega eitthvað mótmælendur. Flöstum gluggan. Það vantar dyraverð hérna í Arína. Við viljum ekki mótmæli. Já, við viljum ekki mótmæli, komum upp með þetta. Það er bara þannig, herðu en drengir, já, þið séu GTA Trilogy, ég er alveg samanlega, þetta er skrítið, það er ennið brotið leikurinn, það verður að tala um Battlefield hérna. Svo verður að tala um New World, þið voru að drulla yfir hann. Vombriði. Sko, munið þið hvað ég er reynd að selja ykkur New World mikið, eins og þér, Tryggvi? Já, ég man eftir því, þegar þú varst að spila betuna það ekki. Út af því að upp í level 30 er hann aðeinslegur. Þú hefur komið sér ofan level 30? Það er út í nenni ekki lengra. Það er ekkert markmið í honum, það er ekkert endgame, það var það sem að WoW hafði umfram að það er endgame í leiknum, sko. Það er rosalega þunn. Það er PvE endgame. Já, sko ég er komin í maxlevel, sko. Ég man, sko. Það efa það ekki. Já, það efast það enginn dómi. Hvað er að ykkur? Þú varst komin í það á degi 2. Málið með New World var það, þú veist, það er ekki oft sem maður fær svona þessa tilfinningu. Maður stígur inn í leik að maður er bara, vá, þetta er geggjað. Skilur, við erum búin að spila töluleiki það lengi, það gerist ekkert vola oft að eitthvað leiðis gerist. Ég upplifði það þegar ég byrjaði að spila New World. Þú veist, ég og félaginu byrjum að spila 2 saman og þú veist, hann er svo flottur, tónlistin var geggjuð. Allt kraftingdóti er að besta sem hefur gert í einhverju leik. Já, hann er svolítið byggður eins og RuneScape, skilur, þú ert með 1 í öllu og þú getur gert allt sem þú vilt. Þannig að þú veist, hvaða leið viltu fara? Bara verða þeirra góður. Og þú veist... En hvað? Bara missaði flugið eftir level 30? Já, sko málið er, ég man bara, ég spila hann að leik svo mikið. Ég er bara, hann glyfti mig, sko. Mér varst það svo góður.
Stóð með dúsæti að hann var í hina áttina? Var þetta bestu leikjum á hann? Nei, ekki ekki. Vandamálið við hann var, skilur, að þú spilaðir, þú varst bara, hann byggði svo mikið krafting, þessu adventure að finna eitthvað nýtt og nýtt og bara, wow, þetta geggjað og þetta blóm og meikar ekki sens, en var geggjað. Síðan heldur áfram að levelur upp og svo hægt og rólega að ferða að fatta að þú ert alltaf að gera sama dæmi. Þú ert að bæta sama fucking mót. Þú ert að gera sömu questin og þú ert að berast við sömu gaurana. Skiptir engum máli þú skiptir á milli svæða. Þú ert alltaf að gera nákvæmlega sama dæmi, sko. Benni, þú ert að unmjúta, þú ert að setja aðtölvuna út á stereomix. Þannig að það heyrist í Benni. Hann alltaf að segja svo skrítið Benni ætlaði að hafa þetta svona. Benni ég kenni þér þú settir þetta upp, sko. Þetta er svart. Þetta er rosa. Já, en en þetta er stærsta fyrirtæki heimi nánast. Já. Amazon sem er á baki. Þetta er líka keypti bara annarkvæmt stúdíó sem var til að búa til Amazon. Já, þú keypti annar stúdíó til að gera leikinn. Já, ég keypti mörg. Sko, miðað hvað aðeins með leik, þá gera það svo margt rétt. Já, crafting og gathering og harvesting, það er æðislegt í þessu leik. Hann er bara ekki skemmtilegur, það er vandamálið. Hann er skemmtilegur, en þú þarft bara að þetta er eins með MMO, þetta er bara MMO vandamál in general, þú þarf að setja ómikil tími. Já, og það er alltaf langt þannig að þú byrjar í einhverju sem er, þú veist, eitthvað að brjóta þetta upp. Já, en þú veist, í WoW, þá var maður að taka fyrstu dungeonin á level 9 og þú veist, og ég man ennþá eftir tilfinningunni, bara 14 ára Kristján að fara inn í eitthvað dungeon og ég var bara í level 9 og ég var bara sem í smeykur við gæjan sem ég var að fara að mæta, skilur. Þú veist, tilfinningarna sem það bjóð til, það var svo geðveikt og ég veit ekki hvort það var út í að ég var ungur og gæti verið, ég var náttúrulega ekki 9 ára. En ég sagði level 9 og ég veit að hvað er það ekki 9 ára? Er ég þá að level 100 núna? Já. Og max level það var svo mikið, ég veist. Já, það hlýtur að vera búið. Nei, ekki, þú átt 10 ára eftir í að verða max level. Já, ég held að, ég á 10. Ég er level up 10. Er ekki 60, max í öllum leikum? Jú, það var 60 í þessu leik, en skilur svo spurning hvort þú fáir expansion. Já, það gæti verið. Þú eigin skipti og efri árum og eitthvað, bara pakkamatur og í bökkum. En er þá bara, þetta er ekki peningar sem þetta snýst Amazon, alla peningi í heiminum. EA, Activision, þetta eru ríkust fyrirtæki bara sérstaklega genið COVID. En það verður stengi geta einhvern veginn... New World var ekki brotinn, sko. New World var actually ógeðslega vel, það var lítið glitsa. Já. En hvað er þetta þá? Þetta er fókusvandamál. Já, þetta var bara, já, þú veist, og það er það sem að leikunni gerði og það sem maður eru alltaf heyrt, skilur, að þeir vissi ekki hvort þeir átt að vera player versus player eða player versus environment. Nákvæmlega. Og þeir ætluðu að vera player versus player að lóksta lengi. Þangað til þeir föttuðu bara, heyrðu, þetta mun kannski ekki endast. Þannig að þeir fóru að bæta hinum við. Þannig að þú fékkst einhvern veginn svona 2 útgáfur, báðar ókláraðar. Ég skil. Þetta er Jack of all trades. Já, Master of None, skilur. Þannig að þegar þú varst komin upp í level 30-40, þá varstu bara, heyrðu, ok, ég er búinn að drepa sömu gæðina bara, þú veist, í 100 klukkutíma. Þetta er orðið frekar þreytt, sko. En eftir fyrsta kvöldið á spilun, þú veist, maður búinn að spila í einhverjum 2-3 tíma, þá fór maður bara, þú veist, þá var mér þátt ég bara samtölu til ykkur bara, hei, við vorum aðeins búin að leikur í WoW Classic og þá einmitt kom þetta bara, þú veist, Tryggvi, þú verður bara komið í leikin. Þetta er bara, þetta er gegn. Hann fór akkurat úr betu þá og ég príordaði í betunni og en svo bara einhvern veginn, og ég get alveg sagt að betan þar var betur kláruð heldur en öll releasin og hinleikunum sem það vantaði eitthvað stöff í hann, en það vantaði þá bara og það var bara að vita að það vantaði og það var bara, þú veist, eða sagt bara this content is not available yet eða eitthvað álíka. En sjá, þetta virðist vera þess að séu Battlefield, þetta eru kannski 6-7 level í leiknum þegar hann kemur út. Það eru 15 byssur í að heila eða eitthvað, 10 eða 15 eða eitthvað. Og annar leikurinn sem ég sett sem vonbreið þetta er Outriders, hann er svona svipaður, þetta er eins og Gears of War, samt svona roleplaying og það er svona cover-based shooter einhvern veginn. Hann er bara alltaf það sama. Það er komið fleiri mótali, sandkastin og heim á leikvöllunum ekki TV. Einhver sem ekki sens. Taktu það, Benni. Ég elskar að við erum að kommenta þetta en ekki þetta, þannig að þetta er eitthvað farið þegar við erum að taka eftir þessu. En allavega, Ég er þetta sammálið, sandkastin og heim á leikvöllunum. Já. Þetta er ekki svona mótmáli, þetta er bara staðrend. Það er svo menna að vera að byrja í þessum bransa, gæri einhvern veginn bara, heyrðu, já, við gerum hérna New World og Outriders og bara, okkur testar hann ekki bara, já, mér leiðist bara eftir 100 tíma. Þetta er flóknari það, maður. Það er alls konar sem fyrir úrskeiðis við gerð leiki. Þetta tekur ógeðslega langan tíma og þú ert að fylgja sín hjá okkur nokkrum oftast. Þannig að, þú veist, ég veist að það er það sem að fara úrskeiðis. Já, og þú veist, eins og ég segi, þú veist, fyrstu 30 levelin í New World, amazing. Hann er skemmtilegur. En fóru enginn í development tímanu yfir þau eða voru þeir bara... Nei, ég hætti í level 40. Ok, hann er skemmtilegur. Við erum að detta út á sama tíma. Já, ég var bara einhvern veginn... Mér fannst ég bara alltaf vera að hlaupa og ég gæti ekki hlaupið hraðar sem fór mjög mikið í töðunar. Og mér vantaði rosalega máttið. Hlaupur hraðar á vegum núna. Jaha.
En þetta bara eitt, skilur þeir laga það einhverjum mánuðum eftir á. Bara sem þema töluleikja. En það ekki bara orðið þannig að við sem neytendur erum bara orðnir hluti af development-liðinu, við testum þetta fyrir á lokametrunum. Eða ekki hægt að testa leikinn in-house eins og ferli leikaframleiðslu orðið það flókið í dag að það bara ekki hægt að testa in-house. Þeir eru með testing department og allt, það er game testing sem það. Ég ætla að taka fram að 91% áhorfenda vilja að við förum aftur í GTA Roleplay. Já, geggjað. Þannig að það verður bara gert örglega í janúar. Það verður bara gert fljótlega. Bara að fara beint í það. Það kom fleiri vonbrigði hérna, Tryggvi, þú settir inn hárið hans Dóa og það er þá að hann sé með hár. Já, lengi vel hérna að hann væri ekki með hár. Það er bara 100% þannig. Ein mestu vonbrigði ársins að Dói að mörguleiti bara með betra hár heldur en ég og það er meira Bring back Hana Konto það er rosalega þessi mótmælendur eru alveg þessi mótmælandi mennari já, þessi mótmælandi er þetta það sama manneskjarna? Já, ég var að láta þetta lít út þetta væri hermann þetta er brjálaður já, Dói, hvað gerðist? Hérna, með hárið? Ég var bara bold by choice ég var í 6 ár, var í Sköldur svo hætti ég að spila Counter-Strike og stýra fáiðum og fer að spila með ykkur og hárið kemur bara aftur. Ég er ekkert tjók. Vá! Þannig að við erum búin að gera grín á þessu hári í 2 ár og það hefur aldrei verið að betast. En af hverju eru við búin að missa hárið þá? Þið eru allir með minna hári. Já, ég veit það. Þetta er ríkar sko. Þetta, ég held þetta sé nælon, ég ætla ekki að vera með open eld sko nálættir. Nei, ég get alveg sagt það. Dói mætti til mín á gamlárskvöld. Fallega greiddur, það glansaði vel á hárið og ég bara mér leiði svona eins og ég var að horfa á barnið mitt bara einhvern veginn svona vaksa upp og afreki. Við erum stoltir af þessu sko. Lappaði hann svona bara svona í buksunum svona eins og mörgæs. Hann var ekki í náttúrsum. Hann var bara mjög myndalegur og þetta var bara ótrúlegt. Það bara og maður hugsaði bara fyrir ári síðan var gæinn nauðasköllóttur og ég held að þetta tengist líka eitthvað ónefndri ídíu. Já, gæti verið, sko. Drekka mataraði. Gæti verið. Mér þykir leitt truflingur en það virðist vera að community challenge á Twitch completed. Wow. Við settum fram challenge upp á 100.000 challenge points að sjá tattooið. Þannig að þetta er komið, chatið er búið að segja hvað það vill. Já. Ég er með legg til að stilla þér upp hliðin og óla. Bara hliðin og óla. Fari hérna kameruna. Bara stilt þér upp hliðin og óla. Já. Ekki segja komdu svona. Komdu. Ekkert, Ólafur. Eins og alþjóð veit, þá sem sagt, var hérna, svona. Það var Dói, þetta var mím. Já, þetta var fyrir viku síðan. Það er eitthvað spurning. Dói, startu þannig óþægilega í smá stund. Förum við mím ársins snöggast. Já, við getum farið bara beint yfir mím ársins og ég held að Benni Alltaf að láta Dóa standa. Hann stendur allan tíman. Ég held að Benni okkar allra besti sé með mím ársins, þau eru hérna einhverstaðar. Verstu með hattinn og þetta, eins og sért, þú veist, props. Það er til að hafa fyrir hérna, þetta er aðeins að horfa á beint í þetta. Herri, besta mýmið. Hvað er þetta að gera? Þetta er ekki mím, þetta eru klippur. Þetta eru klippur, það komum við til. En það er til að... Benni, nennur einu sinni. Já, Benni, sko, fyrsta mýmið Hann merti eitthvað sem heitir besta mýmið. Besta mýmið, já. Dói. Ég kenni Dói. Hann gerir ekkert rétt. Býtu, þú mátt ekki skifta yfir á aðra rásu, þá heyrist ekki í okkur, mástu. Afsakið. Býtu á þú þetta á 30. Ekki rífið þetta mig. Jésús. Þetta er óþægilega mikið snerting. Og þetta er óþægilegt. Ég er mér líka, sko. Já, fínhreyfingarnar aðeins fór að fara, sko. Ég fór að... Sett þetta fyrir. Herðu, hérna, já, besti mýmin. Það er fyrsta mýmið er hvernig á ekki að klæða sig. Herri, já. Ég er ekki með þessi mým. Nú. Fekk ég myndirnar á mýmunum, einhverstaðar? Já. Hvar? Einhver staðar. Við skulum bara redda því, eldsnögt. Þetta þurfum að gera það, ég er ekki með það. Standið bara hana. Þetta er rosa. Heyrðu, ég get stáð svona nála. Herri, ég ætla að uppljóstra. Hvað áhörundur sögðu að vera vonbrigði ársins með að vera að finna mýmur. Já, endilega. Sko, vonbrigði ársins, við vorum búin að tala yfir hérna hellinga. Það voru sko 28,1% segja skortur á PlayStation 5. Vonbrigði ársins. Og það er náttúrulega maður skilur það. Þetta er mikil spenningu fyrir þessari tölvu. Maður sér á Facebook, tölvuleikjasamfélaginu og öðru stöðum, fólk er að leita. Svo var með jafnmörg stig Battlefield 2042 og GTA Trilogy. Já. Og svo er það, ég er að ruglast. Stæðsta var Activision Blizzard Nixlis. Ég er spáður hleypur ekki undir banna á þetta. Ég held að hann sé með myndirnar í dræfinu frá hún. Það er... Já. Sko, sendum linkin bara...
Sko það fellir svolítið á það sem við vorum að tala svona leikilega sé, en auðvitað innan búðar hjá Activision Blizzard þá var endalaust af hneykslis. Þetta var ekki gott. Þetta var ömurlegt. Algjörlega. Litaði algjörlega samfélagi. Ef ekki opna pakkan líka bara, veistum við maður. Hætti þessu ADHD. Nei, við erum rólegum bara, við erum að fara yfir hvað þið sögðu. Hvað þetta sér af með? Ég skil ekki. Þar var bara einhverju, eins og þið lýstum svona fratboy stemning. Það sem að bara kallar voru bara ekki almennilegir við konunnar innan dyra. Nei, bara vinnustæðurinn var bara ömurlegur. Ef þú ert með Bill Cosby herbyggi, þá ert að fá þetta. Það er bara þannig. Og mér finnst þetta líka vera svolítið leikjafyrirtæki, svo var að gagnrýna hvað þetta CD Projekt sem gerir Cyberpunk. Að þeir hafa verið með svo mikið crunch time bara í svo langa tíma. Þeir eru bara að vinna sólarhringunum saman bara í fleiri vikur eða mánuði og það bara bitnar á öllum. Þannig að virðist eins og þessi víða pottu brotið þegar kemur að einhvern svona bara vinnuumhverfinu í töluleikjabransanum. Ofan á allt þetta og kannski er þetta líka einhver hluti af þessum ófullgerðu leikjum að þetta einhvern veginn menn eru bara að jamma í Bill Cosby herbyggjum og ekki búið töluleiki. Já, það var þannig. Og hann er ekki ennþá búinn að segja af sér, held ég, forstjóri Activision, Bobby Kotick, sem er svona höfuðpaurinn. Hann gerði eitthvað svona... Herri, það mím komið að skjáin. Herri, ok, þetta er mýminn, nú erum við konið í það. Herri, þetta er mýminn sem fyrsta mýminn. Erum við búin að klára hinn liðin undanlega? Já. Vonbrigðaliðin? Já, hann var komin held í langt allavega. Og hvað var vonbrigð ásins? Þegar vonbrigð ásins var Activision Blizzard. Við vorum ekki allir sammála því. Jó. Battlefield fekk helviti mikið atkvæðast. Já, Battlefield, GTA og Warzone Caldera mappið ásamt Blizzard Activision var svona nánast bara, þetta var eiginlega mjög jafnt. Ég ætla bara að segja, mér finnst Caldera skemmtilega en verðdansk. Já. Það er alltaf brotið og eitthvað svona. Ég er sammála því, þetta er PlayStation 4-leikur sem er búin að vera með running sem verðdansk í eitthvað ár eða meira. Það get ekki auðvitað til að bara svissa út mappu og gera almennilega. Sko, serverinn er að klúrast, fólk er að frjósa inn í leikjunum, úr það dett út og fara ekki leik. Fólk er bara ekki að komast inn. Benni, út með þetta alltaf fyrst. Þetta er ekkert bara mappið. Við lettum í þessu, sko. Já, þetta er ekki bara mappið. Þetta er líka bara umgjörun, bara eitthvað skrítið. Ok, Ólafur, þú veist með Warzone, einmitt, með Warzone. Þú veist að Warzone er 13 tick, serverinn. Já, ég veit það. CSGO server er 128. Já, það er smá munur. Það er alveg rosalega ákvæmt. Ég veit ekki hvað tikk er ekki mörg. Það er næstu 10 sem meira. Hratt serverinn er að senda skilabónum á milli. Já, ég ætla að vera að lýsa punktnum að þér. Nei. Er ekki svona. Hvað er það? Ég skil ekki, sko það er mér fyndið að því að Dói gerir þetta stundum. Hann fer svona að tala svona tæknimál við okkur. Já, ég skil ekkert. Og hann heldur að við skiljum, hvernig að segja. En við skiljum aldrei neitt. Þetta var 100% mannamáli, hvað er það einhver? Tikk er ekki svona maur? Það er komin meira fleiri mím. Chat er að byggja alvöru nerdsplain á þetta. Hvað meina nerdsplain? Ekki mansplain, nerdsplain. 13 er minna en 128. Já, ég veit það. Hvað meina þetta? Er ekki betra að með læra latency? Þú veist að tala hversu hratt að vera fram og tilbaka. Já, þú veist að útskýrðu nú fyrir honum af hverju 128 er betra. Herri, ég held að 128 er meira en 13. Það er oftar sem hann uppfærir sig. Þú veist bara, Óli, hærra og meira saman sem betra. Það er það sem þú þarfst að við. Í þessu tilvík. Herri, ég held að Benni getur spólað hans tilbaka þannig að við getum farið aftur í mýminn og byrja á hvernig á ekki að klæða sig mýminn. Hvað er til hans? Hvað er þetta? Akkur? Standandi. Við erum að fara að skoða þetta. Já. Því að þetta tengist mýmum ársins. Ef við fáum fyrsta mýmið á skjáin, það er hvernig á ekki að klæða sig og jafnvel í fullscreen ef það er hægt. Benni er sveittur hérna bak við, sko. Og, já, þetta er þetta rosalegt mým. Sem á mjög vel við með ömurlega. Já, ég ætla ekki að snerta þetta aftur, sko. Þetta var ógeðslega gott. Þetta var geggjað mým, sko. Þannig að Dóa fær í fötin sín. Og hann er alltaf rátt í buksunum á röngunni. Herri, næsta mým sem að áhörðu gáttu valið var Dói með kveldskitu. Já, það var einu sem streymunum minni eftir þessu. Já. Ég hef aldrei séð mann hlaupa svo hratt. Hann bara fóruðið að vera mjög alvarlegur, ég er bara svona að trýtla mjög hratt út. Líka sko, ég er búin að sjá þess að klippu svo oft af þessu og það er þessi svipurinn. Það er þessi uppgötur og svipur sem er svona, það er bara eitthvað að spila og svo bara Það er í sköllóttu líka. Já, þetta er þetta svakalegt. Já, þetta var rosalegt. Þetta var, hvert skittan, númer 3, Einar Áskell vogar sig í gang. Það var þriðja mýmið sem að ég gátti valið og
getur séð það hérna eftir smá stund. Voga sér í gang. Já, það hérna, já, þarna er þetta að drekka voga í byrjunum á. Og þeir sem fatt ekki brandar baka þetta, þá var þetta meinshár. Svo falinn Dói þarna niður í vilstafni, ég hef ekki bara takkið því. Sjá, hann niður í. Já, sem lekur hann. Hann eitt laumu Dói. Þetta þetta svakalegt, já. Það mjög margt við þessa dífu. Nei, There's something about voga. There's something about voga, sko. Herðu, svo hérna, næsta Trausti málar allan heiminn og, neða, sem betur var málar hann ekki allan heiminn, hann getur ekki sem mála á sig andlitið. Þetta hýðilegt mjög. Þetta ógeðslegt. Þetta hlýtur að vera einu mínum lægstu punktum í lífinu, sko. Þetta þegar hann var að reyna að gera venn á andlitið á sér og spæti hann. Það ákvað að fara på rúmi líka. Sko, ég að hugsa Lúla, ég að koma með eitthvað svona, en þú ert allavega eins og, en það bara ekkert sem dettur í. Nei, hann bara svo litskrúðu pandabjörn eða eitthvað. Þetta var skemmilegt, sko. Það var enginn setur Óla út í horn. Það var eitthvað þeir eru búin að vera leiðileg við mig, þá kom þetta mím. Var þetta ekki R.E.M. í mig það? Jú, það var að því að setjum út í horn eitthvað og hérna. Þetta svakaleg. Það alltaf bara þannig. Og hvað, er það Sigurverðar næst? Heyrðu, og næst það, sko, svo segjum við Sigurverðar eftir, en 5. sem kom til greina var tattoo á mjóbakið mými sem kom bara mjög nýlega til okkar. Já, og við erum ekkert búin að vera í að neinu með neinu channel point dóti eða neinu. Nei. Og það Darius. Og þetta rauninni ástæða fyrir að Dói stendur þetta við hliðina við eins óþægilegt og að hann sett alltaf kosningu í gang. Það mím, það vann og ég ætla að segja ykkur, það var 43,5%. Já, 43,5%. Það er 300 manns kusu þetta sem almímið. En það var náttúrulega líka í gangi mjög góð kosningaherfir þarna, ekki bara best að kjósa Trump-stamp. Jú. Við erum alveg sáttir, þetta eru allt geggjumím. Geggjumím og bara mím ársins. Og nota bene, við munum sína mím í kvöld eða koma ekki. Já, algjörlega. Og bara mím ársins eru búin að vera geggju, en þetta, við erum alveg sáttir með þennan Sigurverðar. Þetta vann bara með landslide og öðru sæti var Dói með kveldskítu, þannig að Dói svolítið harður í þessu. Dói er mím-lordin okkar, sko. Þannig að, hvenær var ekki síðast þætti sem við settum fram áskorun á tjattið? Það síðasta. Já, settum fram tjatt. Já, við báðum... Við ætlum að tattúa hann í beinni. En það er vist ekki gott að vera með nálar og blóð og Twitch. Nei, við báðum 100 manns að kjósa. Þú gast kosið já eða nei. Þú gast kosið nei. En ef 100 manns myndu kjósa já, þá myndum við detta í þetta, eitthvað svipað allavega. Sýtjandi hér, bara óska þess að fólk hefði sagt nei. Já. Ég get alveg sagt það. En það voru yfir 100 mann sem kusi já. Þannig að við erum hér í kvöld með þessa kostningu. Dói Flex á tattúinu sem búið að reisa 100.000 points. Ef við ekki að geima þetta bara á klientan? Nei. Það eru svona 800 manns að kvarta yfir þessi tjatri. Ok, við skulum fara bara og revíla þetta. Það er búið að kaupa þetta fyrir 200.000 channel points. Sameiginleg fjárfesting chatsins á Twitch. Þannig að nú ætlar bara að snúa þér við, Dói. Mamma er út að horfa. Slöktu. Já. Guð minn almáttugur, sko. Þetta er svo gott, sko. Þetta er Game TV logoið og hérna er fiðrildi og þetta er svona træball, eitthvað. Og það er bara beint frá Selfossi, er að mættur. Þetta er lágpunktur lífsmýns. Þetta er svakarið, það er ekki plömmur. Þetta er botnin. Er þetta botnin? Botnin er komið. Er ekki réttur og botnin? Þetta er botnin. Já, það minnum á eins, Dói sagði þetta fyrir útsendingu, það fór náttúrulega aldrei í lofti, hann sagðist vera með hæsta rass í heimi, hann var með bara náttúrulega plömmur. Já, klófin upp á náttu var það ekki. Þó hann væri í smekkbuxum var hann með plömmur. Þannig að ég veit ekki neitt að hann sagði þetta. En við tökum bara því. Þetta ferðir, þú veist, vel. Haltu kjátti. Nei, ég meina þú veist, þetta er alveg fint, sko. Þetta er mjög gott. En ég er bara ánægður, sko, það er góða við Dóa og ég hef sagt þetta áður. Gott með það. Að Dói fær fullt af áskorunum á sig. Og ég held að hann hef aldrei tekið það að segja nei. Hann segir alltaf já við áskorunum. Hann má eiga það strákurinn. Hann má eiga það strákurinn, sko. Já, þannig að þetta við þökkum þetta er nýr lágpunktur í sjónvarpssögu Stöðvar 2 sem við 30 ára gömul eða meira. Já, og búið að gera margar heiðarlega tilraunir í tíðina. Já, voru með stjörnumerkjamyndirnar og allt þetta og þú veist, Jón Óttar í fangelsi og þú veist að þetta er botnin. Í ársins fyrstu merkingu. Herðu, en það úr botninum í toppinn, drengir, það eru bestu leikir ársins 2021. Ætlum við að enda á leikás? Nei, fara svo snemma í leikás? Ætlum við ekki að taka klippur? Klippur, ef við fara strax í klippur eða? Já.
Nei, við viljum ekki það klippa? Nei, það er ok, tökum bara verstu leikirnir. Já, við endum auðvitað á leik ársins. Óskarsverðlaunin fyrir besta leikari í aðhlutverki hlýtur Fursunters og nú ætlum við síðan að fara í gegnum besta aukaleikari í klippa. Bestu málingu og tónlist. Það virkar ekki alveg svona. Nei, herri, en allavega. Þetta er greinilega your first rodeo. Þetta er sko verstu leikirnir, drengir. Það var mjög mikið að leikja með þetta sem var að taka. Ég meina, er eitthvað sem að þið, ég er náttúrulega með eitthvað svör hérna, sko, ég er búinn að vinna heimavinnuna, en eru þið með eitthvað svona í ykkar, þannig að það er eyða hjá Kristján Einari? Ég er svo jákvæður. Það er ekkert neikvætt hjá honum. Nei, ég get byrjað að kasta í fútból 2022. Hann var ekki góður. Hann var hræðilegur. Ég bara vissi ekki svona af í fútból. Já, hann er bara, þetta er PES. Hann var næstu jafn vondur og fótboltinn í Tokyo Olympics. Já. Ég held að hann hafi verið betri en þetta, sko. Tokyo Olympics komir óvart, sko. Það var alveg gaman, Já, gaman, sko. En fótboltinn var eitthvað alveg. Já, sumir leikir voru rosalega lélegir, en við skemmtum okkur ákveðlega. Já. En ég sko, setur þetta inn, hann er alltaf free núna, free to play. Búið að breyta nafn, hann hét PES, þetta var eins og sko ímdögur. Þetta var sko mest seldi fótboltaleikurinn ár hvert, FIFA átti ekki breyk. Og í Evrópu sérstaklega var hann bara að stúta FIFA. Svo bara þegar PlayStation 3 kemur, þá nær Konami ekki að bara færa töfran yfir á PlayStation 3. Nei. Og þar bara verður algjör pólskipti á FIFA versus PES. Og það tók marga, sko, þeir þurfti að kyngja ælunni margir PES aðdándur. Þetta var, ég veit ekki hvort þið munið þetta var mikill fanboyismi í kringum PES og FIFA. Það var ekkert þetta bara, þetta er svo að halda með einhverjum fótboltalið. Það skiptir ekkert lið. Ég byrjaði PES megin, sko. Já, og flestir, en svo bara PlayStation 3 og FIFA. Sem er ástæðan fyrir að maður spila, ég spila alltaf Alternate. Það var bara erfitt að forrita á PlayStation 3 og Konami bara tókst það ekki. Og þar mistu þeir að lestri og FIFA tók bara tækifærið og gjörsamlega eitt þeim út. En nú er hann frýr, heitir eFootball. Sko ég get allavega sagt það, ég er með tilnefningarnar hérna og það er einn leikur sem að fekk 4,4% atkvæða sem er alveg yfirburðavondur og heitir Balan Wonderworld. Já, ég veit ekki hvað það er, sko. Hann er ekki fyrir mig, en ég sem sagt, ég man bara þú hefði bætt mér á hann. Örgulega. Og gott að við fengum ekki einhverja kóða í Game 2 eitthvað og mér valtaði eitthvað svona nýkomi PlayStation 5 og fái leikkonir út. Hann kom út í fyrra, var það ekki? Nei, hann kom út á þessu ári. Er ekki rétt með þessi leikur? Nei, jú, fyrra, 2021. Nei, hann kom út 2020? Nei, 2021. Er þetta ekki leikur sem átt að fylgja eftir Sonic? Jú, málið, þetta er maðurinn sem bjóð til Sonic orginalleikina. Hann er alveg vonlaus. Já, ég get sagt þér í orginalútgáfunni, ég hef búið að tóna það niður. Að fólk er að fá flóaköst yfir einhvern strókljósatriðum, sko. Í alveg? Já, ég er ekki að grínast. Hann var það illa testaður að menn voru bara að detta í ruglið, sko, í trans. En það finnast að vera leiksamt er að það er eitt takki fyrir allt. Þú hoppar og gerir allt með einum taka, ég er ekki að tjóka. Já, þetta átti að vera. Ég man þegar ég fór að kynninga á þessum leik hjá Square Enix sem gefur þetta út, sem hefur átt skelfilega slæmt ára mörguleiti, fyrir utan alltaf hérna, einn af mínum uppáhaldsleikjum, að þá var þetta bara mensuðu bara, þetta eru original creatorinn af Sonic og þetta er bara, þetta verður eitthvað legend. Shit. Já, en svo bara var hann svo slæmur, ég hef verið að viðkynna, ég hef bara ekki prófað, en ég hef heyrt þvílíka sögur og ég bara... Já, þetta var bara svona einhvern veginn, þetta var, semst, mér vantaði leik fyrir gutta minn. Já. Og hann er þá 4 ára og... Þetta lúkar alveg, sko. Þetta var bara hræðilegt, sko. Já. Þú veist, hún er nýbúin að klára Astro. Sem er bara geggjaður, sko. Og hérna, en þessi var alveg hræðilegur. Já, ég er alveg sammála því. Þannig að hann fæ gott sjátt, sko. Já. En vill ekki fara í gegnum þetta? Þetta er mögulega versti plattformin sem ég spila. Sko, hann var að mjög slæmur. Hann sko fekk samt ekki verstu útreiðina. Það sem fekk í rauninni verstu útreiðina var í rauninni sínum sem Battlefield, nei GTA Trilogy var verstu útreiðina og eFootball sem við nefndum á hann. Tryggvi Það er að verða trademark í þættunum hvert skýta. Er að geta að sækja með einkaleyfi. Já, það var náttúrulega GTA Trilogy var að fá 31%, 40% var eFootball. Fólk hefur eitthvað verið, nei, það er öfugt. GTA fekk 40% og eFootball 31%. Þannig að þetta er mest óanægð með þessa 2 leiki. Og eFootball er bara vonbrigði. Ég myndi að sjá bara uppáhaldsleikin til margra ára. Taka þetta fall og svo vera bara gefin frítt, alveg vonlaus. Bara gáðist upp. Já, og ég veit ekki hver framtíðin verður þarna. Konami er náttúrulega, sko, voru með Metal Gear Solid leikina, voru með PES. Þeir eru bara, ég held að eini leikurinn sem ætla að halda áfram að framleiða var bara PES. Þeir eru bara að missa Hideo Kojima frá sér, sem er bara fann að vinna fyrir Sony eða einhver önnur fyrirtæki. Þannig að þetta er algjört fall á einu töluleikjafyrirtæki.
Þetta er hæðilegt. Nú svo þetta leikir eins og Taxi Chaos með 6,6. Ég veit ekki eins hvað það sko. Taxi Chaos. En þetta til merkjum bara hvað þetta var lélegt leikjár. Maður þekkir ekki eins og leikina í kosningunum. Sko. Já, þetta er svolítið áhugavert. Allir eins og Call of Duty fær alveg svolítið af sjátum og ég viðurkenni eins og þú veist, núna þegar við byrjum í gametíði þá náttúrulega byrjum við bara í Warzone. Og sem var ekkert endilega markmiðið að stefnan eða eitthvað áleika, við bara byrjuðum bara í Warzone. Og ég búinn að fara í gegnum svona 20 hate love hringi með Warzone. Þú veist, því að það fokka mikið í honum fram og tilbaka, þú veist, bara balansinum og bara hvernig þú spila. Þú veist, þegar við fyrir mig í Warzone þá varst það bara með M4 og HDR og það var hægt gameplay, þú veist, mikið í long range fightum og eitthvað svona dóti. Búið að breytast í eitthvað in your face, SMG, sælir. Gett að læðast inn. Allir á fyrst. Sá ykkur á ég á farinu? Nei. Það var öllum drull. Darjón spurði hvort þú væri með kveldskitu. Nei, það er svo gott væri, sko. Það er einhver vöku sem fór bara beint í gegnum mig. En þú veist, og til dæmis bara eins og Tasty, ég er best að dæmi það. Tasty Original Code var bara mjög sterkur spilari. Svo förum við í eitthvað þannig að við reynum, út í ég og Tasty erum svona svipaðan spilastíl. Það er gaman á sömu hlutunum. Við reynum að liggja eitthvað staðar og þá fáum við 3 stönn í hnakkan og erum rössaðir. Þá var leikunum bara svolítið ónýttur fyrir mig. Þetta kom tímabil hérna það sem að það var eitthvað shotgun sem var besta beysan og hún kveikt í þér. Þannig að þú fékkst bara lið, 4 manna lið á bíl, stökk á þig, allir úr bílum, þeir skutu, þeir stönnuði og maður var bara, þetta er ekki það sem að mér finnst gaman. Sko. Langar að eyða laugardagskvöldinu minni eitthvað annað heldur en að liggja stönnaðar á bakinu með eldheita byssur og skjóta fram. Já, og þú veist, og eins og þú hefur sagt, skilur, þú hefur spilað með strákum sem eru það góðir að þeir spila svona og þú varst bara ekki að njóta þeim. Nei, ég er bara eitthvað, ég er náttúrulega, það er bara running simulator hjá mér og það veist, þetta er bara eitthvað, strákar, hei! Ég er að koma, þú veist, það er bara allan tímar, sko. Það er svo ég með ykkur. Basically, en við býðum eftir, þú veist, og svo þegar ég mæti, þá er ég löngu búin að drepa alla. Já, ég veit að þetta er... Ég er bara svona frábært, ég er svona flotholt, ég er bara svona eftir og þeir vita svona ef ég byrja að missa HP þá er eitthvað í bak. Það er svona smá reyfing og þú þurfa að snúa við og gera eitthvað. Þetta er bara það heyrðu, það er komið. Eru fleiri mótmælin? Nei, anskutin. Furries eru líka fólk. Já, við erum með þetta 100% sammála. Já, við erum sammála því. Við erum sammála því, þetta sko. Þetta á vegum dóa. Já, en ég man eftir, sko, þegar ég fór fyrst í hérna leik, Warzone, mér finnst það geggjaður. Þetta var einn af þessu leikir, þar sem við bara, þú veist, maður kláraði að spila kvöldið, maður fór í vinnuna daginn eftir og maður hugsaði bara, ég get ekki beðið eftir því. Maður fór að útskýra fyrir einhvern við kaffivélina hvað maður var að gera í gær. Já, og maður bara, ég get ekki beðið eftir að komast heim og spila hann leik. Svo bara svo breytist það, menn þróast, streamerar fara að spila, svona, þeir eru náttúrulega bara entertaining, þeir eru að reyna, maður horfður á Srátt og maður horfður á Dr. Disrespect og þess að gæja. Þeir eru að ná 20-30 kills bara per leik, þeir eru bara að keyra non-stop og þannig menn fara bara að spila svona og það bara, ég veit ekki, það hendaði okkur kannski ekki alveg og var kannski ekki alveg sem við vildum. Og svindli líka, það var óþólandi. Já, svo það var náttúrulega bara allt annað element. Þegar maður var að spila á fullu, sko, komin að hátt KT og þannig, þá var bara svindlar í öðrum konar leik. Munið hérna þegar, ekki, hvað hét aftur byssan sem var hérna, hún hét Stónerinn. Þegar Stónerinn var góður og skauti í gennum alla veggi og svo bara eitthvað liðað aimtrakka mann í gegnum vegg bara einhvers staðar og Við lentum alveg nokkur sem í þessu. Við lentum alveg allt ofta í þessu í endgame og munið, það er enginn sem tekur þessu meira nærri sér en dói, sko, hann var svo reiður. En eitt skemmtilegasta moment sem ég hef upplifað í okkar streymi var þegar gaurarnir voru þarna undir í jörðinni gleitsi og við vissum að þið kæmust bara út á einu stað og sátum inn þá með stöns og allt og ónum á þeir. Þið vildið fara, ég var harður á mitt lít, ég var harður á að drepa þessi fíbl. Það er bara, ég ætla bara að gefa þér það að ég er mjög fegin að þú tókst harðastjórn. Það var mjög gott að gera. En hérna eitt sem ég langar að spyrja, bara í kjölfar á þessar umræðu, bara Battle Royale. Er það bara komið, verður það bara endalust eða haldið að það sé komið þreytið það núna? Ég held að þetta sé bara game mode, þetta game mode virkar svo vel í að vera með svo mismunandi stærðir af skotum. Það er svolítið málið, þegar svo CS, ég spila ekki CS nefnir sem er 5 manna prímit. Það er bara ekki séns.
Þú veist, ég fyrir frekar leik með Tasty og vinum hans heldur en að fara bara eitthvað einn. Það var mikið sagt. Já, vinnar svo mjög leiðilegir. Leiðilegir og lélegir. Það er ekki máli. Nei, þú veist, ég fattu hvað ég meina. Það er alltaf, ég fer aldrei einn í CS eða með tveimur. Það er alltaf 5 manna lið. Og þessi svolítið eins. En er það ekki líka vandamáli með New World? Þú erum að tala um aðan. Social aspekti í honum ekki raskat. Jó, það var samt alltaf betra heldur en World of Warcraft, sko. Nútímorð, ég hef náttúrulega ekki spilað Nútímorð og Warcraft. Nútímorð, já, þú veist, þú þarft að senda mönnum skilaboð, þú þarft að auglýsa eftir því að þú vilja menn. Já, en bara alltaf með þessu vesinni að finna út bara hvernig þú riggar upp partí í New World. Það veit enginn í New World, sko. Já, ég er að segja, þú veist. Það veit enginn hvað er best, sko. Nei, ég er bara að meina bara það að finna, sko, hvernig þú átt að invita fólk í partí. Það er nákvæmlega sama growing pains og í World of Warcraft, þú bara lærið það, þú veist. Ok, það getur vel verið, en pointum mitt þú veist, að það sé ekki eitthvað svona sem er verið að íta á þig að gera, segir mann að leikurinn sem hugsaði sem single player leikur. Já, en þú veist, en eins og þú segir með CS, skilur við, það er 35. Í Warzone þá getur þú tekið duos með félaginu og það er alveg gaman, sko. Já, með þess að Solos er bara lúmsgaman, sko. Óli er nú bara gaman dæmið það, hann spilaði bara, hvað svona, 3 Solos á dag í COVID, sko. Já. Það reynda að koma ekki út innum hæfileikum, en það er einhvern spyrja út leikarinslu. Það er það kreppa í Battle Royale heiminum, eða ekki? Warzone eitthvað hálfslappur, Fortnite reynda var að koma nýja eigu. Já, Fortnite er nú... Já, það er ákveðin ferskleiki komin innan fyrst mér, en hann er alltaf þetta byggingarelement. Svo er komin þessi nýja leikur sem við spiluðum, Super People, sem er einhvers konar útfærsla af PUBG, sem að velunaði samt fyrir að spila aggressive, fær levela fyrir að drepa okkur svona. Og Vampire Masquerade er að koma núna í februar, þetta? Já, ég spilaði hann aðeins. Við tókum hann eins. Já, við tókum hann alveg. Það var alveg lúmsgaman. En ég held... En hvaða leik voru við Ég held að Battle Royale bara sé ekki fara neitt, sko. Nei, ekki á næstunni. En það kemur örugglega bara upp og niður hvernig þetta virkar. Ég meina, Warzone er sögulegu lágmarki á Twitch, en margir segja líka að margir eru konur á YouTube að þessum streamerum, þannig að kannski Metrixið á Twitch er ekki alveg marga. Ég held að eini stóri kod-streamerinn er Dr. Disrespect, sko. Já. Sem er á YouTube. Það er ekki líka góðin ykkur annar. Tinnu Tapman er farin yfir. Já, Tinnu Tapman, já. Það eru hellingar. En svo líka bara aðri. Hvernig er það YouTube að mæta með skjaldtösku fulla peningur til okkar og segja, hei, any day á YouTube, ef þið eru að hlusta, send us a briefcase full of money and we'll think about it. YouTube. Já, það var reynda mjög gott. En það er sko, það voru nefndi líka einn leikur sem ég var til að spyrja Dót í Dungeons & Dragons Dark Alliance. Við spilum hann saman í einhverju sessjóni. Við spilum Baldur's Gate 3. Var það Baldur's Gate 3? Já, ok, það er verið að tala um Dungeons & Dragons Dark Alliance. Já, við spilum hann ekki. Nei, ok, en hefur spilað hann? Ég hef hort á fólk spila hann. Hann er að fá mjög mikið flakk fyrir að vera lélegur. Já, ef ég hef ekki spilað hann sjálfur, veit ég hvað ég vil kommenta það. Nei. Þú mátt kommenta þess að vel. Ok, hann leitt ítl út. Já, ok. Hann leitt mjög ítl út. Diablo 2, annar leikur sem voru vonbrigði í porta remake-ið. Já, remake-ið. Það, þú veist, annað Blizzard-dæmi. Ég veit það. Killer. Þeir gefa út í fyrra, eða þú veist, núna hitt í fyrra, Warcraft 3 Reforged, skita. Já, ég veit það. Það er bara eins og Blizzard-parturinn af þessu Activision Blizzard geta ekki gert neitt rétt. Það er bara ekki svolítið þannig. Það er ekkert virkar. Rósmundur, þú gerir ekkert rétt. Ég man eftir sko metnaður á Blizzard þegar við fórum okkur að leikjasýningu að sjá leik sem kom síðan aldrei út frá þeim. Starcraft 3. persónu aksjónleikur frá þeim, sem átt að vera eitthvað svaka góður. Hvað hétt hann aftur? Ég man ekki hvað heitir. En allavega að þá kemur eitthvað, þú veist, við hættum bara við að gera. Við erum bara ekki náðu að kveika töfrunum. Við erum bara slaufast leik búin að eða einhverjum 2 milljónum í hann eða 100 milljóna eða milljónum sem er heiðalegt. Og það er bara, við erum Blizzard, við gerum ekki mistök, við erum ekki að fara að senda neitt svona frá okkur og bara könnuðu leikinn sem var samt bara tilbúinn. Við erum ekki að fara að bjóða upp á þetta. Hann átti að heita Starcraft Ghost. Alveg Ghost. En svo, þeir hygguðu ekki við það. Í dag segja bara, heyrðu, það er allt dautt á sem bakka segja að fara að bera fram. Jú, það bera það fram. Nei, ég meina, leikir koma svona álíka vel út þessa dagana og synchronizationi hjá okkur í Farming Simulator. Já, ég hugsa það. Það var eftir að líka við vorum bestir þegar við vorum bara, þegar Dói gaf mér og Óla eitthvað sérverkefni hinum meginn í bænum. Ég átti hann á eitthvað Cotton og Óli var
Ég held að Óli hafi ekki verið að gera neitt. Þið neituðu að halda um að vinna nema að fá eitthvað annað verkefni. Svo fóruðu bara að gera eitthvað allt annað heldur en ég sagði ykkur að gera. Oddly, það var mig alveg búið að langa aftur í hennar leik, sko. Hann var calming. Þetta er svona afslöpunar leikur, sko. Já. Ég veit bara ekki alveg hvað, þú ert alltaf að snúa mér til. Ég er bara að reyna að finna, ég er bara að snýma þessu vel. Herru, drengir, við erum búin að fara í veg hérna margt eftir, leikur ársins eins og ég ætlaði nú að fara að revíla hérna bara í byrjun, við geymum það þess. En það er margt eftir, við höfum að fá gesti, bæði online eða ekki? Jú, er ekki málið... Já, fara að hleypa einhverjum gestum inn, eða hvað vil ég gera? Benni, það er spurning hvort þú fara að tjekka á ónefndum aðlum sem ætla að mæta til okkur í gegnum síma. Já. Skal heyra í þeim. Svo erum við með pakkan frá Kaldari sem við opnum í beinni og svo er ég með smá keppni ykkar á milli sem við þurfum að fara í líka. Þannig að við þurfum bara að ákveða í hvað við gerum þetta. Já, hún er reyndar rosalega skil. Sko, við erum alltaf eftir að fara í gegnum eitthvað meira. Ef að klára... Við getum klárað bara það sem er. Þá er svona frjáls tími. Svo var líka gaman að fara yfir... Já, svo er náttúrulega dífa eftir. Já, og klippin. Já, Dói Díf. Hvenær viljum við gera það? Hvað er mikið af spurningum? Ég held að segja bara klippurnar eftir, sko. Við erum búin að fara yfir vestarleik ásins. Við erum búin að fara yfir hvað stóð mest upp úr leikjárnum. Við erum búin að fara yfir vombrið ásins. Við hefum klippurnar eftir og síðan hérna besta leik, mæntilega. Já, þetta eru svo fáar. Já, ef að fara í klippurnar? Já, fyrir bara klippurnar. Mér líst til að brjóta þetta upp, fara í klippurnar. Og það voru 5 klippur sem við völdum og við þökkum bara communityinu bara kærlega fyrir að vera mjög virk í því. Tired Clumsy Tofu Rack Attack. Já, ég með þetta. Herru, fyrsta klippan sem við ætlum að sína, það er efsta klippan hérna hjá okkur. Það er, ég myndi kalla hana Hanna Konda. Já. Garðar, náðu myndum við að dansa svona skiltið. Rósmundur, hvað ert að gera, Rósmundur? Þú gerir ekkert rétt! Þetta var teisti búið með vel niður fyrir hálsa á Hvíturslokknum. Já, ég hef ekki nokkuð þegar við vissum að Hvíturslokknum var búinn á þessu tímpúti. Þannig að þetta er fyrsta klippa sem kom til greina. Númer 2 var klippa sem er Móna svæfir Dóa í Friday the 13th. Það var mjög skeri. Sofðu unga ástin mín, úti regnið grætur. Mamma geymir gullin þín, gamla legg og venustrín. Við skulum ekki vakna nætur. Heyra í þér. Þetta var allt rámt við þessa klippi, ég veit ekki hvað lefn þetta var. Þetta var allt mjög skytið. Það hlutir sem að Dói öskra á hana. Já, sorry að ég kallaði goddamn bitch Móna, ég meinti því. Já, Trúttari bitch, you goddamn bitch! Herði, næsta klippa var klippa sem að ég sko gleymi þessu kvöldi ekki og mun ekki gera með lífi, ég var náttúrulega stutt eftir. En hérna, það var þegar ég klippti á fallinu hérna í GTA. Nei! Sko, þið verðið að heyra öskrið. Dóa var nýbúin að setja noise gate. Sko, við erum búin að vera í svona klukkutíma hæsti þarna. Við vorum búin að vera, við byrjum á þessu hæsti á venjulegum streamtíma og klukka þarna er orðin rúmlega 11, sko. Hún er hálf 12. Er hún hálf 12? Eftir miðnætti. Þetta er eftir miðnætti, við vorum loksins að klára þetta helvits hæst. Einu sem við þurfum að gera var að lenda á ströndinni og Óli átt að sækja ykkur. Þetta var búin að klippa á svo fyrir. Getur þú spilað þetta aftur? Getur þú að hækka þessi klippli? Þú ert að tala það sem þú öskrar leið og hún köttast. Já, það heyrist ógeðslega lágt. Ég veit út af því að Dóa nýbúin að setja noise gate en ég vakti alla á heimilinu mínu. Ég sett ekki noise gate, það bara, þú öskraði það hátt, þú sprengdir mækinn. Tjekka á því, þetta er the OG Ólafur. Ég næ ekki að hækka þetta meira en þið verður bara að reyna að sjá hvort þið heyra það. Drengir, ég hef aldrei lent þyrlunni, hvernig lendi ég henni? Me! Nei! Guð minn almáttu, hvað er það? En töluðu Óli það sem ég var að tala um Ég ætla að sjá hvort ég ná ekki bara að fara beint á þetta. Þessi klippa er svo góð. Þetta var... Bara því ég horfi á þetta. Nei! Guð minn almáttu, hvað er það?
Þetta svona eitt af þessum momentum sem að það liðir núna svona, einmitt, að verða komið ár og nú get ég loksins farið að hlæja þessu. Þetta var aðalegt. Þetta þannig, sko. Já, við vorum búin að sko ströggla við fangelsið og undan og við vorum búin að vera allan, mjög landstöð. Við vorum búin að prófa alls konar. Fljúa svona 3 sinnum okkur vegg. Einu sinni. Já, við vorum að prófa, við byrja alltaf ég og Óli í fangelsinu, svo skiptu við, vorum að rótera hlutverkum. Munið líka hvað hlutverkið mitt var að fara upp og fljúa í. Er það ekki svo að gera eitthvað sem er á bíl? Ég var eitthvað uppi og ég flaug bara hring, þetta var bara svona, ég var bara eins og það var, ég var komin á Heathrow og þá bara geðveik traffík og ég fekk lendingaslott eftir 80 mínútur og ég hefði bara takið eitthvað svona scenic flugtúr, bara hring eftir hring og var bara lyklaborðinu, búin að finna eitthvað í hvað ég hélt og svo er bara eitthvað og meðan var ég að heyri ykkur degja og svo kemur þú og nei, Óli er alltaf dó alltaf og svo var bara alltaf spurning hver af ykkur þremur myndi fokka þessu og dói kritikar presta helikopter svo bara tasty datt niður einhverstaðar Óli dói 80. skipti þannig að þegar þetta var loksins búið þá var ég líka svo fegin að vera laus úr helvitis flugvélni. Það var nefnilega svakalegt. Við minnum líka að það var líka early on þar sem þú ekki líka náður að krassa flugvélni. Það kom öllum ótrúlega mikið óvart og allir voru brjálar úti og þú varst svo reiður. Alveg rétt. Og þannig að þið getið ekki sagt neitt. Þetta er óþægilegt að horfa á þetta. Nei, ég var með eitthvað svona árásaþotur á mér eitthvað sem ég þurfti einhvern veginn að fara aldrei aftur í hæst. Jú, ég held við ættum bara að fara í hæstum fyrst, þetta er stórskilt. Herru, næsta klippa sem við völdum, hún heitir í rauninni bara Kristján að Kristjána. Hvernig er lyktin á hárunum með? Ég finn enga lykt af ruslum, veistu. Ég var búin að reyna að keyra okkur allir tíman og svo óvart lendi ég ykkur niður. Það var ekki að reyna. Við erum að drífa okkur, við erum í tímavesinu þarna. Er þetta ekki Kristján og Kristjána? Nei, Kristján og Kristjána er að detta fram að sem er ætti að fara að heita Ólafa með eitthvað þú bakkar fram á mörgu þess staðar. Þetta var það merkt Kristján og Kristjána. En hérna... Það var svo vel gert, sko. Og þessi klippa fór væral á okkur. Já. Hún endaði hún að Reddit eitthvað, hún var bara komið með einhverju 1000 views á fyrsta árinu bara einna. Þetta var langt mest áhorfa klippan hjá okkur lengi. Já, þetta er eitt af stærstu klippunum, sko. Herru, svo er það síðasta klippan sem við erum með, það er hérna Hanna Konda og Garðar Norris fall úr flugvél. Ég held að við ættum aðeins áður og setur hann í gang að fara aðeins yfir. Já, fara við söguna. Má ég líka útskýra hvað hérna, hún var aðeins bíluklippan og ég lagaði hana og setti smá braga á hana. En þetta er sem sagt þarna það sem vorum að tala um aðan. Þarna, þetta var partur af sögunni sem að roleplays samfélag var búið til fyrir okkur. Og við áttum að stela flugvél. Og það byrja þannig... Hann hefði komist fyrir jólasteikina. Það er bara þannig. Gesturinn okkar er að tróða sér að baka mynda. Og hérna, já, þetta er sem sagt þarna, við erum settir í það að stela flugvél. Ég fer á undan, ég tæli ykkur að 3 gangstera og þið komið síðan læðist bara svona 4 metrum baki mig, Óli með reglíf og ekki neitt sníki og endum á því að þið stelur flugvélni og við erum alltaf að hlaupa í átt að þessar flugvél. Og ég man að við hittum einn á leiðinni sem sagði okkur að stela sér flugvél og hann spurði mig flýgu þú og ég segi já og þá sagði hann eitthvað svona munda að fljúa varlega, það get ekki allir haldið sér og ég hélt þetta væri bara eitthvað djók. Það var svona, það var einhver vitur gamall maður með stafi við maður rétt á einhverjum vínsetri svona vinjardi einhverju. Steldu flugvél. Er það að kíkja á það? Ég er bara komið tími held ég. Hoppaðu borð! Þetta sé fiskið þú kemur, komdu! Þú flugvél, Rósmundur! Nei! Rósmundur, kann þú flugvél? Ég hef ykkur verið með allt. Skopla! Hvað gerður þau? Helvítis vesir ég. Ég er að gráta. Ég gat ekki stýrt flugvélni því ég sá ekkert út fyrir tári. Það var bara þannig, ég sá ekkert út. Kering hvar duttu. Eins og verið að fara að bjarga ykkur. Við vorum að lága á flugvél. Það var bara að lenda og sækja okkur.
Herri, ég var að kíkja hérna þess, bara áður í byrjum. Það hraðaspurningalinkur inn á Instagraminu, þannig að þið vitið að því. Og það er komið slatti og við þurfum að vita fyrir hvern spurningin og já. Ok, já. Heyrðu, ef við ekki að klára þetta, klippurnar, þá voru... Er það búin? Er það eitt eftir það? Það eru þetta allar konar, ekki? Má sjá? Jú, það eru allar konar. Þetta voru 5 klippur og, held ég, eða ekki? Eru fleiri? Nei, það voru 5. Það voru 5 meldi. Það er allar konar. Ok, heyrðu, allavega, niðurstaðan var svo að sigurvegarinn var kvöldi langa, GTA. 37%. Já. Ég svo fegin að þetta vinni því að við lögum svo mikið á okkur fyrir þetta. Það kemur eiginlega ekkert óvart, sko, þegar þetta er bara mest iconic klippa. Já, í öðru sem það var Kristján að Kristján sýnist mér og mér sýnist Hanna Konta verið því 3. Þannig að þetta var, bara mjög góð. Ég er mjög ánægð með þetta því ég komst ekki á blað í mímónum. Þannig að ég eigi eitthvað í þessu þótt að þú eigi náttúrulega hérna klippuna. Ég sé allavega í þessari klippu er mikill heiður fyrir mig. Já, það er þetta bara mjög gott. Þetta var iconic kvöld, þetta hæst kvöld. Já, það var þetta mjög gott. Ég held að hefur við eitthvað streamað af lengi? Við vorum alveg til 1, rúmlega 1, sko. Nei, ég held ekki, sko. Það var súrdagur í vinnunni daginn eftir, sko. Já, þetta var mjög skemmt. Og það finna var, skilur, að því lengur sem við spilum, við vorum hann að komni bara yfir miðnætti, klukkan 12:30 vorum ennþá. Þau bara fleira horfðu, skilur. Fólk vill sjá okkur þjást lengi. Ekki stuttar þjáningar, langar þjáningar. Það er náttúrulega svakalegt. Heyrðu, þetta var semst bestu klippurnar, þannig að við komum það á mýmin. Það má vera samt taka það fram að það er eitt mím í vídeoformi sem að komst ekki þetta með. Sem ég sendi á þig. Út af því að Óli kunni ekki að setja inn mím í vídeoformi. Það er eitt auka mím, þá er það kannski ekki hægt að sína það. Ef að Benni er með það, þá getur hann pott sínt það, sko. Varstu eftir með linkin á það? Ég sendi Óla linkin. Já, þú ert með spjallið. Já, forvataði á... Hendiði á mig og ég skal bara... Við verðum eiginlega að sína það, sko. Það er mjög gott, ég við ekki það. Því að þú veist, það er eiginlega eitt af mínum uppáhaldsmíms. Ég verð bara að segja. Það var líka mikið vinnalögð í það. Þetta var ekki ammælinn okkar sem þetta kom. Jú, þetta var á... Jó, þetta er nú eiginlega, myndi ég segja, topp mýmið og ég held að, já. Nei, ég held að topp mýmið... Mótmælandinni mættur aftur. Nei, byttu nú. Það komið meira, hvað er, það er tvöfalt. Nafnabreiting á Babydoll strax. Alma Ankur, Cam Quicksnob, Hugg Lexia Skype. Eva Wingla 69. Þetta er rosalegt. Það er mótmælendur alveg, þeir eru rosalega hérna fyrir þetta. Þetta er endalaust Ég ráðum ekkert við þetta er allt verið brjálað, en já. Benni kom með linkin, sko, þannig að já, ég er búinn að senda, og þú veist, þetta er eitt, ég ætla að segja að það voru mörg, mýmin eru náttúrulega bara endalaust og frábær. En ég held að þetta hafi verið eitt af mínum uppáhalds. Og hver er aðalhlutverki í þessum mím? Það er ekki ég. Nei, ekki ég. Og það er ekki Dói. Mím-lordin okkar, Dói, er ekki aðalhlutverki í þessari klippu. Það er ekki Órús sem er aðalhlutverki. Það er hérna 4. maðurinn. Er ég orðinn 4. maðurinn? Number 4. Þið ætli kallt að orða þetta. Ég verð að taka þetta. Heyrðu, hvað kemur þetta? Já, teikna þetta bara. Já, spilum þetta endilega. Þetta er hérna, þetta er smá klippa og svo kemur þetta í lokin. Það er í ammælist. Er ég bara að þetta og vinnir? Heyrðu, ok. Ég grét þegar þetta kom. Þetta er sjálfsögur hláturnas Kristján sem Formule 1 hljóða bíl. Ég ætla að segja sama og ég sagði þá. Ef að hláturinn minn gleður fólk svona mikið, þá er ég sáttur. Verður við ekki að sjá þetta aftur? Já, ef kannski horfa á þetta einu sinni. Horfa á þetta einu sinni. Eina sem við kannan að teikna er tippi, ok? Ok. Þú ert að koma þessu, svo sagt. Það er svona 80% bíl, gera hann úr tippum. Það er svona 80% líkur og vinnir. Verður ok. Þetta er svo gott. Ég meina, fólk sakna vaffáttavélina úr formúlunni. Já, það er alveg hárrétt. Þannig að við getum bara búið það til. Það er ég ætla að segja, sko, ástæðan fyrir þetta fór ekki mím ársins er kannski kann ekki nóg, en ég var að reyna að setja þetta inn í könnuna og það tókst ekki. Þannig að bara kenniði mér. Það var líka, ég var að skóla mýmin, Kristján, ég get sagt það. Og hérna, það var eitthvað sem að mýmaði sem var mjög gott. Sem var mest smitandi hlátur. 1 Kristján, 2 Tryggvi, 3 enginn annars. Það er mjög gott.
Herðu, við erum þá eigum bara eftir úr könnuninni, það leikur ársins, en fram að því það eru konið góðu gestir í hús og við hefum þurfa að pakka, við hefum þurfa að dýfa, það svo mikið eftir hjá okkur á þessum setjum. Eigum við að fá fyrsta gesti sem í húsi kannski? Já, það er ekki bara. Hann að mæta þetta, hann þarf að lappa fram hjá einhverju myndavélum og það er ótrúlega satt. Mæk nr. 6. Já, til minnis mæk nr. 6. Það er mæk, það er stóll og hérna mun hann ákveðin ótrúlega. Hann verður með svona mæk. Já, hann ætlar að taka lægið. Þetta eins og, við hefðum alveg getað fengið Siggu Beinteins. Já, við getað fengið Siggu Beinteins. Hvað er hún? Af hverju fengið við ekki Siggu Beinteins? Það er aldrei vitan hún Ég er stærsti Siggu Takk fyrir að rúlla mér inn. Vá, hvað það er þátt í orðum. Lakka þessi orðum. Var að læka. Engin annar Aron Ólafs, við þökkum bara kærlega fyrir að hafi bara síðan tíma að kíkja hérna inn. Takk fyrir að fá mig. Við heyrum ekkert í honum núna í gegnum Óla, en Aron... Jú, við heyrum Ég heyr ekki. Banka á mækinn. Jú, ok, ég heyri honum. Ég var svona að hugsa, á ég að fucka þér upp. En við vorum að fara hérna yfir áðan, það var hlustendakönnun og við Hittu manninn inn. Ég sagði Aron Ólafs. Já, og hvað er Aron? Af hverju er Aron? Aðalmaður hjá Rísi, við segjum það bara. Framkvæmdastjóri rafíþróttasamtakana. Já, takk fyrir að fannast okkar. Bara, þetta þetta ákveðin svona draumur að rætast að komast í game team. Líka í kryddpylsuna. Í kryddpylsuna og ég meina, þetta ég held að þetta klæði mig upp hann í fyrir skyrtu, ég held að þetta verið svona smá hátíðlegt. Já, ég líka sko, þeir náttúrulega fengi ekki skilabóð. Nei, þetta er snýrstilega verðumeldi sko. Já, ég meina, þetta er búið að vera frábæð þáttur, veist. Ég var að laumast í fjölskyldubóði með svona eitt í eyranu að hlusta sko. Það var líka bara ekki tekið þátt í einhverju umræðinu. Já, eitthvað, spurður eitthvað sko. Stóra var náttúrulega hérna, við heldum áhörðakönnun og vorum að ræða svona stæðstu viðburði töluleikjaársins 2021 og það voru rafíþróttirnar, vöxtur og þeirra á Íslandi, þannig að ég held að það sé rosa gott að fá þau hérna inn. Það er bara til að óska til hamingju með þann árangur sem við hafa verið að ná í Rísi. Mér líður smá bara eins og við höfum öll saman unnið velun. Já, er ekki. Ég tek þetta alveg til okkar sem að erum hérna í að starfa hjá Rísi og ég myndi þetta geðveikt, þetta er bara búið að vera rugglað ár og hugsa sér að sko við vinnum raunverulega líka sko í þessu könnun, takk öll sömul sem að kusu, ég meina við vinnum ræjotviðbur sko, tvo. Þið meiri segja sko ákveða að takla það að setja bara sko tvo saman sem sko í eina spurningu. Ég veit það. Já, enda skrifuðu tveir sko. En þeir voru klálega þrír sko. Já, hvað verður ekki að highlighta það hérna fyrir framan alla sko. Nei, ég minnst að þetta klikkað og ég minnst það sem búið að gerast á árinu að fá þessa viðburði hingað. Það var galið, líka bara það sem við hefum lært af því og dyrna líka sem þetta var að opna erlendis fyrir okkur. Þetta áður fyrir þegar við reyndum að tala við einhvern í útlöndum, þá var þetta bara á Ísland. Það var svolítið krútlegt. Ísland. Við setjum upp fund einhver tíman. Þið með joina Discord-serverin okkar. Já. Og hérna fáum svolítið ekkert ról. En núna allt í einu, við bara talaðum við okkur að fyrirbræði og ég meina, mörg lönd er að læra af okkur líka bara hvað við erum að bralla og ég meina, þetta er auðvitað mjög einkennandi fyrir okkur. Búum okkur lítilli eyðu, lengst út í Ballarhafi, við erum frekar fá, en ég meina, við erum alltaf stórhuga. Ég meina, við erum aldrei látið að stoppa okkur. Samanber bara þið, með kryddpylsuna ykkar Óli, ert þú stórhuga með kryddpylsuna þína? Já, eða svona við ýmsar aðstæður. En hérna... Ýmsir reynd að stapa ykkur. Já, en hvað hérna finnst þér svona að standa upp úr 2021 hjá ykkur í Rísi? Hvað myndir þú segja að vera svona highlightinn hjá ykkur? Borðaði þetta? Ég borðaði þetta. Varstu bröndu borðið? Nei. En hvað er svona highlightið? Upphækkurinn okkar var að renna undan. Já. Ísland pínu fake it till you make it. Já, hann er á kolli, hann er á kókosum. Er búið að hækka dóa upp? Já, þetta er alls ekki svesen. En hvað myndir þú segja að væri svona highlighti? Eru að tala um þetta stúdíó sem er hér og hluti að því sem er að gerast eða? Tala nú í mækina. Sko, ef við hugsum þetta, það er svo erfitt að segja eitthvað eitt hlut. Ég verði alveg viðkynna. Við fórum á svo marga mismandi áttir. Eitt er að vera með stúdíó. Ég meina þetta brugla dæmi að við getum núna bara framleitt eins mikið mögulega og við viljum af efni í flottum gæðum og ég minnst þetta er rugglað. Þannig að þetta bara game changer, ég minnst þetta klikkað. Við getum mætt þetta bara hvernig sem við viljum og tekið eitthvað upp, svo lengi sem að Dói mætir eða Benni. Þeir kunna græja þetta sko, við hinn ekki. Þannig að ég minnst það er þetta eitt og sér er fáralegt. Það að Arena sér til líka bara magnað og ég meina fyrir einhverjum árum síðan hefðu þessi fjárfestar bak við Arena aldrei dottið þetta í hug. Ég meina
forverin þessa eininga bara ekki til. Það alveg til netkaffi áður, en bara í þessum klassa. Ég meina það líka bara eitt af því sem ég tengi alveg eitthvað sem við höfum gert að við höfum náða líka bara að breyta allir umræðinni. Allt í einu til eitthvað orð sem heitir rafíþróttir. Með stóru R. Já, með stóru R. Og þannig það þetta geggjað, en svo þetta ekki að horfa fram hjá, það ekki hægt að horfa fram hjá Riot.com. Það þetta eitt og sér, eitthvað sem við lögðum blóðsút og tári í. Það helvistið fjöður í hnappagatti, við slum bróða það. Algjörlega. Þetta líka alveg game changer. Ég meina, þú ferð einhvers staðar og tala kannski við ríkið að koma að sér rafíþróttum og fyrir 2 árum það voru bara rafíþróttir, og svo núna eitthvað, rafíþróttir, það búið 3 viðburðir í Laugardalshöllinni, verðmætin á þessu eru nokkri milljarðar sem þetta skildi eftir á í Íslandi, á COVID-tímum, það var ekkert annað að gerast. Og hvað talaði Óli Krum á sínum tíma? Var það ekki, hvað voru þetta, 20 gistinætur bara í kringum staffið? 26.000 gistinætur fyrir Worlds og hitt var, ef ég man rétt, eitthvað í kringum, hvað var það, 16-17.000 eitthvað. Þetta er galið. Þetta er galið, sko. Þetta er bara stærðir sem við munum aldrei sjá aftur. En það sem mér fannst eða klikkaðast af þessu og fattaði eitt. Hérna á Íslandi, ef maður gerir eitthvað, þá þurfum við alltaf að, þú sem skipuleikandi, þar samt alveg að hlaupa í öll hlutverkin sjálfur líka. Þú ert bara, hljómsveitinu með tónleika ennþá að tengja mónitoruna bara þegar fólki kom inn í salinn, sko. Þarna hjá Riot, þá var þetta svo klikkað að horfa á þetta, að það er bara sér valinn einstaklingur í hverju einasta hlutverki. Þau kannski veit ekkert hvað hinur svona gera. Það er bara einhver sem sér lagerinn, hann kemur bara, já, þú kom með þessi ljós þangað klukkan þetta, og svo er þetta bara farin eitthvað annað. Og það var útrúlega flott að sjá hvernig fólk fari líka að vera sérfræðingar í bara ótrúlega einstökum hlutum. Bara alveg eins og við gerum í Game TV, það eru mjög mikið af fólki að baka þetta og sama með allt sem við höfum gert. Það er bara, þú veist, einn sem að sér allt. Já. Algjörlega. Já, við erum bara myndalegir. Það er ekki bara. Það er bara hlutverk, sko. Tæknilega, við erum svona álíka myndalegir og tæknilegin hefur verið nógu stöðug. Þannig að þú veist, þetta er svona á pari allt saman og viljum bara halda þið þannig. En hvernig upplifir þú að Ísland hafi fattað hvað þetta er stort? Já. Er það? Já. Við viljum bara rættum þetta mikið á þann. Og ég ætlum að segja, einu vonbrigði mín með Worlds var að ég var ekki að keyra niður götu og það var bara fáni á hverjum einasta ljóstur. Nei, sko, ég ætla ekki að henda henni fyrir rútuna, en Reykjavíkurborg er oftast svona, þegar svona viðburðir... Mér heyristu alltaf að henda myndir eina bæja, borgarlínu. Borginnes íbúi, nei, bara borginni, sko, ekki, ég tek engar afstöðu kakveit einhver línum eða kössum. Nei, það er bara mjög skemmt að henda einhver myndir borgarlínunni í þessu samtali. En það er alveg þannig að þegar svona viðburðir eru, þá er þetta svona höfuðborgarstofa, Visit Reykjavík dæmi, og er þannig erlendis, það eru þau sem að fara með þá viðburðarhaldanum í að setja eitthvað upp töff. Og það er bara eitthvað sem að sumar svona einingar í Reykjavík gátu ekki unni kannski alveg að pratt eins og margt annað. Já, ok. Smá pointer, ég myndi ekki nota mækinn til að tala með höndunum. Þetta er hæðilegt að vera svona með. Það er ekki söngvari. Þetta er samt svo töff, maður. Óli, halt þú á mæknum og framsótt. Mér er mjög flott. Ég skal reyna. Nei, hann er alveg. Ég er rosalega að tala með höndunum, en það er rosalega erfitt fyrir mig að einhvern veginn að setja þetta bara í, að vera í kjöru með aðra. Ég er nefnilega ekki, sko, jafnpjúgur að báðum. Ég held með heyrnatóp, sko. Nei, það er þetta, já, það er rétt, það fattaði ekki. Við vildum ekki vera að dreifa headphoneum á fólk. Já, nei. Hérna, nú allur þessi árangur 2021 og síðustu árinu er búið að vaksa jæmt á því. Hvað er 2022? Hvernig ætlaði að halda áfram að byggja á því sem eru þegar búin að ná? Ég er hardcore CS-spilari. Ég elskar bara CS og ég spila alveg leiki. Ég fór alveg í Age of Empires núna á árinu og ýmislegt annað. Elskar Age of Empires. Já, mér fílaði leiki fjarkan, sko. Kampænni fannst mér gott, sko. Hann er alveg unbalanced, en ég finnst hann er samt alveg góður. En ég meina... Age of Empires 2 er samt alltaf bestur, sko. Já, það er rétt. Mér fannst fjarkinn samt alveg næs. Alveg næs, 2 er samt bestur. Já, en hann lifir samt meira í nostalgínu. Ertu að detta í 2 núna? Já, algjörlega. Myndirðu gera það alveg? Algjörlega. Ég er ekki þar, sko. Ég fjarkinn núna, bara hann er ríkjandi. En þannig að, verandi CS-ari, þá get ég alveg viðurkennt að auðvitað verður mjög mikið fókus á núna þegar ég trúi og veit að við getum
fundi viðburði til að koma til Íslands. Þetta mun ég reyna alltaf að landa einhverju síðast átti. Því að sko, fekir fyrir mér ekkert eitthvað merkilegt sko. Worlds. Það eru feikir? Já, hvað sem hann heitir. Hvað það eru fekir? Já, ég veist, ég pæli. Bara fennrýr eða eitthvað, hann úlfurinn. Það sem við meginum bara aldrei gleyma er að sko, ég veit þetta langstasta stjarnan og hérna hinn hérna. Sjómeikir. Já. En málið það, að sko, ég er bara að vinna á Rafíþróttasamtökum Íslands. Og þess að við gleymum stundum með það, sko, undir Rafíþrótti hattinn er þetta allir tölvuleikir. Já, við erum líka í ISI heldur en þú veist KSI. Já, margfalt. Þannig að það að ég hafi pröfað LOL og mjög lélegur LOL og viti lítinn LOL, breytir samt ekki því að auðvitað það merkilegt, en sko, ég er samt CS-ari, sko. Ég er hérna, þannig við erum auðvitað bara núna, við erum öll nett úti og við vinnum þetta mjög vel með Íslandsstofu. Þannig að fókusin er á frekari stóra viðburði til Íslands. Algjörlega, fá fleiri viðburði til Íslands. Fá úrslitaleikina í Eldborg. Það verður geðveikt. Eða bara eitthvað svona algjörlega absúrt svona ef að COVID er að koma aftur. Það hendur okkur vel ef COVID kemur aftur, sko. Ég meina, Worlds, þau fara ekki á stað sem er með færri sætum heldur 70.000 í hérna. Höllin okkar er ekki alveg þar sko. Ekki nema við myndum mæta með svo tússin og svona bæta við nulli og svona bara plata alla. Hálið við sprungurnar og... Já. En ég meina úti, við getum verið úti, við hefum alveg fullt af víðerni. Og elda hálinn. Frí hitt, svona frí hitt, svona dæmi sko. Það finnst ekki að koma, verður ekki nóg samband bara, að vera með eitthvað geggjað upp á jökli einhvern tímann. Þú veitur bara LAN, þú veist bara með dísilöðlarnar. Ísellir. Ég meðist, punkturinn er sá að jú. Nú myndi Dói segja okkur af hverju kaldi puttar virki ekki. Síðast. Það vita það allir sem spila töluleiki. Kaldi puttar virki ekki. Smástund, Dói. Já, ég vil ekki vita það, þú vilt ekki vita það líka. Dói er að spila tölvuleik. Og Borginans, ég tryggur hún að taka því að Borginans er að vera gjaldþrota. Já, ég syns þeir í Cities Skylines og það er ekki að ganga vel. Þannig að spila bara í miðri útsendingu. Við vorum að veltaði fyrir af hverju hann var að... Dói er svo mikill gamer að hann bara ætlast til þess að fá að spila einu sinni viku í Game TV. Já, við erum að taka sunnudagskvöld núna. Þú veist, hann ætti að vera heima þess að spila. Það er augljóslega ekki að sleppa því. Hann er alveg til að mæta samt. Já. Og svo lengi sem hann fær bara að spila. Ég meina þetta er bara basic. Ég er ekki að byggja mikið. Nei, ég meina bara alveg gamer. Það er eina sem dugar. Þannig að blauti draumur þetta árið síðast mót. Já, ég meina það er þetta það. En ég meina við tökum öllu. Allar dyr opnar og ég meina við tökum allar díalóga og það er bara spennandi. Ég meina, ég er innilega vona á næstu mánuðum að þá getum við sagt frá einhverju skemmtilegu. Já, það verður spennandi að fylgjast með því. Það er ekki að koma. Það væri draumurinn. Ég veist að sjáum hvernig það fer. Ég með COVID hjálpar okkur. Það er alveg orðað þannig. Já, hvernig það fer. Minni pressa. En við hérna bara þökkum kærlega fyrir að... Eitt að lögur. Hvað var leikur ársins á þínum mati? Að mínum mati? Það er þetta bara alltaf eitt leikur ársins. Þú var þurftilega að spyrja sko rönnur. Leikur ársins og hverju einasta ári síðastliðin sko 20 ár hefur verið Counter-Strike. Og hérna, en runner-upin í ár, ég verður að segja It Takes Two. Ég búinn að spila hann með konunni og það er ógeðslega gaman. Frábærleikur. Ég kláraði hann. Ertu búinn? Ég kláraði hann með Junior sko. Nei! Jú. Það er bara mesta father-son bara building. Og það byrjaði þannig að ég og kona vorum í honum og okkur var ekki takast að vinna boss. Hún er ekki mikill gamer. Var það bara strax Riksjón? Já. Og hún segir svona í djóki, Einar, heldur að þú getur þetta? Og við unnum hann. Og við kláruðum bara leikið saman. Og hann spilar hann núna, 1 með 2 fjastæringar. Já. Sko, það er metnaður. Hérna, það er þetta rosalega. Ertu ekki bara svona, upplifir þið ekki smá svolítið svona eins og foreldri sem á svona afreksíþróttabarn? Ég bara eins og hann væri út að spóla kapparspil, jú. Í sniðið þín til ekki, já. Ef þú er frá Texas, það var svona eins og væri búin að kenna hann að skjóta byssu, hann er 4 ára. Það myndi öll með þetta. Einmitt. En, já, þetta er Þetta er bara fullkomist, þetta er einn besti co-op-leikur sem maður hefur rampað í hefi lengi. Algjörlega. Þannig að ég ætla að skjóta á hann. Ég hef mitt val. Já, við ætlum að fara að henda hvað áhörðu kussu. Já, ég held það bara. Benni er að fara að tóka í spottan hérna aftur og rúla mér út aftur, sko. Þetta er... Ef þú ætti að fara að kveða okkur, Benni, myndi að slökka á mæknum að Aron að spila niður. Aron, takk fyrir komin. Takk bara fyrir að fá mig. Hvað er að fá hann líka með á QCS? Algjörlega. Hann hvarf bara á skjónum. Töfrar. Já, þetta er svo aðgæðlegt. Þú var bara kipt út
beint út. Grískrinni að virka á allt maður. Já, svakalegt. Hvað erum við að fara að gera núna? Það er fullt eftir. Ætlum við enda væntanlega á leikásins? Já, eða bara klárum þetta og höldum svo bara áfram með eitthvað bull. Sko, við getum klárað leikásins núna og svo er frjálstími. Það er eftir að dýfa Við fáum frjálsta tíma. En svo ég á eftir keppni ykkar á milli. Það er líka, við þurfum að tala við eitthvað að hinum streymunum sem kom inn á árinu og við ætlum að taka hús á í gennum Discord eða ekki? Jú. Þetta er smá. Þannig að í hvað röð vil ég gera þetta? Þetta er bara frjálst. Getur ekki að fengja ykkur áfyllingu? Ég fekk svo lítið glas. Já, reyndar. Já, er þetta byggðum það? Er þetta panta áfyllingu? Já, örugglega. Heyrðu, eigum að... Prófa að gera þetta aftur, svona tvisvar. Nei, prófa að gera þetta tvisvar. Já, prófa aftur. Ókvæslega illa að gera þetta. Vá. Nei, sorry, ekki gera þetta Móna, fyrirgefðu. Ég til ég. Þú mátt alveg Móna ef þú nennir, skilur við. Herru, hérna, eigum að fara í bestu leikina? Og líka hjá Ólaf. Dói fyrir ekki. Nei. Hann er með fingurbjörgan Dói, hann er með mjög stóra... Já, svo er maður fór nýtt stórt glas, takk. Ekki stórt fyrir Dói. Herru, ok, við ætlum að fara yfir bestu leikina og áður við revílum hvað áhörðu völdu. Hvað sögðu þið, drengir? Hvað voru bestu leikir ársins 2021? It Takes Two. Já. Engin spurning, þessi leikur er, þessi leikur og þessi, basically, það sem ég langar svona aðallega útskýra er að, ok, þetta er náttúrulega, ég gerði þetta með synum mér, þetta er fyrsti töluleikur sem við spilum saman ever fyrir utan bara að dunda okkur í Astro. Já, sentimental value, sko. Já, en veistu það, ég er ekki að grínast í ykkur og ég ætla ekki að spoila endanum á honum, en ég varð hálf klökkur. Já. Þegar ég kláraði hann. Þú veist, ég varð bara mjúkur. Já. Þú veist, mér leið bara eins og ég væri bara núna að fara að kveðja einhverja fjölskyldumeðlimi minna hana. Það er svoleiðis. Og bara, ég vissi þetta á búið, þú spilaði hann ekki aftur, sko. Ég vissi þetta á búið. Já. Og það er heartwarming allt í þessum leik, skilur. Það er hugmyndir á baku við hann. Og hann er frábær. Og ég bara mæli með, ef það er einhver annar úti til þess að spila hann með þér, bara do it. Hann er einfaldur á köflum en þú ert að leysa alls konar þrautir sem að gera svolítið flókin og svona dót og hann var einmitt fullkominn til að spila með guttan. Sko, hann er ekki gallarhúsleikurinn, ég ætla að segja það, ég hef spilað hann. Þetta er klárlega leikur ársins. Hann er leikur ársins að allir hinir leikinir eru lélir. Sorry, ég ætla bara að segja. Já, ég meina það kom engin negla út af það. Ég finnst þetta spurningu við að mér fannst eins og það væri alltaf sami hlutur eins og varst að flýja. Þetta var alltaf svolítið svona einhæft hvað var að gerast, þú varst að flýja, hérna, hvað heitir hann? Ég veit ekki. Fuglinn að það. Það er 2 til að spila og ég er náttúrulega B1, þannig ég valdi að spila hann. Já, þú átt ekki að vini heldur. Flýja fuglinn. Æ, þú varst að flýja þarna, hvað heitir þetta aftur? Fuglinn. Sem var að elda þig. Ég ætla einmitt að fara að koma brjálæðislega fjölbreytta þrautir og dót sem þrautir eru fjölbreyttar. Mér finnst líka svolítið spurningamarki við það að vera að setja svona pressu á barnið að standa í skilnaði hjá foreldrum og hann. Mér finnst það svolítið svona off. Þetta er pínu svona parent trap feelingur í þessu, sko. Já, en fyrir það... Og náttúrulega bara það að þú veist að kannski óþarfi. Og ég meina þetta er náttúrulega ekki einu svona tveggjumanna co-op-leikurinn og hugmyndin er góð og þetta er bara svolítið svona... Já, þetta er falleg saga og hvernig hún svona raunverulega þið bara byggir upp svona milli tveggja aðila og hvernig þið gera þetta saman, það er beautiful, sko. Já. Point being, ef við láta toga í hjartastrengin ykkar, þá mæli ég með þessu leik. Já, ok. Við sjáum bara hérna hvað þetta er, í þessu klippin sem við horfum á. Hvað þetta er fjölbreytt. Þetta fannst mér óþarfi, við skippum við þetta. Mér langaði ekkert að hlusta þau rífast og grátandi barni eitthvað. Sérstaklega ekki eitthvað með syni mínum eitthvað. Nei, nákvæmlega. Það er mjög sárt. Ég meina það er strax komið kommentina frá Treyfinum. It Takes Two setti bara nýjan standard fyrir co-op og plattformleiki og gameplay og saga er upp á 10. Og Siggi G er að mæla með hérna. Já, Tryggur, setti þetta í Tinderbæjó. Er að leita stelpu sem nennar að spila með mér It Takes Two. Það er þetta rosa. Nei. Vánskoti maður. Vá. Móna. Æ, takk. Við klappum fyrir Mónu stakar. Takk. Já, ég tek hérna. Sko, It Takes Two, líka gott, þú þarf bara eitt eintaka leiknum en það verður að spila í co-op, þannig að þú getur bara látið eitthvað vinnin hafa takk fyrir Móna. Út frá hinu, afleggjar af leiknum. Nemo sért eins og svona minn að vera bara með 2 festringar þegar við vorum búin. Þetta er ángríns bestu COVID-minninganda mínar. Þetta og svo hérna hádegis Among Us og eitthvað svona með góðum hópa fólki. En það var alveg magna við hann It Takes Two. Hann fór mjög lágt undir radar þegar hann kom út fyrst.
Það tók alveg vikur og mánuð að uppgöta. Þú sagði mig frá honum, eitthvað svona, heyrðu, býtu, voru ekki Norðursins með ammælistrím hjá okkur þar sem eitthvað par var að... Jú, Bjarki akkurat, var ekki Rósi á, Bjarki. Og það var bara, þú veist, ég horfði á þetta, ég bara, sniðugt og eitthvað. Og svo einmitt, svo keypti ég á nú til að koninni langaði að spila eitthvað leika eitthvað og láta að prófa þetta. Það endist að lausi af ryksugunni. Og svo kláruðu við þetta. Hvað var það dæmi með ryksugu? Fór hún að ryksuga að því hún gæti ekki til leiknum? Nei, fyrsti bossin er ryksuga. Ok. Ég er ekki búinn að spila leikinu. Já, ég hef ekki spilað. Það er enda fólk svolítið... Spilið þið ekki 2 leik? Já. Bak í bak. Þetta er bara uppgötun. Gæti alveg verið, sko. Það er enda fólk svolítið son minn, sko, því að til þess að drepa ryksuguna þá þarftu einhvern veginn að ná að beygja upp á sogarmana og setja á augun og sjúgur augun. Þetta er alveg pínu sick, sko. Ég er alveg bara svona við Einar, hann er alltaf núna skítrandi þegar ryksugan fer að staði. Kemur þetta ryksugur róbot og hann heldur þetta sé bara þess að mæta. En þú Tryggvi, hvað segir þú? Leikur ársins, þínum mati? Sko ég setti 2 leiki. Nei, ég setti þetta 3 leiki, en ég ætla að taka 2. Ég setti annars vegar Formule 1. Já, ég ætla ekki að geta. Sko, líka bara þegar þú veist, það var eitthvað fyrir mig, það var eitthvað sem ég aldrei prófaði. Ég bara fór all in, keypti með stýri, pedala og fór í þetta og mér finnst þetta geggjað. Mér finnst það alveg fárólega gaman og bara þú veist, ég er spennt fyrir því að við förum að stríma það, skilur. Já, klálega að gera það bara sem allra fyrst. Já, algjörlega. Hinn leikur sem ég setti sem að kom mér mjög sem að Casper hana. Casper. Jú, þetta er Casper. Casper. Það var sögutráður í leiknum. Það var sögutráður. Þetta var fyrsta sem ég gerði mitt, var að spila þetta. Og þú veist, þetta er erfitt að læra á þetta, en svo þegar maður er komin inn í þetta, maður er að skipta gíra sjálfur og eitthvað svona, þú veist, þetta er feelingur, sko. Þetta sögutráðsdæmi gekk ekkert alveg upp fyrir mig, því að ég var mjög grunnsamlega farin að vinna keppni bara í byrjun. Og meira þess að ég, sko, sem er ömurlegur í þessu. Þannig að, en þetta er mjög gaman og, þú veist, ég er skemmt með konungliði. Hinn leikur sem ég sett í, sem kom mér óvart, sem að við spilum, strákarnir, er Valheim. Kom bara out of nowhere. Þú varst eitthvað með góðan hópa það ekki og þið keyrðu bara á hann saman. Jú, við spilum þetta 4 og þú veist, ég bara vissi ekkert hvað vorum að koma okkur út í, sko. En svo eftir streymi, þá svona það var eitthvað við þegar við vorum stemmið, það sem var svona pínu að heilla mig. Þannig að ég fekk félaga minna til að spila. Við vorum 4 og þetta er pínu svona ævintýraleikur með Minecraft feeling, skilur. Þú getur svolítið bara byggt það sem þú vilt og ég gjörsamlega misti mig í því, sko. Og þú veist, að explora heiminn er flottur og þú veist, mér fannst þetta leikur geggjaður. Ég alveg bara, við ætla meira sem að fara að spila hann aftur. En hann var eitthvað svona leikur sem samt var það ekki, hélt maður ekki, var ekki svolítið Var þetta ekki bara 4 manna teymi sem bjóð til það leik? Jú, þetta voru bara, þetta voru gæri Svíþjóð, ykkur 4 gæri eða eitthvað sem eru bara skriljónamæringar núna því að þeir seldu svo mikið eintökum og þú veist, og þetta er svona, eins og ég segi, þú veist, hann getur ennst eins og Minecraft af því það er að byggja og hlutinu sem hefur verið að byggja í þessu leik er fáralegt, skilja. Það er ógeðslega næst crafting í honum. Já, þannig að crafting er bara byggða sem þú vilt og bara það sem er dettur í hug og fyndu leið til að láta það virka og svo er náttúrulega, svo voru 5 svona bossar eða endakallar sem maður þurftir að ná og þú þurftir að taka í réttur og þú þurftir að level upp og þurftir að fá einhver hluti til að geta ráðið við þennan. Þannig að hann hélt maður alveg. Mér langar alltaf að kommenta upp með hennar leik, það sem ég upplifði með hennar leik líka og ég ætla að vera saman, hann var mjög góður. Ég spilaði hann ekki meira heldur en sem sagt bara þarna rétt þegar við vorum í honum. Þú komst aðeins inn þarna hjá okkur. Þegar ég var búinn að byggja heilan bæ. Geðvikt. En þetta er svona leikur sem er ekki að reyna að vera neitt meira en er. Nei, nákvæmlega. Það er svolítið heiðarlegt, sko. Algjörlega. Svona ólíkt mörgum öðrum leikjum sem er komið út og það er svo oft það sem floppar, sko. Já, þú veist, þetta er mjög spesað því hann er óslega flottur. Það lítur óslega vel út og umhverfið er óslega flott, en samt horfir á karakterinn og hann er bara, þú veist, svona eiginlega pixlaður, sko. Þannig að þetta er svona rosalega svona skrítið mix. Eina sem þessi leikur skeyt með var íslenska UI-ið. Það var ekki gott. Þess að þú getur valið íslensku sem stillinguna á, þú veist, allt menjúð og allt þannig. Það var rosalega vont. Það var mjög skrítið þegar við vorum að fara í gegnum því streyminu. Það var sérstaklega option stillingarnar og það. Og svo þrælandi sem er í leiknum, þetta var mjög skrítið. Sultu þrælar. Þræll og ég veit hvað þetta var. En þessi leikur kom mér skemmtilega óvart og bara... Vildur þú segja að hann væri bara bestur eða formúla? Valheim fær mitt, 100%. En þú, Dói, hvað segir þú? Ég hugsa að leikur ársins verða að vera It Takes Two, en ég veist close second örugglega að vera Deathloop. Já, hann var náttúrulega svolítið öðruvísi. Hann fekk svona, alveg mismunandi dóma þannig, en hann er að gera eitthvað nýtt. Sko, máli af hverju hann fær misjafna dóma, Óli, er að því að til þess að spila hann og virkilega njóta þess að spila hann, þá þarftu að lesa
allar vísbendingarnar í leiknum. Þú ert að fylgjast rosalega mikið, það svolítið vesen. Í New World? Nei, Deathloop. Þú ert að fylgjast rosalega mikið með vísbendingunum til að geta leyst dæmi sem gengur út á náttúrulega að drepa, manni hvort það var 8 eða 14 agents. Já, einmitt. Og leikurinn svona deyrð aftur og aftur og hann var... Heldur að þetta henta mér að græðir á að deyja? Já, þetta fallegu leikur, hann skemmtilegur og hann... Það svipa á annar leikur sem að margir hafa haft mjög mikið álita á þessu ári, Returnal. Já, einmitt. Þá bara græðir á að deyja. Þú veist, þá fer bara aftur í ykkur lúpu, bara svipa á þetta. Ég segi að Deathloop væri meira svona eins og þarna... Hitman. Ég ætla að fá að kalla inn í tæknistjórn. Það framlengingasnúraðan inni og okkur Tryggva vantar að geta haldið chatun í gangi ef einhver myndi vilja vera svo vætt. Heyr, ok, þú segir það, Deathloop eða It Takes Two eða þú þurftir að velja? It Takes Two. It Takes Two. It Takes Two. Ég setti niður, ég var að klára bara fyrir stuttu og það leikur sem ég ætla að segja, það er Guardians of the Galaxy. Það eftir ömurlega leikin Avengers sem að Square Enix gaf, tók Marvel licenseið og drullaði yfir það. Þá hélt ég að vera að koma önnur bomba frá þeim með Guardians of the Galaxy. Því ég hélt að þú geti verið að spila því að þeir eru ekki 5 eða eitthvað í hópnum, að þú geti verið 5 manns að spila saman og eitthvað dæmi. En þá kom bara út að þetta er eitthvað besti svona story, bara 3. persónu, action, adventure skotleikur sem að hefur komið út í langa tíma. Bara karakternir eru geggjaðir, húmor eru geggjaðir, sögutráðurinn flottur. Það eru risa svona cutscene og svona bara settings í leiknum eins og bara í God of War. Stórir svona endakallar og bara, þú veist, þetta er bara svo geggja maður einhvern veginn tengist persónunum og þær koma svo vel í gegn sko. Refurinn og hann verður fúll og hótar að hætta og þetta er allt í einhverju vitleysum sortum eitthvað köflótt lamadýr sem þú bjargar og þetta gengur allt út á allt mjög skrýtna hluti. Svo fyrir utan það ertu með öll bestu 80s lög sem til Ég veit að mann þegar þú varst að stríma því, við vorum bara að hlusta bangers. Já, og það getur gert í miðjum bardaga, getur gert svona huddle, þá ertu að fá liði svona með þér í hópu og það er að peppa það upp. Ef þið texta, þá kemur ykkur 80s-smellur eins og bara með Rick Astley að berjast ykkur dreka, sko. Það er besta í heimi. En ef þið mistekst, þá er allir bara mjög fúli, bara hvað varst það að reyna að segja? Það þarf að peppa ykkur upp, ég skil ekki hvað. En það var alltaf þannig að mér. En og svo getur í bardaganum, þá ertu bara að stýra Star-Lord, en getur skipað hinum að gera hitt og þetta. Þannig að þetta er ekki svona multiplayer. Já, þetta er svona eins og í God of War, sonurinn að hjálpa og stýrir. Algjörlega. Þannig ég ætla að segja að mínu viti, Guardians of the Galaxy kom skemmtilega óvart og ég er svona honorable mention myndi ég setja Resident Evil Village, ég klára hann líka. En þannig að hjá okkur er It Takes Two að fá 2 atkvæði, Valheim að fá 1 atkvæði, Valheim kemist á listanum mér sko, og Guardians of the Galaxy að fá 1 atkvæði. Þannig að, en hvað segja hlustendur? Nei, áhörður. Áhörður segja, það voru tæplega 300 sem kusu og sá leikur sem er valinn leikur ársins áhörðundum Game TV er It Takes Two. Það er bara sammála því sem að hefur verið hér. Það voru leikir sem kom inn eins og Ratchet & Clank. Fekk hérna einhver 12%, It Takes Two fekk 32,4%. Þegar ég sá It Takes Two fyrst, myndi ég aldrei halda að hann myndi hljóta kryddpilsuna 2021. Nei, ég er alveg sammálaður. Þegar ég heyrði bara leiknum bara, þú veist, það voru bara allt í kringu. Þetta var bara svona Ball and Wonderworld. Já, algjörlega. Og bara eins og minni en hann verið sér. 2 dúkkur með einhverja skrýtna bók að skipa þig fyrir eitthvað, þú veist, En menni það komið þetta samt leikir svo Forza Horizon 5. Ég er ekki Xbox-maður. Nei, hann er að koma inn hérna með sæmilegt, það er Halo, hvað heitir hann? Halo 9. Master Chief Collection eða ekki? Nei, bara 9 Halo er að koma, sem var að koma. Halo Infinite, já. Er það ekki endurgjört bara af kannleginum? Ég veit að hann fekk góða dóma, sko. Já. Það var að bera saman við hérna, hvað heit hinn, skotleikur sem þú varst alltaf að spila hérna, sem fer ekkert Portal. Já. Portal? Nei, ekki hann. Það er ekki super eitthvað. Nei, ekki super. Já, þetta er skotleikurinn hérna. Ég er með Steam-opið, ég get bara opnað hann. Ertu ekki að tala um hérna sem kom hann og við spilaðum í smá tíma? Háskólaverkefni sem enda á að vera bara... Splitgate. Hérna er hann. Akkurat. Takk chat. Ég er að velta henni fyrir mér, og því að við erum alltaf eftir innan podcasti, hvort við hefum ekki að taka okkur, þú veist, 2 mínúna pásu og komast tilbaka með restina af hennum. Er það ekki... Jú, en áður fyrir pásu, við fáum eitthvað á skjáin, eitthvað vídeo og svona, en þegar við komum tilbaka, drengir, þá er keppni ykkar á milli, sem að þið vitið ekkert um, en hún verður rosaleg. Það er dýfir. Það er Dói Dýfir og það verður eitthvað, hann veit ekkert hvernig hann er að fara að dýfa, það er líka mjög gaman. Og við ætlum að tala við Bay Patrol og Sandkassan og við ætlum að opna hérna gjöfina frá Caldarion sem okkur barst.
Alltaf hættilegt að opna gjöf í beinni. Já, við vitum ekkert þetta, þannig að það verður þá bara, við verðum þá bara bannað. Miltisbrandur. Típist þetta verður eitthvað svona glimmersprengju, við verðum hérna bara í 2 daga. Eitthvað fleira sem við síðan eftir? Við ætlum að fá okkur bara kryddpilsu í búið. Já, það slatti sem við þurfum að ræða. Það bara þannig. Já, ýmislegt sem við þurfum að ræða. Heyrðu, þá bara höndum við okkur á smá pásu. Hvað segir Benni, tekur þú skemmtilega á skjáðuna með? Þetta alveg að koma. Benni aldrei tímalega, hann alltaf aðeins eftir. Hann laggar. Benni laggar. Kemur seint, en kemur þó. Leifi kærasturinn minn alltaf að vinna. Já, einmitt. Þetta setning sem enginn trúir. Ég sagði þetta í útsendingu. Hún ekki að horfa. Nei. Það gott. En klippið þetta endilega hann við getum sendt henni þetta. Já. Það verður gaman. Hvernig, ertu eitthvað aumur í tattúinu? Já, þetta svíður ógeðslega mikið, sko. Ég er með svona púða til að dempa þess að dæmi. Já. Hvað ætti að gera? En nú er ég náttúrulega með tattú, þannig ég veit að þetta er vond, sko. Þetta er ekki gott. Þetta svíður smá. En þetta verður flott. Mér sýnist þetta að koma vídeo. Það komið vídeo. 2 mínútur. Já, 2 mínútur. Nei, einhver. Fuck! Alla dóallir. Já, ég veit ekki hvað það var. Þetta getur verið. Það til köld tómatsúpa. Þetta ítölsk súpa sem heitir Gestapo. Nei. Gestapo, býtu. Ég vil segja mér eins og þessu súpu. Nei. Gestapo, já. Varst þú í sundi? Ég? Já. Einar var hvor sundmaður? Í 13 ár eða 12-13 ár? Já. Hann var alveg að komast úr barnaleginni þegar hann hætti. Yes. En já, vasinn mun brotna á endanum. Þannig að hann myndi þá bara lemja hindjacket sennin og barnið. Vá, hvað ég kom inn í þetta skurðintíma. Já, nei, what the fuck, það er endalist að nokka mig út. Ég get ekki. Já, ef við kannski að upplýsa fólki hvar strákarnir eru. Heyrðu, já. Þið eru örugglega ballsdeep í hvor öðrum einhvers staðar. En Þú sé, finnur þið hita niður hálsinn? Ég meiti kokinu núna og ég gleypti þetta svo hratt. Ég kyngdi svo mikið. svo lengi sem tungan snertir ekki gólfið eða bara snertir ekki hlutir bara í hug, þá er þetta að bæla. Ég elska að þú gerir þetta. Ég er svo glaður. Ég þarf ekki að taka. Í verðlaun þá skal ég sleikja þér skallan, Óli. Nei, það er ekki verðlaun. Það er ræðilegt fyrir alla. Það er enginn sigur því. Hvað meinar þið? Hvað? Jæja, ok. Ég held að Einar væri alltaf aðeins. Ég held að bara you enjoyed it. Þú veist að því ég borða svo mikið Cajun, þá bræðast ég þessu Cajun. You excrete Cajun krydd. Yes. Hafið þið prófað að nota hina hendina? Ég veit ekki hvort þið eru örfendir, en hafið þið prófað að nota hina hendina við? Tannburstökur. Vá, þetta byrjaði mjög illa. Já, ég veit. Og þetta endaði allt í lagi. Hvað meira þið? Hlustaðu bara á fyrstu, you had us in the first part, sko. Ég skil ekki, hvað sagði ég? Þú sagði, hafið þið prófað að nota hina hendina? Hann er ekki að ná þessu, nei, ok. Ekkert Einar minn. Ég er svo saklaus. Já, hann er rosalega saklaus. Ég skil ekki nei, þetta er allt í lagi, Einar minn, þetta er allt í lagi, Einar minn. Ertu bara ungur og frjáls? Já, þetta er bara, þú veist, don't let the knowledge of the world corrupt you. Þetta er bara fínt, þetta er bara ungur og saklaus. Hver var með þessa hugmynd að fá hot sauce? Ég held að það sé þú Einar. Allavega. Grófa liti. Ok.
Hvað gróa á lauti? Gróa á leiti, það var þú veist sögursaga að kona sem var alltaf að gossipa held ég. Ég fór í sund daginn og var í pottinum og þar maður heyrir allt slúðrið í pottinum og það alveg lúms gaman að bara liggja í pottinum og hlusta á vandamál annarra þó þau sé ekki tala við þig og ég ætla að stofna svona gossip column sem gróa í bleiti og það sem ég fer yfir púls þjóðarinnar í pottamálum. Gróa í bleiti. Sagði þetta bara. Það af ólíginni persónu að trausti í Game TV setur brauð þvert ofan á hristavélar en ekki hafa það eftir mér. Takk fyrir þetta Gróa mín. Nice. Hún hefur það af ólíginni mannesku að fornleifafræðingar hafa fundið leifar af fornum torfkofa vestur á Ströndum sem taldi verið frá tímum landnáms. Heyrst hefur þetta sé æsku heimili Óla Jóels. Oh shit. Svo segir Óla, Svo segir Óla. Svo segir Gróa. En veit Gróa hvað Óli Jóels gamall? Hún hefur ekki heyrt það þá. Veit einhver hvað hann gamall? Þarf þetta ekki að fara, þarf ekki alltaf að vera smá skita á einu Game TV? Settu bara prógram í... heyrðist í okkur núna? Ég setti bara ykkur aftur. Ég skrapp bara klósettið og var bara að chilla. Ég að segja, þetta sem ég sagði, Óli var eitthvað að segja þig. Hvernig mjúta ég Tryggva? Getur þú hægri smelt á prógram og sett preview on monitor 3, þannig að við fáum að sjá það hérna. Já, við vorum að fjárstýra. Óli var svo ánægður, af því að Benni ætlaði að stýra tæknimálum en ekki Dói og ég sagði, veistu hvað, ég hef horft á sandkassastreymi og það engin munur á kúk og skít þegar kemur þeim tveim. Og það bara að rætast núna. Já, það alveg hárið. Message frá Siggi, kameran on. Oh my god, sko. Já, ég tekið á mig. En það allavega, það var engin... Velkomnir 8 pungur, takk. Já, en það var engin með þörf fyrir að afklæða sig. Það Dói einu sem hefur það í dag. Ætlar að sýna eitthvað tattooð aftur. Þetta er búið rosa gott. Herru, en allavega. Það er bara svona mönnsljóð í Dóa. Ég að borða. Herru, en ég held að við þurfum að fá, ég sá að voru skilabóð fyrir Bay Patrol, það vilja æstar koma sem fyrst í útsendinguna, því að þær þurfa að fara að koma sem eitthvað annað. Kipum, það er líka allar heim. Dói, ég veit út tæknumæðurinn, mækin á ekki að vera hjá augunum þær, Ég er að tyggja. No shit, það heyra það. Það er alveg. Þetta er agalegt. Getið þið please bara rífa kjátt yfir annan, eða hvað? Það var ekki að rífa kjátt, þetta var bara vinsan í point. Það er kryddpilsa. Lætt alltaf hljóma sem sé eitthvað dissa. Allavega. Herri, við erum allavega mættir hérna aftur. Það er hellingur eftir, við höfum að orða pakk í beinni, það er keppni milli drengjana. Dói dýfir og Dói veit ekki hvernig hann var, við vitum ekki hvernig hann var dýfir. Það er bara ég sem veit það. Fekk það verkefni af Vestlinn. Ég er búinn að veita og valdi frábæra hluti, engar áhyggjur. En getum við fengið 10-10. Bay Patrol 1, því eitt af highlightunum í Game TV þetta árið voru ný streymi. Það er komin eftir smá stund. Og að fá aðeins kynna þau betur fyrir ykkur og heyra svona hljóði. Með bíóvetið, við ætlum að minna á hraðaspurningar líka. Við förum í hraðaspurningar bráðum, það er komið slatti af hraðaspurningunum. Já. Og... við viljum auðvitað fleiri. Já. Algjörða. Er þetta ekki bara Game TV Instagraminu? Það er alveg mjög margar spurningar sko. En við veljum alltaf bara nokkrar. Er þetta ekki inn á Game TV Instagraminu? Já, farið inn á Game TV Instagramið, skrifið spurningu bara á okkur alla og einhver. Hann er fann að lesa fréttir hérna. Hann er fann að lesa. Þú er mjög mikið að miskila til tölvunari. Hann er ekki eins og með tjatti opið. Sjáðu samt hvað hann er ánæður. Já, hann er bara með pítsu, einn kaldan. Þú mátt sko sleppa þessu, við getum alveg tekið þetta á okkur. Við erum að fara inn núna í þetta. Gaman að heyra að sleppa þessu bara. Þetta ekki koma inn eða? Með að stelpur það ekki vel að mæta. Nei, helvíts áfall. Það væri gegn... Annars tekur þú þarna sem við erum að tala um það. Þær vita ekki. Þetta er þrjú sér að heyri, sko. Við erum að setja heyrntól í. Þær eiga við, já. Það er verið að kenna þeim eitthvað. Setti bara tækið í. Það væri geggjað að við getum fundið myndin á þeim þar sem þær eru allir búin að mála sig.
bara til að setja á skjáinn, svo við myndum átta eitthvað á... Hún sagði, settu tækið í USB-tæk, Já, erum við að tala eitthvað svona... Er að heyrast í þeim? Getur tjáttið staðfesta? Það veit það enginn. Því að þetta er golden comment. Ég held að heyrist í þeim. Þarna. Mættar... Nei, halló! Bitu. Við erum mjög tækniaftar, við kunum ekki að... Ég er á milli ykkar. Heyrið í ykkur, nema ég hér. Ha? Eva. Þannig að Alma heyrir ekki í ykkur. Eva. Alma. Getur þú sett default audio device Alma. Discord skutin? Þetta er númer 2 og 3. Nei, þetta er Eva. Þetta er Eva. Já, þetta er Eva. Þú sér líka hvað glasið hennar er stórt, sko. Já, ég veit það. Mér finnst persónlega eins og þær hefðu átt að fara í sama outfit og reyna að líta nákvæmlega eins og Er það The Spicy Sausage Party? The Spicy Sausage Party. Hvað segir þið, stelpur? Við segjum allt gott en þið. Mjög gott. Frábært. Mjög gott. Hvernig einangrunnin búin að fara með ykkur? Mjög vel. Þetta er búin að vera æði. Ég ætla ekki kvarta, sko. Sorry, Benni, ég fæ nú tala. Maður er búin að spila, sofa, borða, ekkert meira. Nei, það er bara... Er það ekki bara draumurinn, eða? Það er draumurinn, sko. Þannig að næsta Streamer Royale, þá pakkið okkur. Ha? Þannig í næsta Streamer Royale, ef að Warzone myndi nú einhvern tímann aftur hleypa því inn í nýja mappið og laga svona ákveðna hluti, þá pakkið okkur sem sagt. Já, þú veist, við pökkum, sko, ég högna pökkum náttúrulega þér og Dóa. Algjörlega, aftur og aftur og aftur. Nenni að segja núna alveg satt. Þegar ég og Dóa erum að ræða þetta, þið streamsnappa okkur allavega einu sinni. Aldrei! Kristján, veistu, ég rætti þetta við Högnu daginn eftir. Ég var brjáluð af því ég sá þú að tala um þetta, saka okkur hérna eitthvað svindl. Nei, þú veist, ég virði það. Ég myndi líka gera það í ykkar stöðu. Að streamsnappa er að svindla. Já, ekki þegar það er að drepa okkur. Það er sama hvernig þú drefur. Þegar að batterið er í gangi, þá er það bara 100% Þá er það verra. Nei. Jú, víst. Nei. En var það ekki þannig? Það var ekki þannig, ég sverða. Ekki þegar þú komst krásandi fyrir horn vitandi hvar ég lá einhvers staðar að bíða. Nei, þú veist, ég er ekki nóg klárið að geta fylgst með það í tölvinu og spila, sko. Ok. Ég virði það bara, þá er þetta bara frábærlega að spila. Já. Þetta er bara svo verið svona tell-all þætti í Bachelor eða eitthvað. Stream snæpuðu okkur. Nú getur þið sagt allt. Programmið er búinn. Það er málið var sko líka, ég og þú Ég horf ekki Bachelor samt. Nei, að sjálfsög ekki. En málið er samt sko að ég og þú vorum ekki góðir. Nei, þetta er kvöld. Og ég held að Alma hafi drepið mig allavega 2 sko. Það er ákveðin skömm sko í því. Já, ég veit það. En máli, ég hef alltaf haldið fram að Alma sé sterkir hlekkurinn í Beifadról, sko. Ég held að Kamila, sko. Ég held að ég kom á orð, ég held að þetta sé mitt ár líka, sko. Já, þetta er hennar ár. Ólín í liðinu, sko. New year, new me eitthvað, ég ránaði með þetta, sko. Það er rosalega að vera ólín í liðinu. Hún sagði þetta með niðrandi átt. Ég fæ allavega að vera með. Alma þá má allavega vera með. Já, það er fullt af ólum hann úti sem ekki að vera með. En mér langar að spyrja ykkur, núna þið byrjið að streyma inn í Game 2 núna í hvað? September. Já. Hvernig er þetta journey búið að vera? Þetta er búið að vera fárlega gaman sko. Við erum bara að klípa okkur hverjum degi sko. Vá. Já. Er þetta bara uppláð drauminn eða? Já, algjörlega. Við erum bara að hugsa skilur fyrir ári síðan skilur hvernig það var. Það voruð bara einhverju rassusar að spila töluleiki. Þá voruð þið með þess að með sikkvort headphone-in samt sko. Þetta sýnir að vera einhverju rassusverkis. Svo heyrir svona 30% í álmu og 100% í öfu. Já. Það er kannski að kenna þeim á takkana á þessum mæk sem að opnar í báðar áttir. Já, það er til leið. Þetta er bara flott svona sko. En já, þetta er bara ógeðslega gaman og þetta er geggjað og þú veist við vorum bara að horfa í ykkur, The Idols, og svo erum við bara eitthvað vinir ykkar og bara svakalegt. Og hverjum er áhörðu búast þið 2022 frá Beifadról? Hvað mun gera? Allavega einum sigri, eða ekki? Allavega einum sigri, sko. Allir bara lofa því. Það er bara rosalega. Já. Nei, þetta verður bara geggja ár, bara skemmtilegra og stærra og við verðum betri og... Og verður þið skemmtilegra og stærri? Nýtt, ég veit það ekki. Já. Það er bara, já. Er það eitthvað á dagskránni að prófa ykkur nýja leiki? Já, þau tók náttúrulega mjög misefna Kahoot eða ekki, þau efa stjórnaði því. En það tókst betra í rann núna miðvikudaginn, sko. Því ég fór yfir svörin, þau voru allir rétt í þetta skipti. Já, það skiptir máli í spurningakeppni.
Mér finnst það samt ekki. Mér finnst fólk velta sér allt og mikið upp úr því að öll svör þurfa að vera rétt í pöppinu. Ég alveg samanlega. En ég var líka með, sko, í seinasta miðvikudag var ég með eina spurningu sem var, Dói með hár núna? Það var 50-50, sagði já og 50 sagði nei, sko. Já, það veit enginn, sko. Ég er með meira hár en flestir en inni, hvað er það? Já, Óli vill meina þetta sé póliester, bara besta póliester sem að Kína hefur bóðið. Ekki snerta Þú er svo Wayne Rooney í töluleikina. Nú hættir þú. Þú er rosalegt hár. Þetta er svaka, við erum ekki samt með opin eld nálægt hárun á honum, sko. Ég held að þetta sé eldvind. Nei, þetta er nefnilega málið það. Ég hef séð hana mann greiða sig. Það er í alvörunni eitt krútlegasta moment sem ég man eftir þegar Dói svona sendi á okkur bara raunverulega veltaði fyrir sig hvernig það virkaði fyrir klippingu. Það er ekki meina að þú þurftir eitthvað að vita hvað klipping væri. Þetta bara hvert hann ætti að fara, hvort hann þurfti ekki að kaupa sér gelóli. Þetta var svona svo, þú veist, að hann bara var að uppgöta eitthvað í fyrsta skipti og mér fannst það alvörunni skemmtilegt. Ég labbaði líka bara inn á klippistofunum og var þetta er líklega síðasta klippingi mín. Getur við gert eitthvað við þetta? Já, þetta er svona, þetta var að hugsa eins og ég. Þetta er mjög flott hár, Dói. Það verður ástæður. Já, þannig að það verður meira af Kahoot eða hvað verður að gera. Já, 100%. Já, þetta verður gott. Þið búin að íhuga að fara út fyrir Warzone-búbluna það? Meira? Nei. Okkur líður rosa vel það. Okkur líður vel það? Já, og við trúum því að þetta mun lagast, það mun gerast. Tropical Paradise núna. Það er mjög erfið tímar. Tropical Paradise. Tropical Paradise. Þið búin að velja ykkur nýja heima í Warzone? Nei, en við erum að vinna í því, mögulega er það komið, en ég get ekki staðfesta strax. Nei. Það þarf vantilega bara að fylgjast með næsta Babytol streymi til þess að koma staði. 100%. Og þið verið mætt að feska brá miðvikudaginn? 100%, já. 100% já. 100% já. Ég sé núna hvað þið eru miklu tvíburar. Og sér það miklu með þeir eru svona hlið við hlið. Já, eigum við að revíla once and for all fyrir Dóa að þær séu tvíburar? Ég veit að það eru tvíburar. Ég veist það mjög góð saga sem kannski ekki verið sögð í streaminu. Hann náttúrulega hélt lengi vel að þið væri bara svona líkar. Væri bara vinkunni, bara völdust að því að bara líku sæki líka. Kannski það er sögðu mér það? Já, og þú trúður því bara. Af hverju ættir ykkur að ljúga mér? Hefurðu talað við þar? Þú veist alveg hvernig það eru, sko? Já, en þú veist, ok, þú skilur ekki hvað þetta var casual hjá þeim. Það er bara eitthvað, eru vissum að þið ekki tvíburar? Eða skild? Og það er bara eitthvað, hefurðu einhvern tímann talað við Evu án þess að hún fokkið þér? Hún horfði í mig bara, hún horfði beint í augun á mér. Held ég, þetta var ekki um webcam. Guðminn almáttur. Hún var bara eitthvað, nei, við erum bara vinnur. Hún horfði sérst beint í linsuna og laugaði. Og bara blákallt horfði beint í linsuna og laugaði. Við leiðum sem horfði í hugan. En við erum farin að fatta, við þurfum alltaf að segja að við erum að grínast. Já, við erum byrjað að gera það svolítið. Ég kann að meta þess að það takk. En sko, en þú veist, þetta líka með það, þú veist, eins og við gáfum Evu þann titil daginn að vera eitt bara svona heiðarlegasta dick sem við vitum því að hún er geggjuð í að fokki manni, sko. Það er geðvitt. Já, það er bara þannig. Já. Þetta er gott. Við höfum ekki að sjá okkur miðvikudaginn. Algjörlega, já. Það er rosalegt. En við höfum bara til að sjá okkur núna á miðvikudaginn. Það eru samt í svona Hvað er þetta sem við erum að horfa á? Þetta eru svona slætssýning. Við kunnum ekki neitt. Þetta er ekki ykkur að kenna. Ég elska líka að mækin, myndavælinn er svona að reyna á. Benni, ég er að fara inn í broadcasting-töluna. Myndavælinn er líka að ákveða og fókus á glasið eða þær. Það er svona... Ég segi bara skáleikur. Og takk hérlega fyrir innlitið. Takk fyrir innlitið og hlökkum til að fylgjast með ykkur á miðvikudaginn. Skál í bótt. Tjá. Bótt, ok. Róluðu Dói. Dói. Það verður fann að knúsa okkur eftir 3 mínútur. Já, það er agalegt. Jæja, þarna hittum við eitt teimið, nýja teimið. Herðu, það er eitt fallegt að gerast í tjattinu. Já, hvað er ekki? Fólk er að para sig saman í It Takes Two. Já, það er þetta mjög fallegt. Ástin er að koma út í Game TV tjattinu. Ætli það verið bara eitthvað tíðan Game TV börn bara? Aldrei að veita. Getur verið. Já. Hvenær varst þú til? Sko, bíddu. Ég ætla að fá að koma með smá challenge hérna. Því ég var átt að með á því að þetta er Ugly Face 72. Já. Hvað ár var að byrja? Ég myndi alltaf 22. Og hvað þýðir það? Að hann er að verða eldri ef hann heldum hann er einhvern tíma. Ef að við fáum ekki að halda eitthvað humongous event í hvað nóvember? Það er rétt. Nóvember, já. Óli 50. Það er rosalegt. Óli 50. Ég vil að það verði bara Íslands TwitchCon. Já. Er bara svona Gamescon til heiðurs manninum sem að,
brautryðjandinn í tölvuleikja umfjöllun og sem skemmti hérna á Íslandi. Já, ég er samanlega. Ætlum að hafa Ólakon eða Öglikon? Öglikon. Það er rosalegt. Öglikon. Öglikon 22. En þið gerir ykkur grein fyrir, sko, ég byrjaði alltaf að spila tölvuleiki, þá voru ég svarthvítu, sko. Og ég var að bera mínu upplifun að sjónvarpið fyrst var í svarthvítu. En pappi, hann ætlaði að redda sem bara er 70 í dag, sko. Til hamingju með pappa? Takk fyrir það. Ég myndi að pappi hans er 70, pappi minn er 80 ára. Já, hann keypti svona litafilmu yfir sjónvarpið. Og hann var þannig að þegar maður horfði á Derrick, minnið þið Derrick? Ég hef heyrt það. Að þegar hann lappaði frá hægri til vinstra á sjónvarpinu, þá byrjaði hann sem grænn, svo var hann gul, blár, svo brúnn og eitthvað svona, þú veist. Það hljóma svona eins og einhver HT-filter sem einhver svona vafasamur einstaklingur selur á Kanaríeyjum. Þetta er bara eða bara kaupið beint á AliExpress. Já, svona ólst ég bara upp og ég held lengi vel sko að Bogi Ágústsson væri Indveri, af því að það var akkurat... Fyrir ekki, þú sagðir Bogi Ágústsson Indveri. Væri Indveri, já. Hann var að lesa fréttar í filmunni. Var hann alltaf í brúna filturnum með? Já, hann var bara að heita beint svo. Ég veit ekki, þetta var bara... Það væri ekki eðveikt. Ég er pæli, ef að Kráka Margrét væri leynigestur hjá okkur kvöld. Já, hún getur ekki verið það nema uppstoppuð útgáð og það gekk ráni. Ég er að velta fyrir mig, vorum við með eitthvað giveaway? Því að mér langar ekki að snúa hjólinu á sjónvarpinu. Já, það er enda væri gaman að gera það. Já, við getum alveg haft eitthvað að gefa. Við getum alveg fundið eitthvað, sko. Að gefa eitthvað sem er í þessu? Nei, þetta er okkar. Við erum ekki bara að gefa gjöfuna kalda. Hvað er það? Herri drengir, Dói Dífur eftir. Já, Dói Dífur eftir, það er opna pakkan og það er keppnin og svo ætlum við að ég vil heyra í fleiri streymum. Já. Þetta er svakalegt. Hvað viljum við taka? Viljum við taka Dífur eða? Eru þið Dífur eða viljið fara í keppnina, viljið opna pakkan? Ég held að við ætlum að taka keppnina. Viljið fara í keppnina? Fáum keppna og fáum svo annað bennaða mónu til okkar. Ég veit ekki hvað þessi keppni er. Nei, þetta er sko, þið eru að keppa. Þetta er eins og Óli alltaf þegar það er eitthvað svona í gangi. Við vitum ekkert. Nei, ok, þið eru að fara að keppa. Þetta er sko, ég vildi ekkert vera að segja. Þetta er spurningakeppnin, hún er mjög einföld. En það sem þið þurfa að gera, þið þurfa að vera með bjölluna, þið verður ekki að bjöllur, þið verður að búa til. Þannig að Dói, þú veist, þú verður að rétta upp hendið og veist svarið og gera svona tölvuhljóð. Bíp-búp. Já, mjög gott. Tryggvi, þú verður að mjálma. Já. Nei, bara svona með tilfinningu. Með tilfinningu? Settu tilfinningu í það. Þetta er bara Óðinn týndur í 4 viku tilfinningu. Má ég heyra? Nei, með tilfinningu svona. Nei, mjálma. Já, það er enda mjög gott. Og Kristján að gera svona bílahljóð, Formule 1 bílahljóð, þau eru að gera svona. Já, bara hlæja. Ok, og það er 1 stig fyrir hvert rétt svar og það er bara hver er fljótar að rétta upp hönd og það verður að fylgja með hljóði. Það er bara náttúrulega. Þetta eru einfaldar spurningar. Ok, fyrst það er svona, hvor myndi vinna í slag, Kratos eða Sonic the Hedgehog og af hverju? Mjá. Já, hvað er með það? Kratos. Af því að hann er með 2 bæræsverð sem er þetta kasta ránt. Er rétt svar við þessu? Bíp-búp. Já, ok. Að sjálfsögðu Sonic, hann myndi hlaupa hringi kringum hann. Hlaupa hringi, það er ránt. Er rétt svar við þessu? Já, þetta er rétt svar við þessu. Þetta er spurningakefni. Ég ætla þá Ég ætla hérna að segja að það er hvorur. Hvorur? Fyrst að Sonic var rámt og... Nei, það var líka af hverju, sko. Já, ok, og það var semst svarið? Já, rétta svarið það er alltaf Sonic. Okay. Því hann er mjög snöggur og hann myndi bara horfa á Kratos og segja ekki séns og hlaupa burtu. Og það er bara sá vægi sem vitið meira konceptið, skilur. Hvað meinaru? Býtu, eru svörin sem bara eitthvað sem þér datt í hug? Nei, þetta liggur nú bara í augum. Hvers konar leik eru komnir í? Þetta liggur í augum upp. Þetta er þvæl, Ok, tökum næstu spurningu. Ó, þið eru bara að taka eigin heim, sko. Kastin í allir á mér. Slagið á. Já, ok, þetta verður svona. Ok, þú kemur alveg á þínum heimaðil, Tryggvi. Það getur ekki verið. Þið þurfa að hugsa svolítið þessu. Ok, það er ekki gott fyrir mig. Ok, búið til nýtt íslenskt orð úr stöfunum og nafni leiksins Valheim. Og sá sem er með flesta stafina, nota flesta stafina, hann vinnur. Búið til hvað? Nýtt íslenskt orð úr Valheim. Bara raði stöfunum úr Valheim upp og vinnir nýtt, ok? Heimval. Heimval, já, er það orð? Já, örgulega. Þú varst að segja búið til nýtt íslenskt orð, ekki? Já, nýtt, já, ok, heimval. Já, þú veist, bara íslenskt orð, ekki nýtt. Bara að vera að meika eitthvað sens, skilur. Já, ok. Bíp-búp. Já, heima. Já, það er rétt, ok. Hann er auðvitað að leita eitthvað skemmtilega. Nei. Nó, ok, þetta er ekki... Vartu bara að leita eitthvað? Þetta er að vinna að horfa með lengra. Sá sem er með flestu, já. Heima, það er heldur gott. Þú ert að nota þarna 5 stafi. Það er ekki margir eftir. Já, nei. Hvað, er hann ekki að nota bara hvað? 5 og 7? 2 eftir. Heima, já.
Þannig að við þurfum að reyna að búa til orð sem þá annarkvort 6 eða 7 stafir. Já. Úr þessu. Já. Ég held að það sé mjög erfitt. Það mjög erfitt, sko. Okay. Þannig að þið eru ekki meira betra en það. Jú, byttu. Sko, það bara vaff og L eftir Sko, heila er náttúrulega það, sko. Já, heila. Það bara 5 stafir líka, sko. Ok, já. Djúvillig, ég elska eitthvað þið hugsið. Já. Það ekkert bara... Við þurfum að búið... Nei, ég veit það ekki. Herri, ég svindlaði. Ok. Alright, ég svindlaði og ég fann svarið. Nei, Benni, hold þig kjáft, þú ert ekki með. Hann má alveg segja það. Jú, byttu. Alheim. Alheim. Ég var búinn að segja það. Nei, ekki alheim, þú sagði bara heim. Já. Heima. Alheim. Alheim. Alheimurinn. Herri, ég held að... Hvað meinar þau? Ég held að Kristján hafi takið þetta. Það er bara þannig. Alheim. Alheim? Já. Þetta láð þarna fyrir fram ykkur. Ég var svo að býða eftir einhverju svona pen-djóki. Nei. Ég náttúrulega samt saknaði orðið eins og Valhöll og Hjálmur og Herfur. Ég held að Alheim sé ekki orð. En þið náttúrulega... Þú ert að googla Alheim. Ég vann sem sagt. Í alvörunni? Já. Veist ekki hvað alheimur er? Alheimur. Hér er alheimur alheim. Ég trú ekki okkur þessum spurningamerki og andlita. Af hverju fæ ég ekkert í gang? Mælandi mínir segja að þetta orð sé ekki orð. Ok, Kristján var að fá fyrsta stíð í hús, þið skittu í fyrstu. Þetta, ég veit þá var inn á þetta. Má ég heyra hljóðið? Býtu, var er í... Benni getur ekki verið var, hann er óhlutlaus. Var hérna dæmir til að alheim sé svo sannarlega orð. Já, einmitt. Vel gert. Ég segi bara hvar voru orðið svo Valhöll, Hjálmur og Herfur, en þið bara... Valhöll? Ólafur! Hvað meinar þau? Áttu að segja einhver orð? Þetta er mín keppni. Það er ekki 2 eftir Valheim. Þetta heitir ekki Valheim. Þið verður bara að spila þetta reglum. Ég var að gera þetta snemmi í morgun. Ég var að finna þessu orð út úr. Þetta er bara, flott hjá þér. Ok, það kom 1 stig. Má ég heyra? Kristján, má ég heyra? Þú ert með 1 stig, þú ert með fórustu. Nei, byrju. Það komið að 3. spurning. Þetta er bara 5 spurningar. Nú komið 3. spurningunni. Ef sjóræningi og Crash Bandicoot myndu eignast barn, hvert er þið afkvæmið? Og hljóður líka. Ok. Jarangikot. Þetta er þetta mjög gott svar. En það er því miður rangt. Það er mjög gott svar. Það er svolítið svona Monkey Island svar. Já. Ég vildi segja þetta. Sjóræningi og Crash Bandicoot. Já, ég ætla að íhuga það. Ég ætla að hugsa það. Pirate Crash. Vá, þið eru svo góðir, sko. Ég ætla að íhuga hálft stig en þetta er rangt. Það ætlar að íhuga hálft stig en þetta er rangt. Strákar, við erum að fara viltinu leik. Við erum að hugsa eins og Óli. Þannig að þetta er einhver algjör síra. Já, ég veit, þetta er eitthvað... Hann myndir eitthvað bara heita eitthvað, þú veist. Herðu, þetta er bara, strákar, þetta er alltaf Wikipedia. Hvað heitir apinn í brúðuleikunum? Þetta heitir pottitt bara kaffi drefur eða eitthvað, sko. Það var ekki api í brúðuleikunum. Nei, þarna íslenska dóttir. Nei, bitu. Lilli aumingi. Hvor var í pappin? Það kemur ekki fram. Það skiptir ekki máli. Hvað sagði þetta? Hverju voru þetta? Sjóræningi og Crash Bandicoot. Já, var þetta ekki bara drengur Bandicootsson eða eitthvað? Nei. Hann er svo súpersteiktur, sko. Við erum ekki að vera að ná þessu. Nei. Ég ætla bara að gefa Pirate Crash. Ég er að gjör segurunarleik. Vala flossa. Hvernig rökst þið? Bara út svo fáralega steiktur, það gæti alveg verið. Já, ok. Hvað verður maður bara góður í stangastökki? Maður afkvæmi sjóræningi. En er ég ekki alveg pott að fá hálft stig fyrir tilhörðu? Já, eða ég, Pirate Crash. Ég var með jarr inn í þessu, sko. Já, ég ætla að segja Pirate Crash er betra. Það er ekki að... Herri, ég ætla að gefa þér hálft og Dói fer ekki neitt. Já, ég fíla. En svarið er auðvitað Óðinn, Eineður, kötturinn. Óðinn, Eineður. Þetta segir sjálft. Jésús, María Jósef, hvað meinar þið? Bara svarið var það framar ykkur allan tíman. Nei. Ég þegar að segja... Það er að ykkur. Ég hef kannski að ná þessu. Sjóræningi með lepp. Líka hann sagði að tryggum við ná þessu. Tjatti var reynda... Þetta er svo stúpid. Það var reynda mjög gott að koma frá tjattinu. Það er þetta gott gísk var í sjóköttur. Já, reynda er það mjög gott. En þetta lág í loftinu. Þið voru ómikið að... Ég sá það. Ég myndi aldrei svindla. Við vorum að búa til nöfn. Ég bara sá það. Ég er að lesa tjattinu. Þú ert komið mann með stiga hérna. En þið voru allavega, held ég, einblína mest á getnaðinn. Þið stoppuðu þar. Þið voru ekki að líta afkvæmi. Þið voru að sjá sjóræninga og Crash Bandicoot við að reyna eignast barn. Þetta er helstu veikingin mitt, það er rétt. Herri, fjórða og næstsíða spurning. Þetta er spurning sem nú vil ég fá svar. Eyjan Caldera í Warzone er í Kyrrahafinu. Hvað er meðalhiti í Kyrrahafinu yfir allt árið? Í sjónum eða? Já, í hafinu sjálfu. Í hafinu sjálfu? Já.
Og þetta hver næst? Í vatninu sjálfu? Já, bara í vatninu. Hvað þarf ég að miðja þetta? Bíp. Hvað er þið bara með gerber og ég er bara að stappa í ykkur matinu? 8 stig. 8 stig. Nei. Mjá. Þetta skrítið keppni. Ég ætla að segja 13 stig. Nei. Gangið vel? Nei, ég ætla að segja 18 gráður. 18 gráður? Nei, það er alltaf mikið. Ég var basically bara að fara yfir þig. Það er bara enda mat í sjónum. Nei, það er 3,5 gráður. Og þetta er Wikipedia spurning. Dói þá ekki að fá kvartstig fyrir þetta? Dói fær kvartstig. Hvað varstu með? 8. Það var lægstur sko. Fæ kvartstig. Jó, kvartstig. Þú er með 0,25. Já, hann er með 0,25, hann er með 0,5 og ég með 1,5. Já, þannig að staðan fyrir síðustu spurningu er, þetta, eins og þau sögðu. Og ég ætla að hafa 2 stig fyrir hana. Ég er að breyta núna, þá geta allir unnið. Ok, fíla. Let's go. Ok, síðan spurningin, hvað heitir móðir Mario bræðrana? Mario og Luigi. Hvað heitir móðir Mario bræðrana? Það er rétt svar við þessu? Já, það er rétt svar við þessu. Mario bræðrarnir eiga móðir, þeir eru ekki eingetnir. Og hvað heitir hún? Í live action þáttunum, það sem Mario og Luigi bræður í kjallarana í New York. Ok. Og það er alltaf svona cutscene yfir á, það var mamma. Má ég segja, hvað sást þennan þátt? Sjónvarpinu. Ok, já, þetta er ekkert verið á... Sko, erum við að skjóta bara eitthvað? Hún er með nafn. Já, hún er með nafn. Bíp, bíp, búp. Mamma Piccini. Mamma Piccini, já, mjög gott. Piccini. Mamma Mia. Já, hvað segir þú? Ég fyrst, þá væri ég að segja það sem að... Já. Mia. Nei, það er rétt. Og hún sko, báðir, hún heitir Mamma Mario. Já. En þeir hafa kallað hana Mamma Mia í leikjunum, þannig að það er 3,5 á þig, en skýrnarnafnarnar er Rigassi. Þannig að þetta er bara til, bara getur fræðst þetta. Þannig að Kristján er, gefur gott klapp, 3,5 stig. Vel gert, Kristján. Keppnið þvæla. Þetta var þetta mjög gert. Það takkir þetta. Þvæla. Já, þið eru ótrúlega góðir í svona svara. Af hverju notum við þetta ekki bara sem björnlindar og... Ég veit ekki. Ég sá þetta ekki, þannig að þetta var mjög góð björnlindar. Það er mest gaman að mjálma, sko. Já, þetta er mjög góð. Heyr allavega, þannig að Kristján er sigurvegari guð. Þetta var skrítin keppnistráð. Já, takk fyrir það samt. Já, þetta er mjög Er ég þá að hljóta einhverja kryddpylsu á launum, eða? Ég er búinn að borða alla kryddpylsuna. Já. En það er ennþá tilheld í Spicy Cajun. Já, það er til Spicy Cajun. Ég sé ekki að vera til Spicy Cajun. Nei, settu bara rollur. Það er bara af. Þetta er rosalega. Herri Jói, þú er kryddpylsumeistari 2021 og að verja titilinn á ári. Quizpylsumeistari. Quizpylsul. Herðu, hvar eru þá konundryggir? Keppnin búinn? Ég held að það er pakkin? Það er pakki. Við þurfum að taka eitt viðtal fyrst. Ég held að það sé svona, ef við ekki bara láta að koma óvart, hvort að Móna eða Benni munu láta sjá sig hérna fyrir hönd. Svo sjúklega að opna hana pakka, sko. Já, það er ástæða fyrir Hvað er þetta? Við þurfum að klára að vaska upp og svona. Er þetta benda okkur eða hvað er þetta? Algjörlega. Þannig að við fáum bara eitthvað nýtt viðtal. Við tókum skæriblað steinnu upp á þetta. Já. Og nú kemur viðmælandi. Vá. Kemur viðmælandi. Ég var að búast við að væri einhver sem ég vissi ekki hver væri. En hér er að koma frábæð viðmælandi. Og það er að koma... Þetta er mótmælandi líka. Mótmælandi. Viðmælandi og mótmælandi. Þetta er ekki 2 andar í einu. Gengur pínu brössulega eitthvað að hefni. Já, sterkar skoðanir. Það er alltaf gerast hérna. Við þurfum að smyrja hjólinn hérna eitthvað. Þetta er eitthvað aðeins. Ok, já, flott. Það er alltaf áttu sambandi hérna baka mig. Ertu velkomin? Takk kærlega fyrir. Talaði í mikrofónið þá. Takk kærlega fyrir. Ég var að reyna að búla smá svona. Hvað er að frétta? Dói, nei, Ólið, þú varst að kynna. Ekki segja bara, hei, hvað er að frétta? Við viti hver þetta er. Þetta er Móna. Diamond Minx sem að bættist inn með Völlu Pjölu í Queens í streymið okkar. Vertu velkomin til okkar. Þetta er sérst Queen Móna er það sem við erum að segja. Queen Móna. Já, takk fyrir að hafa mig. Þetta er búið að vera indælt hérna að bera drikki í ykkur og hérna, svo er ég búin að standa alltaf vaktina og mótmæla hérna. Já. Fyrir litlamanninn eða eitthvað. Streaming er ekki alvöru vinna. Nei, það er bara, ég vil líka koma hérna, já ég er hérna með eitt mjög mikilvægt líka. Wow. Gamer God Save the Queens, af því að við erum alltaf í ykkur ruggli. Núna er þú veist að missed opportunity hjá Benna, tæknimanni, eins og er alltaf vesinni að hérna. Já, þarna ertu, flottu tæknilósa, þarna ertu. Já, vel gert. Þetta eru skilabóð sem við stelpunum vildum koma framfæri og bara við
ákallum alltaf geymir guðina áður heldur við byrjum að streyma. Ég ætla að fá henda á einni svona hraðaspurningu. Ef við förum aðeins yfir, þú veist, getur þú nefnt mér 5 gesti sem hafa komið í Queens núna á þessu sísoni? Á þessu sísoni? Já, bara algjörlega. Við erum búin að fá, þú veist, náttúrulega annað hvert þriðjudag þá höfum við treyst á að fá gesti. Og við náttúrulega, Dói, hann er búin að vera sterkur, sko. Hann er náttúrulega bara einn af okkar teammates, en við erum búin að fá alveg... Þannig að Dói. Og svo erum við búin að fá Rosenkrantz og svo fengum við náttúrulega fyrsta streymið þar sem við vorum með gesti, þá fengum við stelpur sem er í hérna, Kröflu, eru búin að vera, voru mynduði lið til að keppa í Valorant, var það ekki? Svo hérna, við erum búin að fá Babes, við erum búin að fá hérna Siggi B. Og það er bara endalaus listi. Gói, Willi Netto. Ok, næsta spurning er, raðaðu þeim frá leiðilegast yfir skemmtilegast. Vá, ég sitt rétt hjá þeim ára. Ég minni á að ég var hana líka. Þú líkur svo ríkalega vel við höggi, en þú ert okkar besti maður. Af gestur sem við fengið, verður ekki Óli spila með ykkur líka? Óli Jóels, Dói, Benni, Rósi, frá leiðilegast yfir skemmtilegasta. Hvað? Þessi fjórir? Já, þessi fjórir, já. Strákar, ég byrja að svitna, sko. Já, ekki gera það. Það er enginn að dæma. Fylltu hjartanum bara. Þetta er allt skemmtilegir menn. Ég minni á að ég get slögt á mækinu. Það bara hendi ykkur með rútuna. Nei, veistu hvað, ég þarf að treysta svo ríkilega mikið á Dóa bara hverjum einasta þriðjudegi að hann er ekki að leiða undir rútuna. Veistu hvað, ég held að Óli sem er breytt bak. Hann var líka styst eftir hann, það verður sárt í smá stund en hann deyr bara, skilur. Ég kaupi bara bjóðhaldara með eitthvað eftir. Þannig að er einhverju öðru sem finnst það að vera svo síðasta kvöldmáltíðin. Dói í miðjunni. Já, með allt þetta hár líka. Þannig að ég sem sagt Þú ert þess óleiðilegastur. Það var raun og eina sem ég vildi vita, mér var alveg sama hverja skemmtilegastur. Já, ég hérna verða það bara, þú með svo breytt bak. En við ræðum þetta bara kannski eftir. Þannig að það verður engar Queens á þriðjudaginn. Samningurinn var úti áramótin og það verður ekki endurnýjaður. Hérna er samningurinn Nei, já, bara, það er gaman að vita þetta. En nú hefur Queens verið að vaxa, við sjáum það. Það er alltaf meira áhorf viku eftir viku og hérna, þannig að, þú veist, þetta er greinilega ganga vel hjá okkur. Hvernig er þetta ferðalag búið að vera? Þetta er náttúrulega bara búið að vera eitt stórt tæknilegt vandamál. Þó ég segi sjálf frá. Nei, við einhvern veginn, sko, við náttúrulega segjum að, sko, ég og Valgerður, við náttúrulega erum með brauðrist og svo er náttúrulega, hérna, það er tölvan Valgerðar og svo er það tölvan mín sem er náttúrulega bara krassvilin. Tandur Valgerður, ef ekki óskum til hamingi með ammali, hún ekki ammali í dag. Hún á ammali í dag. Yey! Hún er í chattinu með þess að. Ætlum við gætu að spila ammali. Það er ekki allir sem vita það, en hérna, sem sagt, alheimurinn fekk Queens báðar. Þú varst að segja alheimurinn, eða ekki? Já, alheimurinn, alheim. Ég varð að koma sín. Allavega, já, þetta er orð. Og hérna, sem sagt, við erum báðar fættar í janúar. Hún er núna í dag og svo ég 5. Þannig að það er bara svona. Bara ári byrja með... Þetta er dýr vika fyrir Óla því ég er á laugardaginn. Þetta er svakalegt, sko. Við erum bara janúarbörnin, sko. Þetta við erum bara að taka á því. Óli það bara að fá smá yfirdrátt. Já, heyrðu, en þið eru bara næst á þriðjudaginn. Já, við, hérna, ég einmitt. Og hvernig er line-upið? Hvernig finnst þér að vera rótir þessu svona? Hafa völlu, hvort finnst þið betra? Sko. Að hafa völlu eða hafa einhverju gesti? Því að nú hafa það flesti. Hún er hótt þetta jamma amalinu sinu. Nákvæmlega, hún er bara full eitthvað staðar, skilur. Hún var ekki að biðja að svara vel í chattinu. Nei, þú veist, skilur að því að nú höfum við alveg tjúnað inn á streaminu eitthvað og ég verð að segja, hún öskrar mikið á þig. Þannig að þú veist, ég skil vel ef þú myndir segja að þið finnst betra af að gesti, en hvað finnst þér? Sko, hérna, þetta tekur náttúrulega hrikalega á að spila með Valgerði, sko. Það er bara þannig, við náttúrulega, samvinnan er náttúrulega bara erfið og hérna, þetta er mikið álag. Og eins og fólk sem horfir það sér náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara eitt stórt screamfest og hún hlustar aldrei á mig og það er ekki nóg að amma sé í tjattinu, ammenar að segja henni að hún á að hlusta á mig. Amma mín er alltaf í tjattinu. Og amma er alltaf í tjattinu, sko. Prófaði lína á hana, þú guðgaði 2 eyru og 1 munn, hlustaði. En mér finnst þetta bara, það væri svo gott, sko, ég ætla samt að segja, ég væri til að hafa Valgerði alltaf með og líka gesti, sko, mér finnst það brjóta ótrúlega, bara gera svo, þú veist, við erum náttúrulega ótrúlega duglega bara að prófa mikið af alls konar leikjum mjög gott. Og hérna, opið fyrir öllu, prófa alls konar og hérna, það er bara gaman að fá fólk líka með það, sko. Eru þið búin að spila It Takes Two? Ég
sko, Valgerður var að spila með Rósa núna Já, Valgerður var að spila með Rósa. Mér finnst eitthvað svona viðeigandi að verði sko eitt streymi í vikunni í leik ársins sko. Því að hún sko, Valla var enga vinur á við þann leik. Nei, hún var bara, veistu að ég var á tenni með bjór á okkur englendingabar að horfa á leikinn sko, var að horfa á Tottenham og eitthvað svona. Og Vá, Einar að sleikja upp á Óla eftir að segja það. Ekki kassalega mikið. Ég er alveg bara, ég er að böttir allavega. Ég hringdi hann og ég sagði bara, hvað segiru? Elsku vinnan, ég hef aldrei séð neitt deyja jafn oft. Bara í neinum leik. Það líka magnað, þú veist, Rósi náttúrulega einn góð vinur Game TV. Og það verður að segja, Rósi rólur, yfirvegur og bara mjög góður strákur. Það tóku sér betur heldur en ég hefði. Já, algjörlega. Það stoppaði samt ekki Völlu að gjörsamlega hrauna yfir hann. Bara allt kvöldið, skilur við. Þetta er svo hraunni við kærleiksbánsa. Já, bara, þú veist, eftir stolt. Hann tóku sér bara, hann bara Já, það er bara Rósi eins og Rósi sko. Hann tóku sér það með það er mynd, sko. Við vitum ekki hvað gerist eftir það. Það er nefnilega þegar þessi góðu springa, það er verst. Já, ég held það, sko. Nú er Valla í chattinu að reyna að ná sambandi. Ég er náttúrulega að spila bara með kærastunum. Já, við skulum ekkert... Sko, Móna er náttúrulega ekki með headphone, þannig að hún heyrir hvað þú segir. Og mér er líka alveg drullu sama hvað þú segja. Mér finnst eins og einn ætti að gera svona impression af Völlu í hérna svona meðan hún segir hluti. Já, Tryggvi. Hvað segir þú? Á ég að gera hvað? Taka impression af Völlu. Ég meina ef að Valla vill drífa sig inn á Discord, þá getur við púlað hann inn í þetta spjall, sko. Á ég að lesa það sem að Valla er að segja? Já, nema þú ert ekki með headphone, það er smá vesir, ég fattar núna. Ég heyr ekkert. Já, sko, ég þarf að fá tólk. Valla er bara, sko, það sem hún er að segja er Ég hlusta á hvað sem er Nei, aldrei, þið er að reyna Móna! Þetta ljóma alveg svo. Og aftur Móna! Þetta ljóma, nei, ég ætla bara að nýta með tækifæri meðan hún getur ekki sagt bítu, hlustaðu. Hún er bara, veistu það er ekki, veistu það, hún er allt í lagi í Uno. Hún er allt í lagi í Uno. Þá spilinu? Já. Já, hún er líka bara kapslokka chati, sko. Já, hún kapslokkaði, ég öskra aldrei. Nei, ok. Og svo, já, þannig að við skulum bara, er þetta mjúta hana bara á chatinu? Er þetta bann hana? Er þetta gefinu timeout bara? Bara, gera það núna. Do it now. Hvað er framöndan Queens, einhverjar áherslubreytingar 2022, eitthvað nýtt? Ég held að við, höldum bara sama rugglinu, nema kannski, sko, ég væri til að fá örlítið minni tæknileg. Já, kannski prófa að streyma úr sléttu, Jóni? Ég veit ekki, það er eitthvað, ég er að bæli, erum ekki með eitthvað spons og getur ekki að elka og redda einhverjum airfryer eða eitthvað, þú veist, það væri alltaf hann að myndi ganga betur, sko. Þú veist. Nei, það kemur ljós. En allavega, já, en við bara hlökkum til að sjá meira af okkur á nýjári, strax núna þriðjudaginn, ekki? Ég ég er ekki með neitt plan, þetta kemur bara ljós, það er eiginlega oftast þannig, sko. Óli, nú ert þú í frábæru tækifæri, svona trillinni út. Já, bara svona. Trilla mér út. Og muna að slokka mækinn Benni. Hver er leiðilegur núna? Og taktu þetta pappir hérna með þetta. Þetta var enn samning eitthvað sem var. Þetta er ömurlegt að fá þetta beint í andlitið. Mesti gesturinn í Queens og þetta er lengsti gestalisti bara í veröldinni. Já, ég veit það. Og ég er neðstur. Það er sárt. Tryggum er þess að vera gestur. Nei, ég hef verið gestur aldrei eins og verið bóðin. Nei, ég hef verið gestur í Babes. Já, það er eiginlega verra að vera ekki eins og bóðin á listan. Nei, ég veit það ekki. Jú. Jú, það er verra að leggja stað og performa ekki. Já, ég veit það. Heldur en að fá ekki eins og... Ég er ennþá bara unknown, sko. Horfi í augun á Dóa, en hann vil ekki horfi í augun á mér. Nei, hann horfi bara á webcamið sitt. Herri, hvað sé, er það pakki? Er það pakkin? Ef að taka pakkana? Já. Óli á opnan. Óli opnið hann. Opnist í kryddpilsinu 2. janúar. Já, frá Kaldarion. Dói, Critical, Monty. Láttu Óla sína, hann er með close-up. Og Óli, fucking Jón. Nei, ekki Óli myndalinn er þarna, Óli. Akkur þetta beina sjónvarpið. Það sést ekki neitt. Nei. En við vitum ekkert hvað þetta er, sko. Óli, kort. Óli, ég ætla að Kristján átt að lesa kortið. Já, ok, og opnaðu pakkan svona undir borðinu fyrst, bara til að sjá. Á hverju? Af því að ef það eru, niplur, ef það eru niplur eða eitthvað, þá má það er kort. Herri, þetta er líka gullkort, sko. Já, þetta er, ég er mjög spenntur. Dói, Critical, Monty, Tasty. Hætt að tröfla mig. Dói? Sko ég tekast stundum eins og í pittinum, þá tek ég svona lestarröddinni, ég er spóið að taka hann núna. Já, ég bara fíla það. Hvað er það? Nei, heyrðu. Vá. Hvernig? Jólakort? Herri, það er eitt blár handa mér þetta. Herri. Vá, það er bara texti. Sko ég veit ekki
Jú, ok. Láttu vaða. Kæri Dói og aðrir Game TV öðlingar. Vá. Gleðilegt nýtt ár og takk kærlega fyrir skemmtunin árið 2021. Þú átt held ég að lesa þetta sko, en ég skal bara lesa mér það. Mér langaði að senda ykkur lítinn þakklætisvott sem stílaður á Dóa, en ég veit að þið hinir muni skemmt ykkur yfir. Ég búinn að eyða ófáum klukkustundum skellihlæjandi fyrir framan skjáin að allri vittlusunni sem vellur upp úr ykkur. Ég verið diggur áhorfandi og virkur í athugasemdum á tjattinu, en það einmitt stór partur af skemmtuninni að gantast og grínast með ykkur og öðrum áhorfendum. Mér langar að senda sérstakt shoutout á Siggi G, en við tveir höfum orðið miklu mátari gegnum chat og Game TV-heitinga. Hver veit við plönum yfirtöku og 9 ári saman. Verið þið velkomnir, bara staðfest hér. Ég hlakka svo sannlega til að fylgjast með ykkur á 9 ári á samt Queens, Bay Patrol og Sandkassunum. 9 árs og gamer kveðja Kaldarion. Meistari. Elsku Kaldarion. Dói, þetta fyrir þig. Þetta var greinlega fyrir þig. Þú átti bara greinlega að lesa þetta. Kaldarion gaf ennið það ekki? Jó, Kaldarion gaf okkur ennið. Gaf okkur ennið? Ég held að þetta sé ný útgáfa Kama Sutra. En það er að opna þetta í mynd, Dói. Hvað ef þetta er niplur? Þetta er ekki niplur. Þetta er Kaldarion. Þið segið þetta svona. Hvernig ætti þetta að vera niplur? Maður veit svo svona aldrei. Þetta eru flötustu niplur þá sem ég hef séð. Jésús Kristur Ólafur, myndir af niplum! Myndir af niplum, já. Ég er mjög spenntur sko. Nei, býttur við, þetta er bók. Þetta er bók. Er þetta Kama Sutra? Nei! Hvað er þetta? Þetta er svo gott. Bitti. Ég held ég sem er blá penna. Drawing furries. Já. Geturðu... Þetta er fallegt. Það stendur hérna, learn how to draw creative characters, animals, more animals. Þetta er svo mikið þvæla. Getur við... Þetta getur búið til klær og alls ekki svona hófa. Vá, ætlum við að lefa Dóa dundastur við þetta, eða hvernig er það? Nei, þú getur, teiknað eitt furry. Já, ég veist. Já. Svona í mildinni. Herri, við þakkum kærlega fyrir þetta. Þakka fyrir þig. Já, þakkaði fyrir þig. Þetta var ófæri. Þú niplur og svo hendur þú bara hérna einum fingur bara. Hvað er þetta? Nú sé ég að Kaldarion og Siggi eru hérna saman inn á Game TV Discordinu. Við gætum reynda að heyri þeim. Já, heyrim við þeim. Ekki bara okkur orð og tölum við þá. Herri, er samt ekki búið að koma neitt mím í kvöld? Ég veit það ekki. Er það komið 2 mím? 2 mím. Við viljum fá míms. Taka það fram. Já, endilega. Ertu byrjað að tegna? Ætlar að taka eitt á þér? Ég skal reyna þetta. Ég elska það. Já, ok. Eru þeir konur Dóa? Erum við með ykkur hérna? Það er þetta svolítið ljótt að ráðast bara inn á okkur rás. Þeir eru bara að spila. Bara að spila og bara, herri, hvað var náttúrulega að pakka frá mér? Halló, er eitthvað mættur? Ég veit ekki. Nei. Benni lætur okkur vita að þetta er komið. Við erum með þeim innan channeli, þeir eru eitt að heyra í okkur. Já, þeir eru bara ekki að tala. Þeir eru bara ekki að segja. En við erum mjög þakkláttir fyrir þetta. Þeir halda öruglega að þeir séu að hlusta á streymi núna. Já, pottþétt. Já, passar. Ég heyri samt rosalega illa í ykkur inn á Discord. Held ég fyrir mig. Kemur drekinast kalda hérna upp á. Já, Dói er að segja takk. Hendi í vídeo eða? Já, það ekki. Það verður eftir svona hvort sem búið takt inn. Nei, sjá þig maður. Takk fyrir okkur. Húðu, þetta er þetta sick kissar. Er þetta alvöru kettir að sofa? Þetta er alvöru kettir. Já, svo erum við helst liggja þið saman. Þetta er allt það. Það liggja saman, þetta eru Cleo og Cesar. Svo er líka ógeðslega sniðugt að lúkka eins og maður actually lesi að vera með mynd af bóka. Þetta er spilahilla mín, sko. Þetta er ekkert Nei, ég er að horfa á hinum megin. Svo er ég búinn að púsla hérna mynd af borðspilum. Já, ok. Þetta er rosalegt. Herri, við þökkum kærlega fyrir Dóa og takk fyrir sendinguna. Dóa er að teikna sér fyrsta dýr hérna sem lítur alls ekki út eins og dýr. Það er eitthvað að góðu. Ég hef búinn að hugsa mikið til ykkar. Dói, þeir eru að sjálfsögðu frjálsta að koma niður í Nexus og skila og skipta og finna þér eitthvað betra að þú vilt. Hann er byrjar að nota hana. Þetta er fullkomin gjöf, sko. Fullkomin gjöf. Já, bara svona lítill þakklætisvotur. Já, það eru takk sem leiðis við höfum sambandið þig og Siggi til að taka góða yfirtöku sem allra fyrst. Það hljóma vel, sko. Ég verð að sína þér þetta, ég er alveg að búinn. Já, hann er að tekna fyrsta dýri. Þessi tígurstýri, þetta er eins og Michael Tyson. Hvað er það að tekna? Ég vil ekki fara lengra með þetta. Ok, fyrst að sína hvernig þetta á að líti út.
Jú. Ok. Það er ekki að segja bara, vá, tígristýr. Nei, átti þetta svona út öðru í tígristýr. Svona, Er þetta ekki sebraðistur? Þetta er sebraðistur. Þetta er alltaf sebraðistur. Benni, hvað ertu, Dríkur? Alla? Já, þetta er frá fjarska er þetta smá tígristýr. Það lítur betur út í fjarska, sko, en að klósa þetta hræðilegt. Þetta er þess að sebraðistur, sko. En ég elskar líka, hann er fastur í músamóttin að stóa núna, þetta fór í gegnum blaði. Í alvörunni? Hvar? Horfðu bara aftan á blaði. Þetta er AMP 500, þetta er rándir í músamóttin? Horfðu bara aftan á blaði sem þú veist að teikna. Þetta er AMP 500. Horfðu bara aftan á blaði sem þú veist að teikna. Þetta var það góð tilhörna. Þetta var geggjað, við þökkum kærlega enn og aftur fyrir þetta. Nú er þetta bara það var skemmtileg gjöf. Ég ránaði með þetta. Þetta er bara til. Herru, þá er það eru til. Auðvitað er þetta til, þetta er geggjað samfélag. Já. Það eru 2 dagskrárliðir eftir. Það er annars vegar Dói Dýfir og hins vegar að fá tæknimann kvöldsins setja fram til okkar og segja okkur hvað er framöndu á sandkassanum. Ætla Móna þá að setja svo takkalega. Er það ekki best að geima það? Já, ok, ég ætla bara að segja, er það ekki best að geima það til endans? Jú, ég held að. Hvar fer ristavélinn í samband hér? Hvað vil ég gera? Já, að taka Dói Dýfir það? Dói Dýfir. Ok, hvað ertu með? Ég bara, herðu. Hvað er Ídívan? Já, sko, ég held að við ætlum að vinna með ónefnda Ídívan. Já, við ætlum að byrja bara að afhenda þetta. Ef það disk. Það disk og hérna gaffar. Alveg program. En aftur, ef þetta er hundamatur þá er ég ekki að fara að borða. Nei, sko, veistu að hundamatur er mannamatur sem er bara aðeins smá gamall. Já, ég sko lofa því að þetta er ekki hundamatur. Skilur þú? Ekki af neinar áhyggjur, þetta er ekki hundamatur. Við byrjum bara á það sem að, þú veist, bara í tilhörnum þáttanir, skilur þú? Kryddpilsan, skilur þú? Það er bara kryddpilsa. Það er bara kryddpilsa, skilur þú? Já, kryddpilsa. Þú mátt bara opna það. Er þetta satt ekki fyrir hunda? Nei, þetta er ekki fyrir hunda. Þetta er ekki hundamatur. Þetta er glútenfrítt. Hvar fékkstu það samt? Þetta virðist vera eitthvað útlenskt. Já, þetta er fancy. Ekki hafa neinar áhyggjur af því. Þetta er spænsk. Varstu fæst í útlendum eða? Vertu ekkert að spyrja mig út í hvað ég fekk. Þetta er bara besta kryddpilsa sem Spánn hefur upp að bjóða. Já, þetta er það besta sem bara Spánn hefur upp að bjóða. Hvað er það að kjafta þig? Hefur þú 7 ostabakkana sem að kallin reyði fram? Ég hef borðað þó nokkur ostabakkar, það eru alltaf til fyrirmyndar. Ég myndi glaðið setja þessa. Þetta lítur út eins og hundamatur. Þetta er chorizo, hvað var það þér? Þetta verður frábært. Þetta verður 10 af 10, sko. Já, ok. Það er þetta kemur ekkert óvægt eftir 10 af 10. Og þú veist, og þetta þarf að vera með hérna ónefnd einhver Ídíva sem að í einhverju boxi, við vitum ekkert hvað það er. Ónefndum ástæðum sem við ætlum ekki að fara inn á hér. Þá er hún hérna hún er ónefnd og pabbi getur opnað. Þetta er þessi svarta hann. Já, þetta er svart. Þið finnið þetta í öllum helstu verðsfilum. Þetta er svarta dívan. Þetta er svarta dívan. Svarta ónefnda dívan. Norskæti. Já. Þetta verður bara geggjað, held ég. Það er alltaf geggjað glikt að þessu. Já, ég held að þetta verður bara... Þetta er ónefnd díva. Já, þetta er... ekkert merki á henni. Nei, við vitum ekkert hvernig díva þetta er. Þetta er bara díva. Þetta var með ónefnd díva með laukbræði, var það ekki? Nei, þetta er ekki laukbræð, þetta er... Var þetta ekki fjólblóða? Nei, þetta er bacon. Þetta er svarta bacon dívan. Er hún útrunnin? Nei, hún ætti að vera í toppstandi. Þetta er glútenfrítt. Það væri þetta áhugavert að hendur bara í blindtest. Bara á dífum, bara sjá hvort hann sé góður í þessu hann segir. Ég er með rustin. Þetta er borðskreitingin. Já, ekki vera... Nei, við losnum, þetta er ekki borðskreiting. Þetta er ekki þarna, sko. En bara byrjum á kryddpilsunni, bara í takt við þáttinn. Já, mjög vel gert. Bara verða það góðu. Ég elska líka hann er bara með þetta ón á tölvunni sinni. Já. Þetta er nú ekki mikið. Nei, þetta er bara hóla. Það líka sér ekki dífun. Er þetta að zooma inn á Dói? Já, það er alveg svona nett ASMR-feelingur yfir sig þegar Dói er að hérna dippa borðaði. Hvað er skytið þegar þú smjattar svona. Við erum með dífuna hérna á disknum. Ekki samt borðaði saddan, sko, því að það er meira sem átt að borða, sko. Þetta er svo... Þetta er bara 10 af 10. Þetta er 10 af 10. Það kemur ekki óvart, sko. Ónefnd díva. Ónefnd díva með kryddpilsu. Ok. Næsta sem við ætlum að taka, auðvitað er þessi þáttur í með Peps eða kók til þess að hreinsa palettuna. Já, þú ert eitthvað þessu. Já, þú ert búin að drekka allar þessar kókdósir. Deyðum maður, ég má að drekka kók. Já, og hérna... Við erum velkóður í sjónþáttin botni skrapaður. Þetta var 10 af 10, við erum samanlega. Þetta er 10 af 10, já. Auðvitað er þessi þáttur hérna svona í takt við annan þátt sem er í lokárs. Já, hennar litla hana. Hennar litla þátt sem að það veitir hún enginn hvað heitir. Og til heiðurs honum þá er ég með hérna dollu af lauksíld. Oh god! Og ég ætla bara að byrja að borða, það eru nokkur stóri bitar hérna. Það gæti komið pínu vond líkt í stúdíóið.
Það gaffall og diskur að ástæðu. Þetta bara ekki þannig líkt, þetta bara... Nei. Jésús, taktu stýrið. Ég meina það, og þetta bara hérna... Ég ætla að færa mig. Þetta bara frábært. Þetta bara frábært og sko... Þetta líka bara... Ó, ég hata síld. Jesus, fokkaðir! Og ég get bara sagt, skilur, að hérna... Hvernig sá hann þetta ekki fyrir? Taktu eitt stóra biti, þarna eitt stóra juicy biti. Ég myndi alltaf vera með smá lauk með, sko. Nei, það gerir það ekki missa á gólfið, ekki missa á gólfið. Holy shit, þetta lítur frábært út. Það lekur af þessu, sko. Það lekur af þessu. Bara sagt... Þetta er geggjað! Þetta er 10. Það er ógeðslega lykt af þessu. Það lyktar eins og raskat, en þetta er fínt með voga. Já, þú ert bara... Nei, ég meina ónefndir í dífu. Já. Þetta er rosa. Var það að fá þér annan bita það? Ég ætla að láta það liggja. Það er bara mótt eftirbræða þessu. Það er svakalegt eftirbræða. Er þetta ekki 10 af 10? Ég er ekki bara að kissa konuna eftir, sko. Það er rosalegt lauk eftirbræðað. Já, ok. Þetta er líka lauksíld. Þetta er lauksíld. Og hvað erum við að gefa þessu? Hvað erum við að gefa þessu? Þetta er 7. Þetta er 7. Já, vel yfir meðalagi. Bíddu. Ef ég tek hérna, nú ætlum ég að leika Dóa. Þetta væri 10 af 10 ef það var ekki eftirbræða. Nei, nú ætlum ég að leika Dóa aðeins. Já. Þetta er 7. Þetta er svo mikið í huganum. Já, það kom svona svipur allt í innu. Já, það er líka svona kiftist allir til og eitthvað. Já. Þú mátt alveg fá, þú veist, meira af þessu, þú tekur þetta með meira. Vilt þú ekki drekka saman? Jú, ekki. Já, sko, það er eitt í viðbót. Ok, eitt í viðbót. Það er eitt í viðbót og þetta er eitthvað sem er mér mjög nálægt hjarta. Já. Skilur, þetta er eitthvað sem að... Þetta er óðinn? Þetta er ekki óðinn. Nei, þetta er ekki óðinn. Þetta er eitthvað sem að bara spila stóran part af mínu lífi og Kristjáns kannski líka. Hann er frá Vestmanni, sko. Kristján, ég held að Kristján gæti líka hérna bara þykir vænt um þetta. Ok. Þykir vænt um þetta? Já, þetta spila part í þínu lífi og þetta er það síðasta sem hann dífa í kvöld. Og af hverju þetta spilar stóran part í mínu lífi er að ég á sjálfsögðu kött sem heitir Óðinn og við ætlum að láta Dóa taka kattamat. Þú sagði þér engan kattamat! Ég sagði hundamat! Tækniatriði! Nei, tækniatriði. Þannig að við erum með hérna dollu af einhverjum háklassa með kjúklinga bræði. Hvaða típa er þetta? Þetta er mjár. Er ég að fara að vera veikur? Nei, þetta er alveg tryggt. Ég var búinn að googla. Ég vil lesa á þetta. Hérna. Kettir er ekkert Der Taglik bedarf varlig aktivist undir að það stendur bara hér mjög skýru stöðum bara hérna til manneldis. Já. Hvað stendur til manneldis á þessu? Fyrsta línan á þýsku. Já. Lesta sko. Kristján. Ég var búinn að googla og þú mátt bara þetta. Der Taglik bedarf vanlig bedarf. Já, ég var búinn að það er ekki til manneldis sem stendur á þessu. Bedarf. Vertu ekki Fáðu, opna þetta bara. Sko, það er mjög algengt meðal kattaeigenda að smakka matinn og undan kettinum. Þannig að það sé ekki bara að fóraði eitthvað ógeð. Ok, ef að teisti tekur góðan bita fyrst. Nei, þú ert bara þetta er dói-dýfir, sko. Þetta er dói-dýfir, sko. Er þetta gott fyrir mig en ekki fyrir teisti? Þetta er ekki game-tv-dýfir. Við erum ekki að byrja að spyrja þess á því. Þetta er að tala um að þetta sé bara dýrasti... Kattamatur? Þetta er eðal kattamatur, sko. Og þetta líktar Nei. Ég æla á gólfið, sko. Nei, ekki. Nei. Við erum hérna ekki. Hvað það er þetta frá? Það er komið nýtt kamerangul fyrir Dóa í Dóa Dífir, sko. Já. Þetta er ekki. Þannig að taktu bara góð. Taktu stóra skeið. Fokkaðu þér! Taktu stóra skeið. Þegiðu, Trausti! Taktu stóra skeið. Þessi stóra skeið er einn á ástæðu. Þetta er bara jólapati. Þú voru að sína chattinu, er þetta nóga mikið það? Já, það segir chattið. Er þetta nóga mikið? Þarf hann ekki að taka meira? Jó, þetta er náttúrulega lítið. Hann þarf að taka meira. Taka selfie með Dóa hérna. Já, þetta er frábært selfie-efni. Já, sko, chatti segir strax meira. Já. Þannig að við þurfum meira, við þurfum alveg góðan slurk á þessu. Góðan slurk. Já. Þetta er fínt. Já, byrjum að þessu. Þetta verður góð til 10. Ógeðslega lykt á þessu. Nei. Ég finn enga lykt á þessu. Hvað er að ykkur? Þetta er að sé að vera köttur. Borða það hverju degi. Sko, köttur minn bara borðar þetta bara bestu list. Ég get lofa þér þetta verður yfir 5. Ég get lofa þér þetta verður yfir 5. Þú bara smakar þetta ekki. Ég get ekki. Helvítis. Ég get þetta ekki. Gerðu þetta bara. Þú verður að
syngja ef þú heyrðir Þegið þér, Kalli! Já, nei. Það er ekki köttur í þessu, sko. Nei, þú ert ekki að borða kött. Þetta er kattamatur. Nei, ok, alveg. Ekki fara að æla. Nei, þetta er búið. Fáðu þér kók. Fáðu kók til þess að... Hvernig er eftirbræðið? Oh my god, sko. Er eitthvað eftirbræðið? Er eftirbræðið verra heldur en síldina? Eftirbræðið? Nei, þetta er meira bara þú að ímynda þér. Já, ég held að þetta sé allt í haustum á þér, sko. Þetta er allt í haustum á þér. En nú ertu búin að loka förrirhringnum, þannig að borða saman þeir. Það er bara gaman að því. Heyrðu, þetta er rosalegt. Þú ert kvöndagshetja. Já, kvöndagshetja. Er eitthvað margir líta upp til? Eins og við sögðum á henn. Nei, ég er að láta það líða betur. Dói segir aldrei nei við áskorun. Nei. Það má ég það. Já. Takk hérlega fyrir þetta, Dói. Þetta var Dói Dýfir. Þessa vikuna. Já. Þetta er hátíðarútgáfu Game TV. Já, í eitthvað dip sem við vitum ekki hvað það er. Herðu, en drengir, þetta nú fer að svona fer hver að vera síðan. Já, ok, nú eftir ég rúllaði inn þá finn ég lyktina og var ekki góð. Nei, þetta var ekki gott. Nei. Herðu, þetta var rosalt. Herðu, Dói Dýfir kominn, gjöfin er kominn. Við höfum eftir að fá eitt gest í settið. Holy, já, við höfum eftir að fá eitt gest. Svo er ég kominn inn að... You're in my space. You're in my space. Herðu, eigum við að hendi eitt giveaway? Vorum við eitthvað giveaway? Eigum við að gefa dolluna? Já, hvernig var að gefa alla þessa 3 hluti? Já, ef við langar í dollu með kattarmat og síldi. En þú glemdir að gefa þessu einhvern. Þetta er örugglega 0 af 10. Ha? Er þetta 0 af 10? Var þetta ekki gott? Ég get ekki undirstrykað hvað er ógeðsleg lykt af þessum kattarmat og bragðið er verra. Ætlar að byrja árið svona? Það er svoleiðis. Neikvæður? Ég hef einmitt oft opnað svona dollu af blauðmat fyrir köttið minn og það er ekki góð lykt á hann. Það er ekki góð lykt á hann. Það er verra bragð á hann, sko. Já. Þá veistu það. Nú veitum við það. Þannig ef þú eru oft búin að opna þessa dollu og veltaði fyrir svona, er betra bragðið heldur en lyktin? Þá er svar nei. Sjáðu, Kaldarinn er strax fann að segja, kettinni minn er þykja síldina og kattamatinn með þökkum. Hann var að gefa þér. Og þú varst að fúlsa við því sem þú ætlar að gefa hún. Já, en þú getur fengið meira af þessari háklassa chorizo sem er góð. Þetta sáum vanþakklæti einn og leik. Já, ekki gera það. Herðu, drengir, eigum að fá einn síðasta gest kvöldsins eða? Er það ekki bara? Já, hann er að mæta hérna. Hann er að detta einn inn. Það er eitthvað að passa sig á snúrunum og mækinn. Næst, það er okkar næst besti tæknimaður. Sama tíma næst vesti líka, hvernig sem horfur á það. Næst besti og sama tíma næst vesti. Já, vesti líka, fyrir ekki að vesti tæknimaður. Aron er á tökunum, sko, þetta er bara, við erum í fínum málum minna. En hann alltaf, sko þessi, Benni er alltaf mægja það í hlén á þann, þá sýndar okkur á behind the scenes bara, áhörundum, algjörlega okkur og vitandi. Það var svona raunveruleika sjóa. Ég hendi bara af stað. Þetta stanga út okkur með tannþráð á borðinu. Hefur kattu og hann vilja tanna það. Dömur og herrar, ef að þið hafið aldrei áður hort á sjónvarp sem að maður borðað kattamat með ídífu og smellir svo tannþráð í smettið á sér, þá hafið þið ekki lifað fyrir nú. Þetta var sko... Nei, þú verður ekkert veikur á morgun. Þetta er allt í góð. Heldur að Tasty sé bara að gefa óðinn eitthvað sem hann drepur hann? Nákvæmlega. Þetta er háklassa. Þetta var alveg því svona action cam, þú veist, ég var að reyna að ná sko þér og... Mækinn. Ég skil Aron. Það þarf ekki að tala með höndunum. Hér er hann góðinn, Benni úr Sandkassanum, streymið okkar á sunnudögum. Þetta er velkomið til okkar. Benni, skútsaði þér aðeins nær og... Já, þú búinn að vera... Það mátt alveg vera við hliðin. Þú búinn að vera hérna á tökunum í kvöld. Jú. Og hérna... Hvað er þetta með okkur og tæknimenn? Ég veit ekki. Hvar finnur þessa menn? Ég bara fæ ykkur að, ég veit það ekki. Nei, ég held að við viljum að gefa fyrst Dóa klapp fyrir það. Game TV væri ekki til ef það væri ekki fyrir Dóa ekki svona í þessari mynd. Og svo hefur Benni komið og staðið vaktina á móti með Sandkassan og verið svona, náttúrulega sko, það er eitt sem er nefnilega vont við að hafa Benna inn í kvöld. Hann er líka mím kóngurinn, sko. Hann er það? Valreyndar ekki mím ársins. Nei, ég reyndar var ekkert með sérstaklega mörg memes. Hann er með eitt klassiska sem hann búinn að setja fallegt ljóst hár á Dó.
sem að ég tilnefndi mig til eitt af mjög ásins, en bara kannski komst ekki því miður, en þarna uppi. Gerðu ekki þið sem höfrung líka? Gerðu mig sem höfrung líka? Já, það var mjög góð. Já, það var skelfilegt. Það ennþá í pictures foldernu mínum, séða reglu, já, þetta ekki gott. Þetta eitthvað skrítið. Þetta ekki gott. Nei. Hvað segirðu, nú engin sandkassi í kvöld, við náttúrulega fyrir ekki tókum við út úr höndunum á þér. Nei, þeir voru bara í fríi, sko. Hann Óli í út í London. Já. Og eru þið bara ekkert án Óla, það er það sem þú segir? Nei, þetta var nú meira bara svona, ég var að koma heim á Suðurlandsbólstað áðan. Já. Þannig að það var ekkert víst hvort að við myndum ná að vera í útsendingu eða hvort að ég myndi ná hingað, sko. Nei. En það var svona... En hér ertu. En það gaman svona í ljósið þess að þú ert ekki búin að fá ná PlayStation 5, en þú átt ból allavega. Já, ég reyndar komið PlayStation 5. Já, til að mattsa við bólinn. Til að mattsa við bólinn, þess vegna fannst mér þetta við hæfi, sko. Já, það er þetta mjög. Ég má vera í þessum ból núna. Já, annars var þetta bara óskalistanum og það mátti ekki vera í honum. En Benni, í haust þá kynntum við Sandkassan inn til leik sem svona streymi sem ætlaði sér mikið að tækni nýjungum á tímabilinu. Já. Hvað skeiði? Þetta er hérna, við erum búin að vera með to-do lista frá byrjun. Ég held við séum búið með svona 2 atriði. Af 10 eða eitthvað. Það sem einhvern veginn, var einhvern veginn datt bara svolítið í rútínu, sko. Já, eins og maður gerir, sko. Já, svolítið. En það er svona, það eru hugmyndir í gangi, sko. Ok. En svona, til dæmis, ég veit það ekki, okkur langaði alltaf einhvern veginn að taka upp ógeðslega mikið af mismunandi introum af okkur í sandkössum. Já. En hingað til hefur við bara verið með eitt sem að við sýndum hann inn að síðasta streyminu okkar. Já. En hérna, af Einari út í Vestmannaeyjum. Já. Þannig að við munum sjá hann aftur í Vestmannaeyjum í næstu svona 6 streymum. Já. Í Sandkassanum. Ég hef búin að vera að tala við strákana að fara að reyna að moka snjó eða eitthvað, en það bara virkar ekki núna eins og Þannig að stóri draumurinn ykkar var að taka upp intro í Sandkössum og þið tókuðu beitt. Við tókum eitt fyrir fyrsta streymið og við notuðum það 19. desember. Já, einmitt. Já, einhvern tíman í desember. En ég meina, eru þið ekki bara að leitast eftir að ykkur taki síman sinn, kameruna og séði Sandkassa bara? Ég meina, Óli er búinn að gera til að kynna ykkur inn það sem hann er í Sandkassa. Já. Á Instagram. Já. Það var ekkert mikil mál, sko. En ef þetta er stóri, ég vil segja, Benni, ef þetta er stóri draumurinn, sko, þá ættir þú kannski að hugsa, ekki mikið, bara smá. Það eru nokkrir hlutir í viðbót. Ég er búinn að vera að vinna í nýri giveaway-síðu fyrir ykkur. Já, heldur betur. Án þess að í rauninni segja ykkur frá því þannig séð. Mér finnst þess að við höfum rætt þetta fyrir við höfum rætt þetta aðeins, sko, en ég bara einhvern veginn, ég fann tíman í þetta allt í einu. Færa giveawayn líka til fólksins sem að sitja heim í stofu og horfa á sjónvarpið, sko. Já, þið er líka með botta sem segir, þú átt tvöfaldar líkur á að vinna eða þú ert subscriber. Já. Það virkar náttúrulega ekkert í þessu hjóli, sko. Við þurfum að taka það út. Takk fyrir að skúpa leyndamálinu. Sorry, við vorum að tala um þetta hvað þetta væri, fyndið svona. Algjört vesen. Hvað er svona að skemmtilegasta sem að þið hafið spilað, Sandkassi? Ertu með eitthvað svona uppáhaldsstreymi? Þið náttúrulega byrjuður í september líka. Gróa á leiti er náttúrulega Gróa í bleiti. Það er minn uppáhaldslíður, sko. Það er verið að skúpa eða ekki? Jú, það er svona ími skúp. Það sem heyrist í heita botninum. Já. Við erum með nokkuð sem við eftir að uppljóstra, sko. Já. En hérna, það er aldrei að vita að við tökum... Þú með eitthvað uppljóstra hér, eða? Ég símanum einhver staðar, ég get kannski komið inn á eftir, bara áður við lúkum hérna af streyminu, en já, það var svona eitt af því sem algjörlega kom upp bara frá okkar Einari sem að... Einar er eitthvað dói, erum við ekki sammála um það? Já, við erum sammála um það. Einar er tannburstamæðurinn. Já. Tannburstamæðurinn? Já. Hann byrjaði setningu á hafið þið prófað að nota hina hendina, svo pásaði hann mjög lengi og sagði ég veit ekki hvort og svona eitthvað. Þannig að á meðan vorum við að bíða eftir hvað í fjandann mann var að fara að segja. En hefur þú notað hina hendina? Tannbursta, opna dós. Til að tannbursta þig? Ekki opna dós, það er einmitt það sem ég hugsaði. Ég verið heyrt The Stranger. Já, ég veit hvað The Stranger er. Að gefa sjálfur sér The Stranger. Já. Við heldum að vera að tala um það. Ég skil. Ég myndi segja þetta meira á ykkur endur en hann.
Nei, ég myndi segja að það væri bara fullkomlega eðlilegt. Já, og líka besta við það, skilur, svo klárar hann setninguna og segir, til þess að tannbursta þig. Og þeir fann alltaf að fara allir að hlæja og hann skilur ekki neitt. Hann fattaði þetta ekki. Það besta er að hann horfir svona til hliðar og svona spyr einhvern veginn og þá var kærist hann til hliðina á honum í hláturskasti. Og hann spyr hann bara, hvað að gera og af hverju ég að segja eitthvað rátt? Hann var ekki að skilja það. En þú getur tekið til hans, það eru með 2 kassa frá Cajun brauðstöngum. Hann á eitt mesti að dáti landsins. Hann big fan. Hann og Óli eru rosalegir. Hann og Óli, já. Við erum að tala það að svitinn hans Óla Cajun kvitt. Ég meina, Nótilón getur mætt hérna og ná sér í Cajun. Já, það er bara ekki. Það er bara til. Og það er líka chorizo. Ég er góður, sko. Ég kannski vill hann Þú fikk hinn endan. Já. Hvernig bræðist þetta? Getur þú líst? Þetta er gott, sko. Nei, ég er að meina kattamaturinn, svona áferðin. Áferðin er ógeðslegt, bragðið er ógeðslegt, lyktin upp í munnum á mér er ógeðsleg. Já. Ég var alltaf að bíða eftir þessu og síðan allt í svona, þetta er 8. Svona uppljómun. Heyrðu, já. Þannig að markmið fyrir Sangkassan á næsta ári er að fara í fleiri samkassa og búið til intro. Og gangi ykkur vel með það. Ég hugsa ef þið hjálpist að og bakki hvern annan svolítið upp, þá sé alveg möguleiki á því að þetta gerist. Sko, mér langar ógeðslega mikið, ég þarf einhvern veginn að researcha hvernig ég fæ réttindal af að ég að spila ákveðin lög, af því að ég er algjörlega seamlessly promóta Bjarna hérna, en Power Paladin er að fara að releasa nýri plötu 7. janúar. Já. Og mér langar svo mikið að spila lögin hans, í útsendingu og eitthvað hannig, en þeir eru sænaðir af einhverju erlendu labeli, sko. Ég þori ekki. Það er vissun. Það væri pirrandi. Já. Það væri mér fyndið að taka niður streymi með einum bandmeðlumur. Þó að meðlumur hljómsveitarnar sé í streyminu. Já, þá var það leðilegt, sko. Það er bara algjör drugg. En kannski, við sjáum til. Já, slærið ekki bara einn og einn auka tón og þá fattar tökum svona 2 sekundar segment svona af og til. Það er rosalegt. Heyri, já, við hlökkum bara til að fylgjast með þið eru mætið aftur á sunnudaginn, ekki? Jú, við erum aftur á sunnudaginn. Eftir langt frí, þið eru búin að taka rosalegt frí. Við tókum 2 vikna frí. Það er mjög næs. Það Tæknilega sé einna viku á mig af því að ég mætti hinga þjóna ykkur hérna að letingjunum. Já, það er rétt. Sem við erum, sko. Já, sem við erum, já, við erum algjörlega að tekja það. Mér finnst það standaði vel að fara að kaupa eitt og eitt yfir. Ég veit það ekki. Þetta var rosalega vel valið, það ekki? Ég held að þú er allan heiðurinn aðeins. Já, ég bara vandaði mig vel. Á hann allan heiðurinn aðeins? Ég vandaði mig, já, ég var stærsti parturinn að dói dýfir. Mér finnst eins og þú allavega sért búin að setja barinn og nú þarftu bara að hugsa, nú þurfum við að fara lengra. Nei, núna römpum við niður, núna stígum við á bremsuna og aðeins aftum okkur að ég borðaði kattamat í sjóarpi. Sko, ég ætla að vekja athygli á því að nokkrir í chatinu voru að segja að ég get ekki hort á þetta af því að þú varst svo mikið að kúast. Já, ég ræði ekki við það, skilur. Ég get það ekki, sko, ég get ekki hort á fólk í þessu. Þess vegna allir mér bæði að láta fjalla hana disk, því ég var við það að fara í þetta. En sko, þetta var samt, ég meina, fyrirsögn ársins á netmiðlum er náttúrulega Dýfir slátrinu í Voga. Já, það hlýtur að vera fyrirsögn ársins. Slátur er rosalega gott. Hvenær Dýfiru súrströmming? Herru, við fengum hann. Hvað hétt hann? Pop and Coke eða eitthvað? Já, jú, okkur. Hann sagðist það var sendt. Þið verða samt að vera, þú mátt ekki vera heima hjá þér. Nei, við gerum þetta bara í einhverjum sandkassa. Af hverju langar ykkur að sjá mig æla? Nei, þetta er bara, þú veist, ég alveg með held. Þetta sé bara, þetta er svo ógeðslegt, svo tekur við bita og hann bara, já, þetta er alveg sjö. Já, þetta er svipað á síldin, skilur, eitthvað vondlykt. Ég hef hort á mann, borða súrströmming og leið og hann sett hann upp í sig, þá skánaði allt og ég er ekki að tjóka. En okkur heldur það sé framleitt, það er einhverjum sem finnst það gott. Nákvæmlega. Það er ekki bara framleitt. Það er náttúrulegt að þið geta gott, sko. Já, þér finnst þú allt náttúrulegt gott. Er þetta ekki svona eins og skatar? Þetta er bara einhver hefð að þú mætir og svo leið og kemur heim og þá brennur fötin af því að þú getur ekkert höndlað þessa lykt. Það getur höndlað lykt. Akkur tókst ekki Þorláksmessu Dýfi? Þorradífu? Góð spurning. Þorradífa er framöndan. Háleg markmið. Þorradífa í ónefnda ídífu. Eftir 11 mánuði. Eftir 11 mánuði? Já, eftir 11 Þorrinum eftir nokkra vikur? Já.
Balli rétt að byrja þetta minn. Þá nóg að velja, sko. Herri, við segjum Benni hunskast bara aftur í klefa. Ég hunskast tilbaka. Takk fyrir að koma. Slögt á mæk nummer 6. Slögt á mæk nummer 6. Þetta var rosalegt, við þakkum Benna kærlega fyrir komuna. Gott að heyra frá markmiðum þeirra. Já. Herri, ég búinn að vera að tísa hraðaspurningum. Já. Er það sem að loka liðurinn? Já, mér það. Þið segir bara til. Ég geti verið hérna í allan dag, sko. Ég held ég að vera komið með, búinn að tæma alla venjulega liði allavega. Ok. Óli, það er spurningin þín, hvað áttu margar skyrtur? 18. Manstu bara hvað áttu margar skyrtur? Já, ég strauði þær einu sinni í viku allar. Vá. Bara sjálfur. Akkur trúi ég? Ég er með svona gufu. Ég trúi líka. 18 skyrtur á viku? Ég har svona gufuvél sem er bara svona eins og mann hafði hátt herðatré og svo er ég gufu. Já, notar 18 skyrtur á viku? Já. Það eru 7 dagar í vikun eina í kirkju. Fær aldrei óstræði skyrtu í kirkju. Ég kannski er að vinna og svo er ég að fara á tónleika kvöldið eða að gera eitthvað og svo er alltaf, ekki sömu í vinnu og heima og svona. Já. Óli fer ekki í eitthvað svona kósi peysun. Hann snýr ekki við buxunum þegar hann fer í vinnuna. Nei, hann snýr ekki bara skyrtunum við og fer í rauða, sko. Ég skýrsanlega fötum í vinnuna. Hvað er það? Ég segi í vinnunni, sko. Þú ert í sjónvarpi, sko. Þú ert í vinnunni. Þú ert í vinnunni. Touché. Já, gettu þetta. Við erum spurning hérna, getur ekki verið með svona þætt í beinni öll föstaskvöld? Já. Er það bara, við hausverkum helgar, mér er heim þætti. Það var eitthvað. Allir sport og Siggi Hlöf bara brjálaður í hérna, það getur verið fyrir þangað. Hérna er góð spurning og hún spyr hérna, hver af ykkur, og inn í sveiga er náttúrulega Tasty, Dói og Óli, er með bestu Nicolas Cage eftir hermuna? Nicolas Cage? Ég er nefnilega ástæðan fyrir því að ég var ekki nefndur þarna, það ég man ekki hvernig hann hljómar. Nei, ég man ekki heldur, sko. Ég man eins og eftir að spila hann á 2042 leikinn, muni eftir honum, þannig að samin að dót, hann stekka alltaf. Já, hvað það er alltaf breytt, ég veit hvað hann er að segja. Not the bees! The bees! Mér ekki eftir þessu. The Wicker Man. Ég ætla bara að segja hérna, put the bunny back in the box. Ok. Ég man eftir kóru við þessu, þannig að þeir bara eru allir sigurvegarar. Con-Air! Þeir eru bara allir sigurvegarar í mínum huga. Já, ég ætla að taka þátt í RIP Headphones þegar að Dói fór að öskra. Já, þetta var hræðilegt. Kennum Nicolas Cage um þetta. Hérna, Ellie eða Abby? Já. Þetta lítur að vera Óli, eða ekki? Ellie eða Abby? Hvað, býtu? Akkur held ég þetta sé Bachelor? Nei. Nei? Þetta er Last of Us 2? Já. Ég segi Ellie. Ellie allalið. Ellie. Ég nefnilega sá eitthvað í gær þú veist, að var eitthvað mega grand finale í því, sko. Já, ég segi Ellie. Býtu, var Ellie ekki öndin sem vorum að gefa? Jú. 100%. Segjum við í mínu máli. Já, sko, Abby kom svolítið, hún fór svolítið skakt onni mig í Last of Us 2. Já, þannig. Eyrnalæknirinn minn vill fá að heyri þér. Þú er nú ekki farið skakt onni fólk, þú fer nú bara ekki ofan í neitt. Þeir geðu allir sem ég öskra á. Hérna er spurning sem ég ætla að spyrja ykkur báða. Hún var bara til þín, Tasty, en við erum góða okkur báða. Og það er sem sagt bak í bak. Þú ert að skipta gamla manninum út. Fyrir einhvern? Hvað tekur þið? Af ykkur tveim? Já. Þetta er erfitt. Ég ætla að taka Kristján. Tek því. Af því að skilurðu svona hæfilega séð, var þetta byssuleiki, þá væri þetta of stórt stökk og líka Dói öskra, sko. Ég held að ég og þú væri meira kósi. Já. Við höfum líka leiði bak í bak, bara í útilegu og eitthvað svona, skilur. Þannig að, þú veist, ég tek Kristján. Já. Ég tek þessu. Óli? Ég taki, sko, það er náttúrulega ekki bak í bak nema að séu við tveir. Já. Annars er þetta bara bak í eitthvað annað, sko. Þannig að ég... Já, það var að lýsa það hvernig það væri með hæsta. Já, þetta er verið bak í mjóbak. Já. Það er verið mjóbak. Bak í raskat. Já, hann er alltaf með hæsta raskat í Evrópu, sagði hann áðan og sjálfur. Og hérna, þannig ég myndi taka Dóa. Já, ég geti svona slæta inn í rifuna, hann er með alveg bara vaksinn hérna upp eftir öllu. Þú sett hávaksin maður að geta slætað núni bara. Já, ég ætla að náða bara að öxla á mér, sko, þó að hann sé lágvaksinn. Þá getur líka bara tæknilega sér borðið á bakinu, eins og alltaf. Já, nákvæmlega. Ég myndi taka Dóa, hann er góður, hann klárar hlaðborðið fyrir mig, ég fæ ekki að drepa neitt nú, ég er svona meira bara í svo eftirbóru. Teka fram að það er ennþá séns að koma inn spurningu, við erum ennþá að fara í þetta. Það er spurning frá ónefndum manni og þetta til þín, Dói. Hvernig er Benni svona sætur?
Fokkaði Benni. Þetta er ekki Benni. Heldur ég sé að fara... Sýnist hann halda á símanu sem, hann er bara upptekinn við það að stýra myndaðinni. Já, hann er bara að stýna þessi sjói. Hann gæti mér þess að summað og allt. Já, hann er að freyma á þig, vanþakkláta svín sem þú ert. Hann er að freyma þig bara inn, hann er að vinna bara tæknivinnu, þú ert kannski að læra á honum. Hérna segir einn okkar allar besti Game TV þátturinn, meira svona í framtíðinni. Já, takk fyrir það. Takk kærlega fyrir það, við getum íhugað það. Dói, hvort viltu geta náð honum upp eða án Viagra eða aldrei fara aftur öfugt í fötin? Aldrei fara aftur öfugt í fötin en ég nægur alltaf upp, það er ekki vandamál. Nei, ok, þetta er bara að spyrja. Hvernig? Ég er bara að spyrja, má maður ekki spyrja, ég meina þessi spurning lág í loftinu. Þetta er bara það sem fólk getur vita. Við erum bara, skilur við, þetta er ekki við sem að spyrja þessu. Næsta spurning. Bragðast Íti var verð ónefnt? Nei, en þetta er svolítið sárt. Þetta er sárt, já. Af öllu líka. Mér er illt í hjartanu svolítið, sko, en við skulum ekki að tala eitthvað sérstaklega um það. Af öllu að við meðum ekki fjalla ákveðum vörumerki lengur er svakalegt. Það er skellur, sko. Já, það er bara þannig. Það er normalið. Óli, hvað náður mörgum Warzone killum á árinu? Getur þú ekki fletti upp en ekki með okkur? Ég bara veit það ekki, en ég myndi segja, ef ég ætta bara, þú veist, bara bak upp að vegg og svara, ég myndi segja svona á árinu öruglega, það er milli 200 og 300. Já. Árinu? Ég held að það sé sko aðeins yfir. 0,6 kills ég var að hugsa 150, sko. Ég er búin að spila mjög mikið, sko. Já. Er það með 0,6 kill í hvernig leik? Já. Ég er oft keyptur inn og dreipinn oft, sko. Já, það er, nei, þú er með 0,6 kill í leik. Já, ég ætla að segja svona milli 200 og 300, þið getið fletts upp. Ég ætla bara að starta þessu, ég spurður, ég svara. Ég trúi það. Já, hvað byrju 0,6 ef það var 200 kill? Það var að tala um hvað, 360 leikið eitthvað? Já, það er easy, sko. Ég er búin að spila þetta mjög mikið, sko. Já. Nei, ok, já, ég bara, ok, flott. 360 leikir á árinu. Ég fæ actually að drepa menn þegar ég er að spila með rauðvunum klökum, sko. Já. Sko, þegar ég er að segja ykkur svona, þegar ég er ekki með ykkur, þá er ég actually að gera, sko. Já, nei, að fara með ykkur er náttúrulega að fara bara eins og vera síðastur á hlaðborðið, sko. Það er bara allt búið, sko. Það er bara búið að geta alla bestu bitana og ég kem bara inn, heyrðu, hvað En í báðum strímunum þú ert bara týndur í ykkurum runna og tekur ekki þátt í fæturum. Jú, Hvenær ætlum við að taka Game TV á móti ROK? Við þurfum að fara að gera það. Það er galið að það sé ekki búið að gera. Já, ég er samanlega, sko. Við setjum þá streamkonið í nóvember. Já. Óli 50, það verður All-Star leikur. Þetta er spurningur til okkar allra, pilsa eða pulsa? Sko, ég skal byrja á svara þessu. Mér er búið að líða illa að skrifa kryddpilsan í auglýsingar og svona í vikunni. Já. Ég segi pilsa. Skrifa pilsa, segi pulsa. Já, er þetta svolítið svipað hér. Ég pulsa alla leið. Já, ég pulsa alla leið. Auðvitað er ég öðru sinni. Nema það er kryddpilsa, ég segi ekki kryddpulsa. Nei, það væri skrítið, sko. En ég er náttúrulega líka með ákveð authority þegar kemur aðeins pulsum á mér. Já, þú varst alltaf í auglýsingunni. Já, risa auglýsingunni. Það einu pulsu. Já, ég segi það pulsu. Og set normið fyrir þessu. Já, ég skilji. Remolaði. Nei, þetta er ekki svona. Þetta var svona. Þetta var bara miklu betra. Það er bara þannig. Já, ekki taka það eina sem ég hef náðu að gera almennilega í lífinu að mér. Nei. Það er bara þannig. 15 mínútur Kristjáns, ekki taka það á. Nei, fyrir ekki, sorry. Maður sjá. Hvernig ertu á skalanum 1-10? Ég er bara 11. Já. Bara, geti ekki verið betur. Og hér er einu sem enn ríða að drepa giftast, þú veist, við erum alltaf búin að taka það nokkur sinnum, sko, þurfum ekki að taka átt. Óli, heitti það kalt vatn þú tannburstaði? Svona, sko, kalt en svona aðeins á volgu level. Ég vil finna hitaveitu bragðið þegar ég er að tannbursta. Og íbarst. Það er alltaf eðlilegt við það? Já. Nei. Ói. Ekkert eðlilegt. Það er ekkert eðlilegt. Nei, það styrkir bara. Setur mjólkina fyrst og serur sér svo? Já. Ha? Nei. Jú. Ólafur, og hættir þú? Ha? Nei, alveg. Setur þú fyrst mjólkina svo seriós? Já, þú veist, ég hef náttúrulega borðað ekki seriós fyrir mjög seint, sko. Þú veist, að þegar ég var alls upp, þá var sko, í staðan fyrir seriós, fekk ég haframjöl, sykur, svona 8 skeiðar og kakamjólk og setti mjólk yfir það. Við komumst einmitt af því, taldu svona skrýtna matavennjur. General Mills, það voru ekki búið að finna þið upp þegar ég var að... Taldu skrýtna matavennjur, þá komumst við af því í áramótadinnendum að Dói snýr gaflinum öfugt þegar hann borðar. Það er, veistu hvað, kemur ekkert lengur óvart. Hann snýr það niður þegar hann heldur hann að disknum. Ég tók ekki eftir því að ég gera þetta. Þetta er skrítið í spáðið. Nei, við spottum einhverja fleiri weirdoa í þessu kvöldi. Þetta er off eitthvað. Sko, svo er nú bara sko það eru komin 2 inn viðbót. Hver er ykkur uppáhaldsleikur að stríma á árinu? Mesta skemmtunum fyrir okkur? Ég held að það verið, ég veit ekki.
Ég skemmti mig konunglega í GTA roleplay þegar við vorum dottir í gýri. Ég finnst það farming simulator, fannst mér skemmtileg. Já, mér finnst það mjög skemmtileg líka. Svo viðurkenni ég það að góðu kvöldin í Warzone voru æðist. Já, þau voru góð. Eins og síðast. Ég skemmti mig best í gangbist. Já, reyndar. Já, og ef við tölum með það, Human Fall Flat. Já. Mér var gangbist skemmtilega í Human Fall Flat. Fyrir utan það Óli er náttúrulega bara eitthvað svindgall. Það kemur að svona leikjum. Já, mjög skítið. Ég var beðinn sérstaklega um það að setja eitt af klippum ársins er þegar að þú varst náttúrulega með andlitið á mér inn í Human Fall Flat. Já, það var hræðilegt. Og það er tímapunktur þar sem að þú ert hangandi í lest og ég er fastur klofvega yfir andlitið á sjálfum mér. Þetta finnst þessa klippu? Var hún inn í klippum ársins? Nei, hún var ekki klippt. Og streymið var farið, en ég gæti ekki klippt þetta. Ef einhver í tjatinu með hana. Hækka ljósið allt svakalægina. En þetta var... Er ljósið líka orðið mjög björt á það? Það er bara... Óli bara sé bara, I see the light. Já, ég það bara Solar 50 og þetta er allt klárt. Heyri, ok. Já, þetta var... Já, ég held að þetta margir skemmtilega leikir sem við streymt. Það er alltaf verið að reyna að setja pressa á okkur að þú veist, hvernig ætlaði að taka kód á PlayStation 5, allir saman, ekkert crossplay. Við erum náttúrulega bara mouse and keyboard duttar, sko. Já, það er náttúrulega hægt að tengja, sko. Ég segi bara, welcome to my world. Bara komið það er svo steikt að elstimaðurinn sé þar. En það var í tjattinu að koma. Og það eru 2 spurningar sem við eftir að svara. Það er ekki, sko, það er ekki af þessu spurningum, en það er náttúrulega ein spurning sem að liggur beinast við að svara. Og það er náttúrulega hvaða leik okkur hlakka mest að spila þessu ári. En svo er eitt mjög gott sem að Icefool er búin að spyrja okkur lengi. Það er all-time favorite leikur og all-time favorite marker. Já. Ég skal byrja. Minn all-time favorite leikur, þeir eru 2. Og ég ætla að fá að segja á báða út því að þeir eru svo ólíkir. Þeir sem komast hátt á listan eru Eve, og nú er að taka topp 5 í einhver sérstakar röð, en ég vil segja ykkur 2 sem er jafnir í fyrst seti. Það er Eve, það er World of Warcraft, já, það er alveg bara þeir 2 sem að koma svona einhvern veginn að þessum topp. En á toppnum get ég ekki ákveðið á milli Gran Turismo og Counter-Strike. Og ég held að uppáhaldsmarkinu minn sé bara þessi maður hérna. Það er bara, við erum búin að spila ekkert eðlilega mikið saman á síðust 2 árum og meira þess að búin að taka okkur sótkvíð saman og allan pakkan sem hann alltaf að skemma hana með að fá COVID og ég að fara, skemmti landið sko, en þannig að þú veist, það er svona, já. Kaldarjun er búin að redda klippinni. Það er mjög, það er búin að redda klippinu, víst? Það er búin að redda klippinu. Já, við erum að tala um Human Fall... Þetta er svo gott ADHD-stream. Já, það er reyndar ekki þessi klippa, en þessi er... Þetta er ég að hoppast. Já, þetta er vitlaus klippa. Það tegst ég klálega að koma þarna. Já. Þetta var alltaf ekki. Já, þetta var klippa sem ég fann, en því miður var hinn ekki. Já, vantar hina, sko. Já, en hún var ekki til. Nei, en þessi var mjög góð. En, ok, hvað segir þú, Tryggvi? Besti leikur, allra tíma. Besti leikur, sko, ég verð að setja Counter-Strike að sjálfsögðu. Counter-Strike og World of Warcraft eru leikinn sem ég er búin að eyða mestum tími í. Ef ég ætla að setja saman all-time favorite, þá verð ég að segja Age of Empires 2. Ok. Já, þú ert líka alvöru nörd. Ég er alvöru nörd þegar kemur því. Fyrsti leikur sem ég keypti, maður tók strætónir í bæ til að kaupa hann, fóð með hann heim og elskan ennþá. Geta ennþá spila hann, sko. Fyrst að segja, þú hugsaður og sér pizzakassa, ég ætla að googja. Já, bara alveg þannig nörd. 100% sko. Hvað með fyrsta leikur sem keypt? Fyrsta leikur sem ég man eftir að hafa keypt er að fara inn í BT með strætó, að kaupa World of Warcraft og kaupa svona kort. Já, Game Time. Ég man maður þurfti því. Ég tók strætó og ég held að það hefði verið í skífuna. Já. BT og Reykjavíkuvegi var það hjá mér. 60 daga kort, var það ekki? Já, svo tók keypti Age of Empires 2 og fóð minn heim, elskan hann. Og auðvitað uppáhaldsmakker er minn bak-í-bak partner, Ólafur Jónsson, að sjálfsögðu, það kemur ekkert andra greina, sko. Já, hvað segir þú, Dói? Uppáhaldsleikurinn minn er Baldur's Gate. Já. Og ég hefði örugglega sagt Counter-Strike, en það er ekki Counter-Strike að mér, það er Day of Defeat. Day of Defeat er fyrsta svona FPS ástu mín. Ég hef farið með honum í Day of Defeat og það er, þú varst að lýsa hlaðborðið á hann. Hann hefur ekki búin að fara í leikinn í 30 ár. Það var ekki maður fyrir mig til að skjóta á serverning þegar það var búin að labba leikinn. Ég hef farið á public server í Day of Defeat og fengið 200 kills og 4 deaths. Ég elska hennar leik. Það er frábært. Svakalega, sko. En já, svo myndi ég setja í þriðja sæti Dungeon Keeper. Já, Dungeon Keeper. Það var þetta rosalegu leikur, sko. Já, elska. Ég á eftir að spila Baldur's Gate.
Góður, ég spila Baldur's Gate, hann geggjaður. Ég var aldrei í þessum leikjum. Ertu að tala nýja eða gömlu leikina? Gamla. Ég tala gamla, fyrsta leikin. Já, Baldur's Gate. Ég spila hann mjög mikið. Já, ég átti hann einmitt á 5 diskum. Já, einmitt. Sín tíma. Svo kom maður í Icewind Dale líka. Ég held að hann var á 4 diskum, 1 leikurinn. Var það? Ég held það, já. Já, það getur verið 4. Ég man allan að þetta var mikið diskum og... En síðan kom Shadows of Amn og hann var bara á 2. Já, en þetta voru geggjaðleika ég samlega. Já, þetta er mjög gott. Ég myndi segja, sko... Dóa eftir að velja makkarinn. Já, makkarinn. Kristján. Það svo mikil brotherly love. Þetta er teimi sem fullt af ást. Ég held að behind the scenes þegar þessu útsendingum sé lokið þó ekki dagsljósið, þannig að það er eitthvað, ég finn bara þessar teikningar að lifna við hérna eftir. Já, það er eitthvað rosalega. Þannig að eins gott að Benni slökkvi. Já, ég myndi segja God of War 1 sem kom út á PlayStation 2 held ég. Fyrst leikurinn. Var á PlayStation 2? Já, ég var að vinna við og reyndar en að vorum að fá leikina, testútgáfur af leikinu, svona 2 mánuðum áður en kom út. Og það hefði enginn heyrt God of War, fyrsti leikurinn og maður bara að setja inn í og prófa og ég er ekki að grínast. Ég byrjaði að prófa hann í vinnunum, við vorum svona debug-vél sem við kunum prófa svona ófullgerða leiki og ég bara hætti ekki. Ég bara gæti ekki unnið í bara viku eða eitthvað. Hann bara gjörsalega heldtók mig, það var eitthvað svo nýtt og gott í. Svo máttu ekki vera afbrýðisamur þegar það segir Svessi. Ég veit það. Já. Ég veit það. Ég er að býta því. Já, þetta búið allir auðvitað. Ég myndi segja hann og svo hérna Final Fantasy 7 sem náttúrulega ég kom inn á áður, ég spila hann alltaf í svarthvítu allan tímana því að það var líka ófullgerð útgáfa og var NTSC sem var ameríska sjónvarpskerfið. Þetta er náttúrulega aðgæld að segja þetta. Ég man eftir því. Við vorum með bæði tækina. Og ég átti bara PAL sjónvarp þannig að það kom svarthvít og mjög gróf grafík. Vantaði aðra hverja línu en hann var það góður í kláran. Hann er æðislegur. Ég átti síðan í lit. Áttu ekki svona filmu þá? Nei, það var áður filmar kom. En með Final Fantasy 7, ef fólk hefur ekki spilað, endilega farið og fáið ykkur nýju útgáfuna. Það er komin remastered útgáfuna. Já, ég klára hann líka. Hún er geggjuð. Hann er svo tjokkabokk fara með maður. Já, og svo besti makkarinn, sko, hérna inni er það náttúrulega bara tasty, það er bak í bak, það er nú bara þannig. En svo er ég að spila, náttúrulega bara maður að spila með svo mörgum, en ég ætla að segja tasty, ég ætla að gefa hana það. Takk. Já, þetta er maður, ég held líka þegar maður er að vinna með einhvern svona bak í bak, þá græðir maður mest bara að vera með menn vel mótivera. Þess vegna er það tasty. En leið og hann hver úr líf mínu, þá er ekki hann lengur. Það verður eitthvað hann verður búinn að gleyma mér svo fljótt þegar ég fer úr líf hans. Ég ætla að segja því við erum að setja þarna núna, það er komið hvað 20 mánuðir síðan að við byrjuðum í Game 2 og við þekktumst mjög lítið. En þessi mánudagskvöld og bara gameplayið sem við höfum átt á þeim tíma, bara þessi hópur, það er alveg ástæði fyrir þetta að virka sem sjónvarp, það er svo ógeðslega gaman hjá okkur saman í öllum. Já, algjörlega. Og það gerðist það sem er ekki kannski sjálfgefið, það bara myndast allan mínu viti, bara gott kemistri, og hlakka til mánudagskvöldana, þannig að það er bara mjög gaman og ég vona að áhorfendur njóti þess með okkur. Klárlega. Svo var það allra síðast verið kvöldi, hvað er menn spenntasti fyrir 2022? Ég er þetta með nokkra leiki og vantar hugmyndir, en er eitthvað svona sem kemur strax upp í hugann? Elden Ring. Elden Ring, já. Ég held að hann verið geggjaður, það er alltaf Dark Souls. Má ég breyta? Já. God of War Ragnarök. Já, það var að vera að fresta honum held ég inn í september. En þetta verður ár Sony. Þeir eru með God of War, þeir eru með Horizon, Forbidden West, Horizon 2 og ég var tilbúin að rétta upp hönd. Já, leikinn þinn. Þú voru að segja hljóðið. Já. Hérna Gran Turismo 7 er það sem ég hlakka mest til. Það er 4. mars. Þá verður þá hverf ég í smá tíma. Ég held að það sem að mitt dreymur að gera er að nú erum við í svona svolítið privileged stöðu og fáum oft leiki og svona prófa. Mig dreymur að Gran Turismo 7 komi út á að ég fái pröfueintak einhvern tímann og geti tekið bara, þú veist, bara heilstags streymi, bara að play through, bara svona helst áður en það kemur út og bara gefa svona smá svona, þú veist, tilfinninguna fyrir hann maður, með Dóa að resetta hljóðunni hjá mér á 3 mínútna fresti. Og hérna, ég held að það væri mjög gaman, út af því að þar er ég að fara bara svona, það eru mjög langt síðan ég spilaði Gran Turismo leik svona og ég er búin að ákveða að með nýja Gran Turismo ætla ég að spila eins og ég gerði með bara Gran Turismo 1, 2 og 3, skilur við. Bara frábært. Það er mikill spenningu fyrir honum og náttúrulega líka verið God of War. Hvað segir þú, Testi? Ég held að, þú veist, leikilega séð þá heldur maður að verða að segja God of War, sko. Mér fannst God of War sem kom síðast. Ég er náttúrulega svakalegur, sko. Ég ætla með þá viðurkenningu, eins og ég viðurkenndi Game 2 og ennþá eftir að spila God of War. Það er okkur besti töluleik sem ég spila með fyrst. Já, ég meina, þegar ég segi það, þá segir fólkið mér, vá hvað ég auðvitað.
Það er bara þannig. Þetta var árið sem að God of War kom út og Red Dead Redemption 2. Það er líka frábær leikur. Ég held ég að segja sama, God of War, en það sem er að koma út, Elden Ring, það er náttúrulega Dark Souls og George R.R. Martin hérna, sem gerði Game of Thrones og ekki, sem er svona með handritið. Hann er í febrúar, sko, árið er að byrja vel. Hann er í febrúar, Dying Light 2 er í febrúar, Horizon 2 er í febrúar, Vampire the Masquerade er í febrúar. Svo er alltaf Gran Turismo í mars. Svo kemur Tiny Tina's Wonderlands, sem er svona Borderlands afsprengi. Roleplaying skotleikur, hann er í mars, God of War í september. Svo kemur Gotham Knights sem er open world RPG frá Warner Bros. Ekki sömu að gera Arkham-leikina, en þeir eru hins vegar að vinna leikinn Suicide Squad, Kill the Justice League. Geti verið ágætið stöf, það er bara í haust og svo Zelda, Breath of the Wild 2. Mjög áhugavert, við veitum alltaf hvað Rósingar er spennt fyrir. Rósingar sem væntanlega mjög spennt fyrir þessu leik. Þannig að ég held að þetta verið gott leikjári, ég verið að segja 2021 bara til að pakka sig inn. Það var ákveðið vonbrigði í leikinum 2021. Það var bara... Var enginn vonbrigði í leikinum með ykkur samt sem var? Þetta var skýrt. Nei. Þetta var árið af ókláruðum leikjum. Já, algjörlega. Og við vonum að næsta ár verði að minna allavega. Já. Ég hugsa það og það allavega stefnir í hörku leikjár. Áður og kveður, ég heyri þú ert að stilla þér upp í það. Þá glemdu við memes. Já, þannig að fáum Benna til þess. Rétt memes og svo og rúli gegnum memein. Og hérna, þau eru fín. Og við sjáum þau náttúrulega á skjánum hérna hjá okkur þegar þau komu upp, sko. Þau eru bara inn á Discordinu. Þau eru nokkur, þau eru ekki mörg, en þau eru nokkur. Og ég er mjög ánægður með þau. Já, þau eru orðið svo stór partur á öllum Game TV streamum. Þegar við fáum að rúlla í gegnum þau, alltaf gaman. Ég er bara, öll þið sem að taki þátt í að búa til mím, ég er bara love you guys. Og líka, það er með góða bara stemmingu sem við myndast í Game TV. Já, það er yndislegt. Bara communityið er bara svo frábært. Það er líka allir búin að fatta það að það er engin hörundsár hérna, nema ég. Nema þú, já. Þannig að þú veist, all fly, sko. Það er geggjað. En síðan alltaf erum við bara það er mjög steikt að við erum búin að vera núna í að verða 4 klukkutíma og það eru ekki nema 19 tímar í að við verðum aftur live. Já. Bara það er bara þannig, sko. Hvað er að spila? Þetta er svakarinn. Nei, 90, það er 90 bara ekki. Já. Hvað er að spila? Það bara verður ekki milljón samorgun. Hvað vil chatti? Lefum fólkinu í chattinu að koma með einhverja hugmyndir og ég er opinn fyrir öllu. Já. Sem að krefst ekki brjálas undirbúnings. Já. Við erum bara að undirbúa þetta. Hvað segir Benna á mím-vaktinni? Heyrðu, það er fyrst búið að gera eitthvað fjandan við Discord-dótið hérna og ég fekk eitthvað Are you human? Og greinilega er ég ekki. Ég vissi þetta alltaf. Þetta er rosalega. Þú ekki alltaf hérna? Það er bara efast að tæknimaður sé mannlegur. Ég get sýtti hvað hann er að gera inni. Vera með algjört þrekvirki í kvöld. Hann er að gera eitthvað Are you human? Hvað, er það að setja símanúmer eða? Eitthvað þannig, ég er að rætta þessu. Þetta verður komið eftir 30 sekúndur. Ok. Já, það er alltaf góð. Þú veist, við skuldum auðvitað GTA Heist. Já. Hvað er chatið að koma hérna? Er verið að tala um GTA Heist? Við vorum að pæla í CS með keppa á móti. Já, hvernig væri það? Spilum að taka það í næstu viku þegar að deildi fyrir aftur að stað. Já. Það fáum við Óla með mús, lyklaborð í CS. Já. Ég kvíði einhvers. Það væri svakarætt, sko. Getur ekki nota kontróler í CS, ég held það. Mér sýnist chati vera að kalla eftir GTA. Já. Þá tökum við bara GTA. Var ekki að koma nýtt hæst, eitthvað jólahæst? Nei, það var að koma nýtt story í GTA Online, það sem er hérna með einum aðal karakterunum úr orginal. Var það svona eins og þegar við vorum hérna... Var það svona eins og þegar hæsti var að fara á þessa eyju sem að tók bara 3 daga? Já. Kláruðu við það? Það er komið. Þetta er rosalegt. Þetta er komið baka okkur. Já, getum við kannski fengið þetta á skjáin? Dói og kryddpilsan. Ég held að fólk geta ekki lesið þetta, sko. Nei, við getum lesið bara Dói og kryddpilsan. Já, kannski á fullskinni þetta. Já, ég held að það væri mjög sterkt. Það er mjög sterkt. Þetta er Dói og kryddpilsan, já. Já, flottur maður. Af hverju ætli þetta sé Dói? Þetta er svipurinn sem maður setur á. Það er bara sláandi líkir. Þetta er hræðilega svipur. Þetta er góð svipur, sko. Þetta er gott. Ok, þú voru fleiri. Benni er að setja þetta hérna, ég er að horfa á hann. Þetta er allt að gerast. Allt að gerast þetta í beinni. Þarna, nei, þetta er ennþá bak við okkur. Vallapjalla, hlust að gera það sem Móna segir og draw 25. Það er þetta mjög gott. Þetta er frábært sjóarp. Yfirlýst mím í skjá á bak við okkur. Já, og sérst ekki textan. Nei. Hann er að redda þess, ég er að horfa á hann, gefa hann manninum tíma. Nei, við höfum ekki þolinmæði fyrir tæknuminn, eins og þú veist. Þetta horfa á hann? Já, hérna tölvun inni. Dói sé. Okka maður. Er þetta svona eins og áðan þegar setti í vídeo á sandkassanum og svo var það ekkert í gangi?
Það heyrðist í okkur að við vorum að tala. Nei, það heyrðist ekki í okkur. Það heyrðist ekki í okkur. En ég vildi bara ekki láta mig líta betur út heldur en Dóa eftir streymið. Takk maður. Það þurfti að klúra einu sinni. Ertu með fleiri? Það er eitthvað í það. Hvað er þetta Dóa F. drawing first bókina på Kaldari? Það rosalega. Fallegt moment, vil ég segja. Fallegt moment. Fallegt moment. Best á tjattu í kvöld. Heyri í Aroni. Getur líka heyrt í Mónu hérna baka mig. Þetta er gott. Þetta má að vera. Það er þetta. Dubious food. Hvernig væri það samt að vera bara með heilt streymið þar sem það er bara verið einn ákveðið maður að dýfa í ónefnda dýfu? Já, hvernig væri að þeim myndi taka þátt, sko? Nei, það væri, við viljum ekki stela læmlega. Já, Þetta er þetta mjög gott. Þetta er svakalegt. Þetta, já, sorry. Já. Þegar maður kemst það í ólistu mjólkinu undan morgunkvöldinu. Þetta er mjög gott. Þetta er vel fótosjópa, sko. Já, þetta er þetta mjög gott. Gerum það samt í alvörinni. Kannski taka fyrstu aftur að því Já, hann er fyrsta, Dóa Kryddpilsan. Dóa Kryddpilsan, fallegt. Þetta er bara gaman. Erum við ekki að fara heim að spila bara? Jú, bara beint heim að spila. Já, þetta er bara gaman í kvöldregir og þökkum bara kærlega fyrir árið. Búið að vera mjög virkir allir hér í tjattinu og takk fyrir árið. Já, heldur betur. Við bara lofum meira af því sama, góðu stuði og geggjum við fyrir, neða ekki? Þetta er bara alltaf að rýna hérna baka okkur. Já, þetta er í stúdíunum, þau kærlega fyrir það og samstarfsaðilum okkar. Það er Vodafone og Ljósleiðarinn og það er Ólís og Elko. Heldur betur. Og við ætlum reyndar að fara yfir topp 5 mest seldu leikir í Elko. Við þurfum að gera það. Ertu með klippuna? Ég senda hann á þig áðan, Benni. Herri, já. Ég gæti hafa sleppt í algjörlega að setja þig. Ég get sett það. Hann er að gera það hérna. Ok, halda áfram farið sponsor. Dominos og Coke. Já, það er Dominos sem er höfuðsponsor hérna í kryddpilsunni. Það er Coke Zero. Það er Ólís. Það er vinalikill. Vinahópur. Vinahópur.ólís.is. Fyrir mér er þetta óbyrlikillin. Skráður Game TV sem við. Það er bara það. Það er þetta skráður sem Game TV sem vinahópiðinn og þá færðu ekki bara allir þessi afsluti sem er búið, heldur líka 10 króna auka afsluta bensinni. Ég hendi topp 5 í gang hérna. Fá merkum. Topp 5 tölvuleikir 2021. Sjáðu þetta er rosa. Er FIFA í fyrsta og öðru seti? Já, FIFA 22, 21 í öðru og NBA í þriðja. Getur þú spilað þetta aftur? Þetta var NBA 21K í þriðja? Nei, 22. NBA 2K20. Það er bestu tölvuleik sem ég spilað. Og svo Minecraft. Já. Ég held að við höfum sett NBA 2K sem einn versta leik sem við spilum. Já, veistu það hverju það var? Því að þið bara báður sökkuðu feitt í hún. Sorry, en ef þú getur stilt hann að það er betra að tölvan... Hætt að benda mig. Við gáttum ekki að spila hann saman og tölva á það. Hérna er top 10. Já, þeir voru með 2 klippur. Minecraft. Avengers, Far Cry, Call of Duty, Vanguard, Assassin's Creed og Guardians of the Galaxy. Já, Assassin's Creed var alveg. Takk eftir því, leikur ársins kemst ekki top 10. Nei, ég veit ykkur. Það er ótrúlegt. Í PlayStation, svakalegt. Í PlayStation. Já, hann er náttúrulega PlayStation leikur. Já, fyrst og fremst. Er hann ekki líka í PC? It Takes Two. Heldur þú keypt hann í PC, eða ekki? Jú, ég held að. FIFA 1 og 2. Já, FIFA, það er mest seldu. FIFA er náttúrulega fáralega vinsæll. En ég meina, rétt upp hönd sem ábæði FIFA 22 og 21. Já, ég meina, já. Akkurat. Það er bara hann ekki segur. Algjörlega. Bíp-búp. Þetta er bara svona eins og útvarskjaldi, maður bara borgar þetta einu svona ári. Það er svolítið það, sko. Herri, já, þetta er að koma inn á, það er verkvarasalan. Það er ef ykkur vantar eitthvað til að smíða með. Það er bara allt, það er allt til þarna. Það er waffs.is og svo er það Vodafone og Ljósleiðarinn. Þetta er svakalega. Þetta er geggjateimi. Já, við tökum kærlega fyrir okkur og að stuðningi frá þeim og bara frá stuðningi frá áhörundum. Bara gaman að hafa tekið þessa kvöldstuðstrykki, það eru komið 4 tímar. Síðasta kvöldmáltíð. Þetta verður ekkert síðasta kvöldmáltíð. Við þurfum að fá okkur eitthvað snack svona eftir á. Já, þetta er alveg, hvar finnum maður midnight snack í COVID, sko, hvergi. Já, wow. Ég er ekki að hugsa þetta. Þetta er alltaf AMK-tjun hérna. Já, og svo er bara 5 maður heim og þýðir klaka. Herðu, en allavega þökkum kærlega fyrir okkur, leikur ársins It Takes Two og gott leikjáður framöndan. Þannig að eitthvað að lokum, drengir?
Ég bara get ekki beðið eftir Óli 50 hátíðinni sem ég bara hugsa minni í aftkvöld síðan svakalegt sko. Það verður huge. Já, það verður Streamfest í nóvember þegar það gerist. Er það bara ákveðið það? Já, er það ekki? Þú ert eftir að bóka salinn, bóka gestina, gera allt. Já, bestu giggin þau gerast hægt sko. Það er bara árið að byrja, þetta er í nóvember. Ég meina við myndum það fyrir svona 6 dögum að við ætlum að vera með þennan þátt. Já. Og ég bara vona að þetta sé komið til að vera. Þannig að þið sjáu kryddpilsuna 2022 með jafnvel ennþá harðara sniði. Það eru nokkrar hugmyndir sem urðu frá að víkja út af tímaskorti. Hundamatur og fiskamatur. Já, það er alls konar matur sem möttur að prófa. Við erum eins og EA Sports. Við köstum ekki öllum hugmyndunum sama af því við þurfum að gefa út leikinn aftur á næsta ári. Þannig að er það ekki bara ágætt lokaorð? Frábær lokaorð. Takk hérlega fyrir kvöldið, árið góður og við drengir, þetta er búið að vera virkilega gaman. Já. Þökkum bara kærlega fyrir okkur. Takk. Peace out, A-Town.